Já, velkomin að Rauðaborðinu á mánudegi. Það áhugavert efni í boði í kvöld. Hérna aftast í þættinu þá kemur hún Sólveig Ólafsdóttir sagnfræðingur til mín og hún segir mér frá 101 sögu af jaðri samfélagsins. Hún tók saman sögur af fólki sem að við myndum í dag flokka sem fatlað en var kannski ekki endilega flokka með þeim hætti á árum áður. Yfir langan tíma í sögunni þá segir hún í bóksinni og í doktorsritgerðinni sem hún skrifaði frá þessu fólki. Ég ætla að fá hann enga til þess að segja mér af þessu fólki og stöðu fatlaðra og kannski hvernig við horfum á söguna, hverja svona svo saga sem haldið að okkur, hverja hún sér og hverja hún sér ekki og hvað muni breytast þegar við byrjum alltaf að sjá fólkið sem við áður ekki sjáum, verði ekki þá skilningur okkur á sögunni og samfélaginu allt annar. Sjáum til hvernig samtalið mitt við Sólveigu gengur. Þetta svona liður í því sem að ég hef verið með hérna undanfarið við Rauðaborðið að horfa aðeins aftur, ekki síst í gegnum sýnisbók íslenskar alþýðumenningar sem við höfum rætt hérna. Það góður gluggi í sögur sem ekki hafa verið sagðar en kannski gott fyrir okkur að heyra. Björn Þorláks verður hérna á eftir með þingið sem fastu þáttur hér á mánudögum við Rauðaborðið. Hann fær núna til sín 2 þingmenn, Björn Leví Gunnarsson sem þingmaður Pírata og Ingu Sæland sem formaður Flokks fólksins og Sanna Magdalena Mörtudóttir sem borgarfulltrúi sósíalista slæst í hópinn og þau fara svolítið yfir svona þinglokin, hvaða mál var verið að afgreiða og hver voru ekki afgreidd, á hverju meirihlutinn hefur áhuga á til þess að bæta íslenskt samfélag og á hverju hann hefur ekki áhuga. Þau spjalla þetta á eftir þingmennirnir og Sanna og Björn. Hérna strax á eftir smá tilkynningar að þá koma til mín Hilmar Þór Hilmarsson, prófessor á Akureyri sem eiginlega fastagestur hérna við Rauðaborðið og Tjörfi Sjött sem hefur verið hérna undanfarið og var reyndar fyrir árið síðan að hjálpa okkur við að setja okkur inn í stríðsátöku í heiminum. Ég ætla aðeins að ræða við Úkraínustríðið, stöðuna þar, hvert það getur þróast, ekki síst út frá varnarsamningi Bjarna Benediktssonar og Zelenský, þar sem að Íslendingar skuldbunda sig til þess að leggja 25,5 milljarða íslenska króna til Úkraínu, góðum hluta til hernaðar og vopnakaupa. Við ætlum að ræða aðeins það hvaða eðlisbreyting þarna á ferðinni í svona utanríkisstefnu Íslands og líka hver staða Íslands innan NATO, herlaust land inn í varnar- og hernaðarbandalagi. Það stefnubreytingi í þessu samningi og þingsályktunartillögu sem var gerð í vor í þinginu og svo mikil að það eiginlega sætir undrun að þetta hafi ekki verið rætt meira í íslensku samfélagi því að þetta skiptir okkur gríðarlega miklu máli. Það skiptir okkur gríðarlega miklu máli hvar Ísland staðsetur sig í háskalegum heimi. Ég ræði við Hilmar Þór og Tjörfi Sjött hér rétt á eftir. En áður en að við skellum okkur í viðtal dagsins þá minni ég ykkur á að það eru áskrifendur sem hafa byggt upp samstöðina. Það kostar 2.500 krónur að vera áskrifandi og margir hafa gert það og sumir vilja borga meira og saman hefur þetta fólk lagt í búkið þannig að sé hægt að byggja upp samstöðuna og gert hana því sem hún núna, öflugur umræðuvettvangur og vaxandi fréttamiðill. Við erum að gera plön fyrir sumarið og haustið og okkur langar til þess að vera með svona fréttayfirlit í upphafi Rauðaborðsins og erum að safna þreki til þess. Þannig ef að þú hefur kannski fyrir löngu ákveðið að gerast áskrifandi, að slást í hópinn þeirra sem eru að byggja upp samstöðuna, þá hvet ég þig til þess að gera það sem allra fyrst svo að við fáum svona svolítið kjark til þess að marka brautina upp á við. Þú íhugar þetta á meðan að við skjótum inn hérna erindi frá öðrum en síðan koma við til kvöldsins. Góða skemmtun. Erfiðleikar heimila verkafólks hafa hríðversnað frá árinu 2021. 6 af hverjum 10 félögum í Eflingu eiga nú erfitt með að ná endum saman. Hvernig getum við réttlætt það? Efling stéttarfélag. Barátta fyrir betra lífi. Allir þættir samstæðvarinnar eru fáanlegir á öllum helstu hlaðvarpsveitum. Já, þá er komið að alþjóðamálum og kannski sérstaklega öryggismálum. Hingað er komin frá Akureyri, góð vinur þáttarins, Hilmar Þór Hilmarsson, prófessor. Velkomin. Takk fyrir. Og hérna með mér Tjörfi Sjött sem hefur verið að hjálpa okkur að setja okkur inn í ýmis mál undanförnu á samstöðinni. Hilmar Þór, þú varst að skrifa grein fyrir skömmu síðan á Vísi samning, varnarsamning Íslands og Úkraínu sem
Bjarni Benediktsson, forsætisráðherra, gerði við Zelenský og þú dregur þar fram að til dæmis kostasamningurinn 25,5 milljarða með það sem að máli að sórunum sem að mér finnst nú ekki hafa almennilega komið fram í umræðunni. Það líka eitthvað óljóst hvort að þetta hafi verið rætt í utanríkismálanefnd eða hvort að Bjarni hafi samið þennan samning sjálfur sem er tilefnið til þess að Alþingi komið að bæði vegna fjárútlátana en líka vegna þess að það má lesa út úr samningnum svona stefnubreitingu í öryggismálum að Íslendingar ganga þarna mun lengra í því að leggja til vopn og fleira og við þekkjum það úr umræðinni bara úr forsetakosningunum að þetta er mál sem ekki hefur verið, hægt að segja sem svo að það er ekkert samkomulag í íslensku samfélagi að þessa stefnu eigi að reika. Það kemur þarna líka fram í samningnum að Ísland styðji friðarleið Úkraínu sem var haldin ráðstefna núna í Sviss sem að virðist ekki vera að ná neinum árangri, ekki tilætlum árangri. Þannig að mörguleyti virðist þetta vera samningur sem er byggður upp á svona veikri greiningu á því hver raunstaðan er bæði á vígvellinum og kannski í alþjóðasamfélaginu og stangast á við það sem er svona almenn afstaða Íslendinga til stöðu okkar í átökum út í heimi. Er þetta ekki? Það er það. Þessi samningur sýnir að stjórnvöld eru að breyta stefnu, eru að gefa rækilega í án mikilvæg umræðu í samfélaginu og án umræðu inn í þinginu. Já, sko, það sem ég fannst, ég vildi bara minna á þessari grein að Bjarni Benediktsson, þá utanríkisráðherra, 1949, til 4. apríl, flutti ræðu áður en undirritaði stoppsáttmála NATO, þar sem hann gerði grein fyrir stöðu Íslands. Ísland væri herlaust land og gæti ekki varið sig, mundir aldrei ráðast á önnur lönd. Og þannig gekk Ísland, hann setti hann fyrirvara á að Ísland færi í NATO, sem var mjög mikilvægt. Og það er í takt við það sem að meiri hluti almennings upplifir að sé hlutur okkar. Og hann var mjög hóvar. Ég vitnaði þannig í þessari grein sem birtist á vísir.is þá vitnaði í Bjarna, hann sagði þetta miklu meira, hann er mjög hóvar, hann talar eins og Ísland er smáríki, það er veikast af öllum aðildarríkjum NATO, sagði hann er ekki að tala eins og einhver herföðingi, hann er að tala sem svo fulltrúi smáþjóðar sem er vopnlaus og það sem mér finnst sko þegar maður sér síðan hvað hefur gerst í framhaldi af því þegar við erum að fara aðstoða Úkraínu þá vil ég fyrstulega halda það til haga að Úkraína er ekki NATO-ríki þannig við höfum engar skyldur gagnvart Úkraínu á grundvelli þess að við séum í NATO. Hins vegar höfum við ásamt öðrum NATO-ríkjum aðstofað lönd sem eru utan NATO eins og til dæmis Bosníu-Hercegovínu og við erum að gera núna Úkraínu. Þannig það bannar okkur ekkert að hjálpa Úkraínu þó hún sé ekki í NATO. Og við stundum loftaristur á Líbíu til dæmis? Við stundum innrásina í Írak 2003 á sínum tíma sem var ólöglega. Og Afganistan? Afganistan, ég held að það er farið í öryggisráðið. Það Afganistan stríðis 2001, lengsta stríð sem Bandaríkin hafa háð, 20 ára stríð. Það var fyrsta og eina skipti sem Article 5 hjá NATO er virkjuð. Þannig að við sko það var náttúrulega, ég held að það er farið í öryggisráðið. Ég held að Írak 2003 hafi ekki farið í öryggisráðið. En sko, þannig að sko, að mér finnst bara ef að við förum í þá stöðu að við ætlum að fara að færa okkur úr þessum borgaralega hluta sem Bjarni Benediktsson utanríkisráðherra þá sett okkur yfir í hernaðarhlutan, þá er það grundvallar breyting. Og ef við förum að segja, ok, við erum tilbúin að fara að kaupa vopn og stunda slík viðskipti, því mörg lönd sem erum hér kaupa all vopnin og fann að kaupa ekki með þriðja aðila, kannski vopna uppbrengdu verði gegnum ykkur tengingar sem maður veit ekki hverjar eru, þá erum við að gera grundvallar breyting á mínu dómi og þá komum við pressa á okkur að fara að eyða kannski 2% af verkefni landsframleiðslu í varnarmál eða hernaðarmál sem eru 90 milljarðar og þeir vilja fara í 4% þangað er Pólland komið og vill að önnur NATO-ríki fari og Íslandsríkin er á leiðinni þangað og Finnland er á leiðinni þangað og hinn löndin sennilega er á leiðinni þangað líka þá er þetta orðið 160-180 milljarðar þá er þetta farin að tala 400.000 krónur á mann
á ári í Íslandi 1,6 milljónir á ári fyrir hverja fjárhagslega fjölskyldu. Þetta myndi kalla á algjöra það þurfti að fara í gegnum ríkisfjármálin, stóru póstana, heilbrigðismál, menntamál, velferðarmál og stokka þetta öllu upp eða þú ætlar að fara í 160 milljarða eða 180. Og þetta alltaf að versna því að við lifum í heimi þar sem að það engin vilji til þess að semja neitt. Og ef maður að tala sko hvernig þetta orðið, þetta þannig málað að við erum búin að verða stríð 2,5 ár og Rússland málað sem einhver svona samlíking eitthvað svipað eins og Þýskalands nasismas. Þetta svona eitthvað óskaplega mikil djöfulveldi eitthvað og Putin eins og Hitler. Þetta málað þannig og auðvitað væri hægt að semja og við höfum rætt hérna áður þessu fætti, það var komið samningsdrög í mars-apríl 2002 en það voðalega erfitt að fara að semja við hérna eitthvað sem málaður sem djöfullin, þú semur ekki við djöfullin. Það gagnast ekki. Nei, en svo líka eru gerð alls konar mistök sem að Úkraína hefur verið að gera mistök alveg frá því Sovétríkin. Það meina að við brjótum þetta niður, það sem þessi samningur. Það annars vegar það að þarna stefnubreyting og áherslubreyting og mikil ígjöf að verið að bæta miklum fjármunum í hernað í Úkraínu. Það gert án þess að það sé almenn umræða í samfélaginu og það ekki að sjá að þessi umræða eins og farið fram í þinginu. Þetta var ekki áður en samningurum var undirritaður, þá var ekki umræða í utanríkismálanefnd, nei í þingsölum eins og mætti telja eðlilegt. En það má segja að það var gerð þingsályktunartillaga fyrir Úkraínu frá 2024-2028 og í henni talað að styðja við bakið á varnartengdu stuðningur. En ég finnst eiginlega þegar maður tekur þingsályktunartillöguna svo samningi sem var undirritaður í Stokkólmi að hans í orðin miklu meira hernaðartengt og svo gerði Zelenski, hann gaf út tilkynningu og þá þetta orðið ennþá meira hernaðartengt. Þannig að það alveg ljóst að Zelenski, hann vill fyrst og fremst hernaðarstuðning og hann vill vopn og hann vill reynda líka hermenn. Hann vill það almennt, það ekki þar með sagt að hann vilji það sérstaklega frá Íslendingum. Það getur, ég menna, það þarf líka að kaupa hjúkrunargögn og framlag Íslands það lítið í heildarsamhenginu að það myndi engu breyta fyrir Úkraínu þótt að við myndum bara leggja til slíka aðstóð en ekki vopnakaup. Nei, það stendur ekki á fellur með vopnakaupum Íslendinga hvort að Úkraínu ná árangri í stríðinu. Varðandi búna þá virtist það vera alveg sérstakt áhugamál að útbúa úlningsstólkur á vígvöllin. Það virtist vera sérstakt áhersla lögð á það sem ég finnst að skrítin áhersla. En það bendir mjög margt í þess að Úkraína í miklu vanda að tvennum ástæðum, annars verða vopn og hins vegar mannafli og mannaflin, skortur á fólki orðið meira vandamál heldur en jáfnvel vopnaskorturinn. Þannig að miðað við okkar framlagi lítið í heildarsamhenginu þá meira en pláss, það eru örugglega minnst að kosti 10.000 Úkraínumenn sem hafa mist fætur og get ekki lifa eðlilegu lífi og starfa á vinnumarkanum. Þess vegna algjörlega pláss fyrir okkur að gera þetta en þá þurfum líka stjórnvöld að vera búin að undirbúa sig. Við erum herlaust land og við erum eina NATO-ríki sem 30 sem herlaust land og að þá sé utanríkisráðuneytið sem fer með varnarmálin búið að skilgreina, þegar að Ísland, eins og við gerum í Bosníu, þá ferði mannúðarmál og þá kemur við mannúðaraðstoð í samvinnu að beini stjórnvald í landinu, að það sé tilbúið, hvernig ætlum við að koma að þessu, hvað er það sem við getum gert, í staðin fyrir að gera það, að þá farið að leggja í alls konar sjóði og það alltaf miklu auðveldar ég veit að sjálf því ég vann í þessar aðstoð í Bosníu-Hersegóvínu, þetta var alveg svakaleg vinna. Við höfðum eitthvað öflugt fyrirtæki með okkur sem heitir Össur HF, sem öflugt fyrirtæki og hjálpaði við þetta. Og þannig að það munaði alveg það. En það var kallað samt að mikla vinnu hjá utanríkisráðuneyti og ríkiskaupum og öllum sem kom að þessu máli að framkvæma þetta. En svo finnst mér þessi aðstoð vera mikið þannig að það eru taldir fullt alls konar sjóðum sem verið að leggja peninga í. Og mér finnst að aðstoð Íslands ef við erum í NATO og við ætlum að koma með aðstoð, þá eigum við að vera skilgreina hvað við ætlum að gera, á hvaða sviðin getum við veitt aðstoð og hvað ætlum við að bjóða
ekki að fara á fulli að skrifa eitthvað ávísanir eða milli fyrir að peninga hanga og þangað. Við erum ekki, því að við eigum að, við erum herlaust land, en það þýðir ekki að við getum ekki gert neitt. En þá þurfum við að skilgreina það hvað það er og hvernig það er gert og mér finnst það ekki hafa verið gert og þá byrja menn að leggja í sjóðu og það sem mér finnst vafasamast er þessi sjóður gegn Tékkland að fara að kaupa vopn þegar við erum algjörlega berskjölduð á Norður-Atlantshafi. Það sem við höfum reynda fjallað hérna á samstöðunni að hefur verið gagnrýnt við vopnakaup, að það hefur verið að kaupa vopn á mjög háu verði og sumir þeirra virkuð ekki og Já, ég meina það sem gerist það þegar það er svona skortur á vopnum sem núna er. Þú sér það að það virðist vera yfirbyrðið Pútín því miður liggja í því að hann er með mjög mikið magn af vopnum sem kannski eru ódýr og léleg, það getur vel verið að séu það líka frá Norður-Kóreu, það verður vopnaskortur, ef þú ert vopnaframleiðandi eða átt vopn, hvernig hámarkar að hagnað, þú getur kannski ekki brugðist við með því að auka magnið, þú þarf að reisa verksmiðjur, þetta tekur tíma og þú fer ekki að reisa verksmiðjur en þú sjáu fram á, þú veist að fara að selja þessi vopn í langan tíma, sko. Og þá, náttúrulega eðlilegt, bara venjuleg hagnaðarhámörkun er bara að hækka verðið og það er það sem gerist og það er líka, þetta gerist líka þegar að því það er munurinn á Vesturlöndum og Rússlandi er það að sko Vesturlönd og sérstaklega Bandaríkin hafa sagt að nýsköpun á sér stað í einkageiranum, nánast eingöngu, hún getur átt í stað einkageiranum nánast eingöngu. Þeir framleiða fullkomið vopn í hagnaðarskyni í takmörkuðu magni og svo þeir eru í hagnaðarhámörkun og þá verður skortur og það er ekkert víst að hagnaðarhámörkun muni kalla á að fara að fjárfesta mikið í verksmiðjum. Það fer ekki endilega sama þjóðaröryggi og hámarkshagnaður vopnaframleiðenda. Þannig í Rússlandi er þetta hins vegar þannig meira að það er ríki sem að framleiði vopnin, það er fyrirtæki sem eru undir eins og ég skil þetta. Það eru bara komin inn í stríðshagkerfi, þannig sem að hagkerfi sér að skaffa vopn fyrir kalla bara warfooting. Það sem að stjórnvöld hafa miklu beinni tök og þau framleiða kannski ekki fullkomið vopn, það heldur Norður-Kórea en það sem við erum að sjá að maður er að heyra alls konar sögur af því að sé verið að nota eldvöru sem kostar $500,000 eða $1 million til að skjóta niður ykkur drast sem að kosta $20,000-30,000 og þá bara verður skortur. Já, Hilmar, mér langar til þess að aðgreina þetta, gaggrínina. Annars vegar er það að það er þarna stefnubreyting sem að ekki hefur verið kynnt, ekki verið almenn umræða í samfélaginu og ekki verið umræða inn í þinginu. Og það er svona ein leið, það er eitt atriði í þessu. Hitt er það að stefnubreytingin, hún byggir á eitthvað svona mati hvernig þróunin getur orðið í Úkraínu sem að ennþá er svo að það er verið að stefna fullnaða sigri í Úkraínu á vígvellinum og friðarleiðin sem að er inn í samningnum er svo sem er á forsendum Úkraínu sem að eftir ráðstöfunina í Sviss má eiginlega ætla sem svo að muni aldrei verða leið til friðar. Þá er ég vel gott að draga saman gaggrínina á raunverulega svona forsendur samningsins. Árangurinn sem hann ætti að skila. Samningurinn sem að Bjarni gerir. Með því að við séum að auka framlög, senda meiri vopn á vígvöllin, klæða ungar stúlkur til þess að það geti tekið þátt á fremstu víglínu. Mun það skila auknu öryggi fyrir Úkraínu og Evrópu og Ísland? Sko, ég held að því lengra sem stríði verður, því verra verður það fyrir Úkraínu. Tíminn er að vinna eins og þetta staðin núna, eins og ég sé hana, þá er staðar Úkraínu og vígvöllunum alltaf að versna. Þeir eru bara miklu fámennari þó þeir hafi barist, eins og ég meina þeir hafa barist fyrir sitt land og það er mjög virðingavert. Þeir eru ofámennir, þeir hafi ekki nægilegt magn af vopnum og þessi friðartillaga sem Pútín kom með, hún er ekkert aðgengileg fyrir Úkraínu. Úkraína er ekki eins og til að hlusta á hana en það sem ég vil nokkuð vita er friðartillaga, friðarleið fundur Zelenski er það leið til friðar? Nei, að sjálfsögðu ekki. Það er engin, það er alveg rétt að ég held að Bandaríkjamenn og NATO blésu þetta af strax. Þetta er bara ekki að gerast verandi það sem Pútín lagði til. En náttúrulega það eru örugglega einhverjir hlutar í samningnum sem stilingum Pútín sem hafa komið sem hann vill ekki semja, hann vill örugglega ekki láta Krímskagan að hendi, hann vill ekki láta hann og hann vill ekki Úkraína fara inn í NATO en varðandi þessar fjögur oblasts hugsanlega væri þetta semja eitthvað það
En þetta Zelenski ekki til að tala það og við erum með í samningnum, í varnarsamningnum, að þá skuldbundum við okkur til þess að fara eftir friðar leið Zelenski eða Úkraínumanna sjálfra á þeirra eigin forsendum og það var línan sem var lögð í Sviss og ég að spyrja þig, mun það sem að Zelenski var að gera í Sviss leiða til friðar í Úkraínu? Nei, sjálfsögðu ekki. Það sem ég held hann hafi verið að gera, hann bauð, það er eitthvað 200 lönd í heiminum, hann bauð 160 á svæðið og þá, ég velti fyrir mér, hvernig ósköpunum á að vera hægt að semja frið þegar þú ert ekki með nema, þegar þú ert ekki með þann aðila sem annan aðilan sem í þessu stríði, sem Rússland, með. Það er eitthvað sem maður skilur ekki. Það er ekki hægt að semja við hana þegar hann Hitler. Já, það er búið að segja að þetta eru djöflar og við seljum ekki við anskotan og þess vegna bara, það kemur ekki til greina og en þarna hefur grein, held ég hafa átt að gera að verið hugmyndin að að ná, ég kannski hér upp 160 löndum sem myndi skrifa undir eitthvað svona communiqué eða fundagerð sem væri svona bara svipað og friðartölu Zelenski og þá myndi myndast breið samstaða, bara alþjóðleg samstaða það, Rússland verður átt að segja því að eiginlega allur heimurinn er á móti Rússlandi. Rússland verður útlægi í heiminum. Og það verður að beygja sig. Hvað gerist? Það sem gerist það að það mæta 92 lönd eða 90 lönd og sum þeirra neita skrifundu fundagerðina sem þó búið að vatna mikið út. Og bara þinna hana mikið út með það sem maður hefur lögð upp með. Tjörfi benti á það í vikunni að það væru 3 punktar af 10 punktum sem Zelenski hefði uppalega lagt með sem væru inn í endanlegu niðurstöðinni. Já, það er kjarnorkuvopn, það er kjarnorkuvá að nota ekki mat sem vopnaveð ekki matvæla, hafa matvæla vopnaveða það og síðan var þetta fangaskipti. Þetta er ekkit voðalega sterk kommunikí og svo er eitthvað að tala um national integrity landamærin án þess að segja við hvaða landamæri þið voru að miða. Þannig þetta er ekki svo merkilegt kommunikí en það sem gerist er það að Kínverjar þeir mæti ekki þarna. Það er náttúrulega mjög þungt áfall en þess að Kínverjar eru bara það mikil eða þú ætlar að láta eitthvað svona ganga þú verður að hafa Kínverja með. Indland mætir en þeir skrifa ekki undir. Löndin svo Tæland og Sameinuðu arabísku furstadæmin og Sádi-Arabía sem eru komin í BRICS þau vilja ekki skrifa undir það eru lykilönd sem skrifa ekki undir og þú endar með að minna en helminguna sem 160 löndum skrifar undir og eina sem þetta staðfestir er það að við erum klofin í multipólar heim þú ert með fylgjendur Evrópusambandsins og NATO og Bandaríkjanna sem ættu á þennan fund og hörðustu fylgjendurnir skrifa undir þetta en hinir sitja heima og ég meina Putin var nýlega í Vietnam þeir mætti ekki einu sinni þarna. Nei. Ef við horfum á þetta út frá íslenskum stjórnvöldum þá er það þannig að þau eru með stefnubreytingu sem að við vitum að særir bara marga Íslendinga vegna þess að þetta er á skjön við það sem að Íslendingar upplifðu að vera hlutverk sitt og við erum búin að benda á það að hafa gert án umræðu. Stefnubreytingin er gerð og það er annars vegar er það að við einskorum okkur við það að leita friðarleiðin sé sú sem að Zelenski velur og ég spyr þig leiði það til friðar? Að sjálfsögðu ekki, segir þú. Þannig þetta er bara lókuleið. Zelenski er líka svolítið fangi heima hjá sér. Hann getur ekki, ef hann fyrir að láta af hendi 20% af landinu, þá hann gefur bara 20%. Það er dauðadómur pólitískt. Og svo er hann með öfgamenn við hliðina á sér sem að býð eftir það. Ég meina, hann er í erfiðri stöðu. Þannig það er þessi friðarleið hans, hún er ófær og þá setur eftir að við erum að leggja til vopn til þess að færa Úkraínumönnum í þessu stríði og þá hlýtur eiginlega leið íslenska stjórnvöld að vera svo að leiðin til þess að stöðva ástandi í Úkraínu er fullnaða sigur Úkraínumanna á vígvellinu. Það er stefnan. Hafa ekki vestrænir stjórnmálamenn hafa sagt þetta? Og íslensk stjórnvöld segja við okkur mesta öryggisvá Íslands er Úkraína og þá er það spurningin leiðin sem að þau eru að velja sem er að senda vopn á vígvöllin mun það leiða til þess að vandinn í Úkraínu leysist? Mun Úkraína vinna fullnaða sigur á vígvöllin? Nei, það sem mun gerast... Það er að segja líka þá að sjálfsögðu ekki. Ég segi það að
Ég náttúrulega sko veit ekki í algjörnum smáatriðum hvað að gerast á vígvöllunum. Þið fórum nú í þessum þætti sem varst að vísi í með kortum nákvæmlega í þetta. Að það séu líkur á því að staða Úkraínu muni versna, hún muni bara tapa meira landinu, það verður meira mannfall og þetta getur hættan er svo að þetta verði samið þetta á forsendum Rússlands eingöngu og það verður ekkert annað hægt. Ef þetta fer fram við kosningar í Bandaríkjunum 5. nóvember, þá er þetta ekki lengur eins mikið mál fyrir Bandaríkin og þá og Donald Trump hefur sagt að hann muni bara blása þetta af og hann hefur sagt að Zelenský sé mestu sölumær í heimi, hann komið til Bandaríkjanna og farið með 60 milljarðar með sér dollara til Úkraínu og þegar hann kemur þangað þá vill hann aðra 60 milljarðar, hann tala þannig, en sko þetta náttúrulega engin, ég held að staða Úkraínu muni versna, en það bara Vesturlönd eru komið svo djúpt í þetta mál, meiri vopn og svo líka þetta tala að senda hermenn sem komið í gang, að það verður ekkit við snúi, það ekki neinn auðveld og svo líka þetta það búið að Rússar eru svo vondir að þú bara getur ekki tala við þá. Þannig að sko, og þetta verður stigmögnun, spurningi hvað það endar, ef að sum lönd fá það í gegn sem við vilja að verið sendir hermenn frá NATO inn í Úkraínu, þá erum við bara komin með heimstyrjöld og það virðist vera að sumir séu tilbúnir að fara þangað. En á það við íslensk stjórnvöld sem segja við ætlum að stefna þessar leiti friðar sem að auðvitað mun ekki virka og við ætlum að senda vopn á vígvöllin sem að auðvitað mun ekki skila til allri niðurstöðu. Til hvers eru það að þessu? Eru við að fórna einhverju fyrir hvað? Er þetta því að til þess að fá að vera í klubbi með Bandaríkjunum og Bandaríkjamenn vilja að við höfum okkur svona? Íslensk stjórnvöld. Eða eru þau ekki með neina sjálfstæða greiningu og öryggishagsmunum Íslands? Íslensk stjórnvöld þau vísa svona í það að þau vilji, þessi stuðningur sem þau eru að veita í samráði við Norðurlöndin. Þau eru að tala við Norðurlöndin, kollega sína, og þau eru að fara þessa leið. Gerum við svo hinir? Bjarni Benediktsson, utanríkisráðherra, hann aðgreindi okkur sem sér case innan NATO og mér finnst íslensk stjórnvöld hefðu mátt hugsa það fyrst. Ok. Og Bjarni Benediktsson yngri, hann hefur verið að stroka yfir það. Það búið að skrifa undir þarna, hann flytur ræðu, þetta ekki bjáni, Bjarni Benediktsson, hann var lögfræðiprófessor, hann hefði verið borgarstjóri, hann var reyndar ekki nema 40 þegar hann gerði þetta, búin að vera utanríkisráðherra mjög skamman tíma. Var prófessor held ég 27 ára gamall eða eitthvað? Já, þetta var mjög klár maður. Og hann talaði bara mjög hógvært og hann gerði þennan fyrirvara. Og við gengum í NATO á þeim grundvelli og já, en það mér finnst þess að sé að verða eyða því, strika yfir það og við séum bara eins og hinn Norðurlöndin sem öll eru með her. Sem óhjákvæmilega mun leiða til þess að krafan okkur að við eyðum 90 milljörðum í hernað og varnarmál og í náinni framtíð allt upp í 180 milljarða. Og þó að við myndum gera það, þá getum við valla verið með flugher. Við getum verið með sjóher eitthvað og eitthvað landher en við getum valla verið, þó við verðum með það valla verið með flugher, þannig við verðum alltaf háð aðstoð. En við getum ekki varað okkur eins og Bjarni Benediktsson eldri vissi. Þess vegna eigum við ekki að skjóta vopnum á aðra þjóðir að því að við getum ekki varað okkur að því við erum of fá í of stóru landi. Það óraunhæft að við getum haldið það blasir algjörlega við og okkar landhelgi allir vita þetta alltaf og það blasir algjörlega við en þarna þess greinilega sko Bjarni fer á forsætisráðherrafund Norðurlandana og það ákveðin þeir eru að fara ákveðna leið og ég mig grunar að íslensk stjórnvöld séu í gríðarlega mikilli pressu að þau verði að sýna einhvern lit og ég var sagt að við þig áður ef þú útýsir þínum öryggismálum eða út land og þú útýsir þínum öryggismálum þá ertu líka búin að útýsa þínum utanríkismálum líka og Evrópa þeir í stöðuleika Bandaríkjunum að Evrópa getur ekki sagt nei við neinu sem kemur frá Washington ef Washington tekur öryggisreglífina frá Evrópu þá bara slæm staða í Evrópu og það tekur tíma að byggja upp þessa heri, ég meina lönd eins og Þýskaland og þessi lönd, Bretland og önnur lönd, það tekur þau mörg ára að komast í gang með að byggja upp vesmiðir, framleiða nóg mikið af vopnum, þjálfa hermenn, koma hernum í almennilegt form og þess vegna eru þau óttaslegin að Bandaríkin mun bara taka öryggisreglífuna í burtu og það getur bara gerst í janúar á næsta ári að það verið grundvallar setmynding, ég veit ekki hvernig það verður, ef að Donald Trump verður forseti, hann talar allavega þannig. Og við þessar aðstæður þarf náttúrulega smáríki eins og Ísland að fara alveg sérstaklega varlega. En við erum ekki að gera það. Sko, málið það. Og þá ég bara að tala varlega sem að væri... Íslenski ráðamenn. Það væri varlega, fara varlega, þá væri við að tala þessi mál eins og það væri mikilvæg í samfélaginu.
Við værum að endurmeta öryggishagsmuni okkar, við værum að skoða þetta, við værum að opna umræðu í þinginu, það væri að fara varlega, eða ekki? Sko, við íslenski ráðamenn tala svolítið eins og þessu Bandaríkin. Sko, Bandaríkin í þeirri sérstöðu að þeir eru bara með landamæri við 2 lönd, bæði mjög veik, Kanada og Mexíkó. Bæði mjög veik, það er ekki allar landamæri við Kanada. Það er engin ógn á Kanada. Einu ógnin á Mexíkó er það að fólk vil koma inn úr Bandaríkjunum til að byrja nýtt líf. Og þar eru ykkur víkistustu landamæri sem til í heiminum. Og þeir eru algjörlega öryggir. Síðan ertu með löndin svo Eystrasaltsríkin sem eru í alveg gríðarlega mikilli hættu með stóran hluta af sínum fólksfjölda sem eru Rússar og eru með landamæri við Rússland og svo Pólland og upplifa sig mjög berskjölduð. Og þau sjá NATO sem tæki til þess að berja á Rússlandi, því þau sjá Rússland sem bara ógn við sig, ógn við sitt sjálfstæði og sína tilvist og sína tilveru og sjá NATO sem tæki til að takast á við Rússland. Þau sjá það þannig. Allt sem að veiki Rússland er gott fyrir okkur. Já, þau bara hafa alveg hrikalega erfiða sögu. Ég hef skoðað pyntingabúðunar sem voru notaðar gegn þessu fólki. Ég hef skoðað þessi lönd, ég vant fyrir Alþjóðabókardaginn í 4 ár og ég hef skoðað þetta allt. Þetta er alveg hræðileg saga. En þau eru alltaf að hagsmuni. Svo erum við í miðju Norður-Atlantshafi og við eigum eiginlega enga óvini, allavega fyrir kannski við erum búin að búa til óvini í Rússlandi núna með því að loka sendir á hann og gera alls konar kúnstir. Algjörlega berskjölduð, algjörlega háð Bandaríkjunum, en við erum samt ekki með neins landamæri og við höfum aldrei verið í neinum deilum hvorki við Sovétríkin né Rússland. Þvert á móti í kreppinu 2008 þá talaði Rússland okkar máli hjá Alþjóðagjaldeyrissjóðnum, mér sagt, og sama gerði Kína á meðan Norðurlöndin voru ekki að styðja okkur neitt sérstaklega fyrir en við vorum búin að undirgangast skilyrði Alþjóðagjaldeyrissjóðsins sem reyndist og við gátum náðum góðu samstarfi við og Kínverjar stöddu okkur líka. Þannig að ég er að segja það sko að við, þú ert að tala bandalag með mjög mismunandi hagsmunahópa og mér finnst svolítið sko að íslenski ráðamenn hafi talað eins og þeir séu svona í Bandaríkjahópnum, að þeir geti talað hátt og sagt mikið að þeir hafi eitthvað bakland. En málið er bara það, við getum talað hátt og sagt alls konar hluti ef við höfum ekkert bakland nema einhver annar hjálp okkur. Og við þessar aðstæður þá borgar sig ekki að hafa mjög hátt. Og smáríki sem er vopnlaust, það hefur hagsmuni af því, það er best fyrir slíkt land að vera í heimi það sem er friður. Ekki heimi átaka. Þú getur ekki valið það er ekki friður í heiminum. Nei, en við eigum þá í NATO og annar staðar að tala fyrir friði. Og til þess að núna var verið að velja nýja framkvæmdastjóra NATO og þá ég held að forsætisráðherra á Eistlands hafi vilja verða framkvæmdastjóri. Og það gengur ekki upp vegna þess að þeir eru bara herskáir vegna þeirra sögu sinnar. Ég er ekkert að ásaka þá. Ef ég hefði farið í gegnum það sem þeir eru búin að fara í gegnum, þá myndi ég kannski hugsa alveg eins og þeir. Ég maður verið að setja sig inn í þeir eru í allt annað stöðu heldur en við höfum aldrei verið í hörðum deilu við Kínverja eða Rússa eða Bandaríki. Við höfum, sko, utanríkisstefna Íslands hefur verið þannig, stefnan hefur verið svo, við höfum ekki verið í hörðum deilum við stórveldi nema þegar okkar lífshagsmunir eru í veði og það gerðist í þorskastríðinu og það gerðist í ISAF. En öðru leyti höfum við alltaf lagt áherslu á að ögra ekki stórveldum. Ég held að vopnakaup sé bara þannig, bara lítu bara þannig á það, ef að þú átt óvin og ég er alltaf að bjóða þessum óvin vopn, þú getur gengið frá Gunnar Smára með þessu. Þú myndir ekki líta á það sem vinsamlega aðgerð. Rússar gera það ekki. Þeir líta ekki á það sem vinsamlega, þeir líta á það sem árás á sig. Og við erum að glíma við öfl sem eru miklu stærri og hættulegri heldur við gerum okkur grein fyrir. En líklega er mat íslenskra stjórnvalda, Þórdísar Kolbrúnar og Bjarnar Benediktssonar, það að ógnin sem að stafar að öryggishagsmunum Íslands út af innrás Rússa í Úkraínu er svo gríðarleg að við breytum stefninu sem við höfum hingað til haft að ekki senda vopn á vígvöllin. Og við breytum þeirri mati sem Bjarni Benediktsson eldri var með stöðu okkar í NATO og segjum nú er sá tími liðinn að við séum hér einhver svona auka meðlimur hér eða með minni skyldur en aðrir. Nú er ógnin svo gríðarleg í Úkraínu, á slettum Úkraínu, að við verðum að fella skilning Bjarni Benediktsson eldri
og verða eins og öll önnur NATO-ríki og leggja okkar að mörkum til jafns við þau, því annars væru við að grafa undan öryggishagsmunum Íslands. Þetta má bara lesa úr því sem þau eru að segja. Og hvað segirðu við þessu? Ég skil alveg, sko, þetta sumu leiti, sko, málið það ég auðvitað veit ég ekki hvað er að gerast í höfðinu á Pútín eða Lavrov eða þessum aðilum í Rússlandi, nákvæmlega hvað þeir eru að hugsa. En náttúrulega, sko, Rússland hefur orðið fyrir verulegu tjóni í þessu stríði. Þó þeir hafi yfirhandina að þeir virðist núna, þá hafa orðið verulegu tjóni og ég á erfitt með að ímynda mér að þeir eru búin að vera 2,5 ár hér ná 20% á Úkraínu og getur úkraínski einu hrunið, hvernig sem hann geti gert það núna, því hann er bara að þeir muni fara að taka alla Evrópu. Minna vegna þess að stærsti hlutin af þessu var umverulega undir valdi aðskilnaða sinna áður en að stríðið byrjaði. Sko. Og þessi ofsarhæðsla, hún kannski þjónar líka þá því hlutverki að sameina Evrópu í þessu vopnakaupum og öllum þessum látum, sko, að rússnesk herinn verður bara komin inn á okkur á morgun og taki alla Evrópu og náður eitthvað, mér finnst það hálf hlægilegt, sko, mér finnst það óraunsætt. Evrópa er ekki að samina, sko, Evrópa er að splundrast pólitískt. Já, en ef þú ætlar að samina, þá er einlega að hræða fólk mikið og það er annað sem er að gera, þannig að ríkisfjármál Bandaríkjanna eru komin í erfiða stöðu, þeir hafa verið með halla svo lengi og þeir eru komnir úr með aldamót 50% af verkefni landsframleiðslu opinberra skuldir í eitthvað yfir 120%. Og Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn er að gefa út viðvaranir stöðu við ríkissjóðs Bandaríkjanna í sjálfbært, sama gerir Seðlabankinn sem venjulega einbeitir sér að peningamálum en ekki að ríkisfjármálum og þannig að, sko, ef þú ert með hergagnaðina og þú ert náttúrulega með rík lönd, Norðurlöndin til dæmis eru nokkuð rík lönd, Danmörk og Noregur, náttúrulega feiknarlega ríkt land og svo Finnland, Svíþjóð framleiðir sín eigin vopn og svona mörg önnur lönd eins og Þýskaland sem er að byggja upp sín herra frá grunni núna, að það náttúrulega er það ein leið til þess að koma þessari vöru á framfæri. Það er hluti af þessu. Að Evrópumenn taki þátt í að fjármagna hergagna framleiðsluna í Bandaríkjunum. Já, ég meina, sko, það er ekki bara gert út á ríkissjóðshalla. En samt á hinna hliðina er það að það er ekki, sko, Vesturlönd get ekki kynnt í Úkraínu að tapa í stríðinu. Það er búið að leggja svo mikið undir og það er búið að loka öllum samningaleiðum. Þannig að er ekkert annað hægt fyrir þau. Ég er ekki að segja þessu gott, en fyrir þau, eins og staðan er orðin, framleiða meiri vopn, reyna að senda alla sem hægt er að fá á vígvöllin, Pólland og Litáen til þess að hafa sagt að þau muni aðstoða Úkraínu yfirvöld að taka Úkraínumenn sem eru þar í landinu og senda á til Úkraínu til að fara á vígvöllin, eða að senda úlingstúlkur á vígvöllin og útbúa eitthvað búna handa þeim. Þetta er orðið svakalega svona desperat staða og verðmætastað sem Úkraína á er þetta unga fólk sem er verið að slátra. En ég meina, samt sem það er engin samningsflötur. Þú sér það eru deilur út af landi, það eru deilur út af stöðunni, NATO, ekki NATO, ESB, ekki ESB, tjónið. Ef að Pútín segir á morgun, ok, ég skal bara fara með herinn, ég skal bara, eins og hann sagði hann norski, Stoltenberg, farangastjóri NATO, að það er Rússland sem á að fara bara að landa, menn burt með þetta bara. Ef Rússland eru á að fríða, þá getur bara að tekja herinn sér burtu. Sko, hvernig á Pútín að réttlæta það að hafa fórnað kannski nokkur 100.000 manns og svo bara bakkar hann og það gengur ekki upp. Það gengur ekki heldur fyrir Zelenski að segja ég ætla bara að láta 20% af landinu tilbaka til Rússlands. Nei, það er ekki hægt að leysa það. Nei, þannig að þetta og þá er þetta svona sjálffelda. Lausnin er ekki sjáanleg eins og staðan er í dag. Nei, og svo náttúrulega semur ekki við eitthvað sem þau eru búin að segja að Pútín, hann er Hitler og það er búin að segja að þau því ekki að semja við Hitler. Samt er að sagt öðru hverju ok og það er sagt, hvert er markmiðið með þessu stríði? Og þá er sagt markmiðið það að Úkraína verði í einn sterkri samningsstöðu eins og hægt er þegar stríðinu lýkur. Það er ekki sagt að markmiðið sé að vinna stríðið og hrekja Rússlands algjörlega að landamennum eins og þau voru 91. Það er ekki markmiðið. Og svo er Zelenski líka að segja það og hann er að kvarta við því að Vesturlönd vilji að Úkraína tapi vinni en að Rússland tapi ekki. Og hvers vegna það? Það er vegna þess að Vesturlönd
eru undir niður í hræddum það að þetta verði algjörlega stjórnlaust. Það búið að vera hóta kjarnorkuvopnum. Ef það væri þannig að markmiðið væri það að sigra Rússland, að þá myndi það enda í einhverju stigmögnun og kjarnorkustyrjöld og fleira sem ekki áhættanlegt og þá markmið Vesturlanda svo að Úkraína vinni en Rússar tapi allavega ekki það illa að þau grípi til örþrifaráða. Ef að Rússland upplifir það að þeir séu hreinlega að tapa þessu stríði og að tilvist ríkisins sé hættu að það sé komin svo mikið pólitísk ókyrrð að landi geti klofnað í einhverjar margar einingar þá náttúrulega, ég veit bara það með svona ungverjar sem eru hérna alveg onni í þessu, þeir óttast þetta. Þeir hafa með fullri virðingu fyrir íslensku stjórnvöldum þá held ég að þeir viti meira hætturnar í þessum heimsluta heldur en við. Rússland sem svona fallen state getur orðið hryllingur áratugum saman. Já, við vitum það alveg að í stríðinu Japan að þá Japanin neituðu algjörlega að gefast upp og það var ekki hægt að vinna stríðið gegn þeim og þá voru sprengdar 2 kjarnorkusprengjur. Þetta ákvörðun sem Truman tók. Herðu, en við skulum þá aðeins reyna átt okkur á því að það ekki friður í augsýn og enga friðarviðræður. Það bara aukin harka og báða bóa. Vesturlönd munu styðja hernað Úkraínu, líklega með einhverju auknu afli. Tjörfi, getur þú dregið upp svona mynd, hver myndin á vígvellinum í dag? Hvað eru líkur á því að aukin aðstóð Vesturveldana umfram það sem hefur verið hingað til breyti stöðunni á vígvellinu? Nei, það mun ekki breyta stöðunni og staðan fyrir Úkraínu heldur áfram að versna af því að eins og við fjallaðum hér áður, versta vandamáli þeirra skortur á mannafla sem að þeir hafa í rauninni klárað og eru desperate að fá meiri mannafla eins og allar þessar fréttir sanna og sína. Þeir eru farnir að kveðja konur í herinn og vilja fá Úkraínumenn sem hafa flutta landi brott aftur og eins og við grindum frá hérna daginn sem ég finnst vera einn merkilegasta fréttin í stríðinu frá upphafi var þegar að Budanov sem næst æðsti hersöðingin Úkraínu viðurkenndi það í viðtali við New York Times að þeir hafi klárað sín svokölluðu reserves sem að þýðir að allar herdeildirnar eru uppteknar á víglínunni og þegar Rússar sækja fram á nýjum stað þá hafa þeir engar auka herdeildir til þess að stoppa í göttinu og þeir þurfa að draga þær tilbaka sem eru annar staðar kannski og þess vegna sjáum við að Rússar eru að sækja fram á mörgum stöðum á víglínunni í Donbass og þeir fóru þarna nýlega inn í Kherson og þeir að sækja fram á mörgum stöðum. Mjög stutt, það var fyrst sagt frá eins og verið að stefna að borginni og ætla að ná henni en svo hafa þeir bara rétt komist yfir landamærin. Þetta er Úkraína svo stórt að þegar maður sér þetta á korti að þá eru svona lítill bútur getur við alltaf verið stórt svæði. Já, Putin sagði að hann ætlaði ekki að taka Kharkiv. Hann ætlaði að búa til öryggisvæði, það veri erfiðar að skjóta inn í Rússland. En við okkur í svona meginströmsfjölmönnum fyrir vestan var sagt að markmiðið væri að ná borginni. Já, hann sagði að hann ekki gera það. Þetta er þetta sigurnarratív. Það er alltaf sagt að Rússar séu að sækja fram af öllu afli og þeim séu að mistakast, skilur. Og þá þeir talin trúum, já, sjáðu hvað Úkraínumönnum gengur vel og sjáðu hvað Rússum gengur illa. En þetta er bara falskt narratív. Það sem þeir gera með þessari sókn í Kharkov, það er bæði að búa til öryggisvæði, en það er líka örugglega hugmynd, skilur, að í svokölluðu war of attrition eins og var gert á vesturvígstöðunum fyrir heimsstyrjöldinni. Það er að setja pressu á andstæðinginn og blæða hann út. Að blæða út hans mannafla og þetta er þá vísvitandi gert til að hafa víglínuna sem lengsta. Af því þeir vita að þeir eru með að klára þeirra reserves. Þeir eru með alla herdeildirnar uppteknar á víglínunni og þá setur pressu og neyðir þá til þess að draga heldinni tilbaka annar staðar og þú heldur áfram að setja pressu á mörgum stöðum á vílinni. Þetta er bara strategían í svona skotgrafahernaði og svona war of attrition. Þetta er auðvitað allt öðru sem við sáum í seinni heimsstyrjöldinni með blitzkrieg og stórar, það er kallað big arrow sóknir. Þetta er ekki þannig stríð. Þetta er eins og vesturvígstöðvarnir fyrir heimsstyrjöldinni. Þá er strategían svona. Og öryggissvæðið er til þess að hrekja Úkraínumenn segjum bara 40 kilometra frá landamærunum þannig að stórskotalið þeirra ná ekki að sprengja inn í Rússland. Inn í Belgorod hér, eins og þeir hafa verið að gera. Það er ekki olíuhreinsunarstöðvar og annað sem þeir hafa verið að skjóta á. Þannig og líka það að reyna að draga með því að gera þessa innrás í norðaustur hlutan, að draga herinn frá austur hlutanum, eins og Tjörfi var að segja. Það draga herinn þarna rugla Úkraínumenn, þannig að þegar það verði herða sóknin á austur hluta Úkraínu.
Og það lítur allt út fyrir að það sé að ganga að því að við sjáum sko að þeir drógu fullt af herdeildum tilbaka, sendu fullt af herdeildum hérna til Kharkov-héraðs og núna er barist hérna bæinn Volchansk þar sko og Rússar að sækja fram í Donbass, þeir að sækja fram hjá Chasiv Yar og þarna það heitir Orechettin hjá Avdivka og þar eru þeir núna að sækja fram og það að myndast svona eins og kallast því hernaðarfræðin salient, hvernig segir maður það á íslensku, það að mynda svona skiluru þrýrningur eða ör þar sem að þeir eru að sækja fram inn á landsvæði Úkraínu. Tangarsókn eða eitthvað. Já, þú veist, þeir eru að sækja og það berast núna sko, stöðuga fréttir á hverjum degi að þeir að ná fleiri og fleiri þorpum sko. Þannig að þetta gengur þetta mjög hægt en það er að því að þetta, eins og ég útskýrið, þetta er svona skotgrafahernaður, þetta er ekki svona stórsóknir með sko fullt af skriðdreka herdeildum, þetta er bara svona hægt og rólega svona skotgrafahernaður frá einni skotgröf og næsta bæ yfir í annan, skilur. En ef að staðan er svo að allar herdeildir hérna Úkraínu eru á vígvellinum og Rússar eru að reyna að teygja á víglínunni sem að leiði til þess að verður þynnra smurt vörnin, að þá endanum verður að þannig að vörnin bara brestur. Já, það er náttúrulega sko hugmyndin með þessu og þetta gerðist í fyrri heimsstyrjöldinni að þegar Þýskaland tapaði sko. Á endanum bara brast og það gerðist mjög snögglega og það var bara stríðinu lauk bara mjög snögglega í nóvember 1918 sko. Þetta er sögulega fordæmi sem við höfum. Og þetta þú veist, við vitum náttúrulega ekki hvað Rússar eru að hugsa, en við getum alveg séð að þetta er mögulega strategíin þeirra, sko. Það sem þeir segja sjálfur er þetta með öryggis svæði sem við ætlum að búa til hjá Belgorod og það eru örugglega hluti af þessu líka, sko. En ég meina, en þeir hafa samt margótt talað sko að eins og Orostan Bakhmut og núna Orostan Volchansk að þeir vilja búa til svokallega meat grinders, að þeir sækja inn á landsvæði Úkraínumanna og svo byrja þeir bara að sko byggja upp varnir sjálfir og þeir bjóða bara Úkraínumunum að fara í sína gagnsóknir til þess að sko skapa svokallan meatgrændir eða hakkvél og blæða það út. Rússar hafa sagt að þetta sé strategíin. Vegna þess að sá sem að sækir hann verður fyrir meira mannfallið en sá sem að verst. Já, og það er náttúrulega auðveldara fyrir þá sko eins og segja að valda mannfalli í Úkraínumunum ef að þeir bara sækja inn, fara bara rétt yfir landamærin eins og í Kharkov segjum og svo fara þeir bara að byggja víglínur og svo koma Úkraínumenn bara og þú veist og fara bara að senda herdeildina sínar í gagnsókn til þess að ná landsvæðinu tilbaka og þetta var líka gert í fyrir heimsstyrjöldinni. Þá sótti sko Þýskaland inn í Frakkland og þeir byggðu þessar miklu skotgrafir og þetta var til dæmis Orustanum Verdun sem var einn mannstæðasta orusta allra tíma að þá voru Frakkar í stöðugur í gagnsókn og mönnum var bara slátrað skilurðu. Þetta er svona meat grinder operation, skilur. Þetta gerðist til dæmis þarna fyrir heimsstyrjöldinni og þetta er það sem að Rússar segjast vera að gera í Úkraínu, sko. Svo er það á hina hliðina að það eru á Vesturlöndum aðilar, þar á meðal til dæmis þjóðaröryggisráðgjafi Bandaríkjanna, Jack Sullivan, sem er að gera sig vondur það á næsta ári muni Úkraína hefja gagnsókn. Það var nú ekki dafinn í fyrra gagnsókninni. Nei, ég veit ekki alveg sko, hvað upplýsingar þeir eru með, en þeir tala þannig og hann náttúrulega er að fara í kosningabaráttu sko. Og hún er í 15. nóvember og þeir segja ok, þetta er erfitt núna, Úkraínumenn, Rússarnir eru með yfirhöndina, Pútín, hann vill greinilega ekkert semja, hann er að leggjast í ferðalög og afla sér bandamanna. En það eru samt þetta á Vesturlöndum er ennþá að tala það að það verði einhvers konar gagnsókn eða ekki muni eitthvað gerast á næsta ári. Ég hef ekki trú á því en þeir náttúrulega hafa mjög miklar upplýsingar. Það eru menn á Vesturlöndum meðal annars Macron, forseti Frakklands og fólk í Eystrasaltslöndunum sem að segja sem svo að NATO og ekki að eiga á hættu við að varnirnar hrynji og að Rússland vaði inn í Úkraínu að þá verði NATO að senda Úkraínumennum það sem helst vantar og það er mannafli. Já, þá ertu komið stórveldastríð. Já. En það er ástæðan fyrir því að menn er að nefna þetta í Evrópu er að menn eru að horfa á svipaða sviðsmynd og Tjörfi var að lýsa þetta. Já, hvað gerum við þá? Við megum ekki missa Úkraínu. Það er ekkert búið að hugsa það því það var þessi menn eru verið að segja þetta. Þeir voru mikla trú á því. Þetta verið allt verið rekið á þeim forsendum að Bandaríkin og Vesturlönd hefðu vopnað yfirburði og Úkraínumenn myndu vinna stríðið. Það er ekki stríðsmarkmið og maður veit ekki til þess að sé nein strategi hvernig að bregðast við eins og Tjörfi var að segja ef allt í einu bara hrynur líflínan sem getur gerst bara í sumar þess vegna sko. Hvað gera menn þá? Það er ástæðan fyrir því að menn sjá hættun á því. Þess vegna eru menn að segja að við verðum bara að kyngja því að lausnin er svo að við sendum herafla á vígvöllinu.
Þannig skilji það sem er Já, ég meina, ég veit ekki hvort að, málið það, en náttúrulega Úkraína er mjög skipt, austurhlutin er svona rússneskur, fólki á rússnesku bergi brotið og vesturhlutin er úkraínskur og þeir sem að ég er að tala við og hefur verið hlusta á, þeir telja ólíklegt og mér finnst það sjálfum að rússar reyna að taka vesturhlutin það sem er mikið á Úkraínum, það verður mjög erfitt að eiga við það. Það sem ég er að velta upp. Og svo spurningin, hvar eru auðlindirnar? Staðsettar sem Putin, hann náttúrulega veit nokkurn veginn sennilega hvað auðlindirnar Úkraína eru á, vegna þetta var hluta Sovétríkjunum, þetta var sísla í Sovétríkjunum, eða hluta Sovétríkjunum. Hann veit hvað það eru og það er þessi svæði sem hann er að biðja um. En ef við horfum á, það eru menn inn í NATO sem að líta svo á öryggishagsmunir þeirra ríkja og NATO sem heild, séu það að það megi ekki tapast, Úkraína megi ekki tapast. Að hvernig svo sem Úkraína var áður, að eins og mála var þróast undir 2 ár, að þá það algjört öryggis, bara grundvallaratriði í öryggismálum Evrópu, að Úkraína tapist ekki. Og þess vegna, öfugt við það sem ég heldur fyrir árið síðan eða 2 árið síðan, að þá var bara komið að þeirri stund að við þurfum að senda herafla til Úkraínu. Þú meina hún tapist öll? Ég meina, ertu að tala um hluta eða tapist öll? Já, ég meina það er alltaf ljóst að ég er ekki að tala um það sem skynsamlegt. Hluti er þegar búið að tapa hluta af Úkraínu. Og það er þitt mat, en kannski er mat hinn að segja að það sé möguleiki á því að ná því aftur. Já, Jack Sullivan segir það. Hvernig gekk gagnsókninni fyrra? Það er enga vísbendingar að þeir geti gert það, að þeir sáu, það var undirbúið þarna mánuðum saman og þeir sendu öll bestu háþróustu vestrænu vopnin og þessar herdeildir sem voru sér útbúnar fyrir gagnsóknina í fyrrasumar voru þjálfaðar á Vesturlöndum á NATO og fengu nýjustu og flottustu skriðdrykana þýska Leopard skriðdryka og svo hefur líka verið nota ameríska Abrams skriðdryka og þessi öll þessi brynjuvörðu faratæki frá Bandaríkjunum og hvað gerðist? Rússar náttúrulega voru búin að undirbúa sig og þeir eru búin að byggja þessar þvílíku varnarlínur. Þetta eru mestu varnarmannvirki sem við höfum séð örugglega síðan fyrir heimsstyrjöldinni sem þeir hafa byggt þarna í þessum 4 héruðum sem þeir hafa innlimað til þess að vernda Krímskagan sérstaklega, þetta er landbrúin að Krímskaganum og ekki nóg með það að þeir hafi sótt fram í þessar víglínur og jarðsprengjusvæði og fengu ekkert ágengt þá er Úkraína heldur ekki með neitt flugher sem heitið getur. Þess vegna er alltaf að tala um að senda þeim þessar F-16 herþotur, það eru bara eitthvað örfáar, það er ekki nóg. Þeir vantar heilan flugher og þeir sóttu fram án þess að vera með air cover. Þetta er náttúrulega bara sjálfsmorðstefna. Og maður spyr sig hvers vegna þeir voru fengnir út í þetta að sækja fram án þess að vera með air cover flugher. Og vissulega Vesturlönd, Bandaríkin og Evrópa, það sem þau eru með mjög stóra og öfluga flugherri En þau náttúrulega eru ekki beinir þáttakendur í Úkraínustríðinu. En ef að það myndi koma til stríðs við Rússland, yfirburðin sem Vesturlönd myndu hafa var í lofthernaði. En Úkraína hefur ekki þennan loftherr, skilurðu. Þannig að hvernig á Úkraína fara því að endurheimta þessi landsvæði og Krímskaga? Þetta var byggt á einhverju mati á veikleika innan Rússlands að sókn Úkraínumanna gæti leitt til þess að það er einhverju upplausn og þið kannist við þessu umræðu sem var í kringum þessa gagsókn. Það sem ég er að segja, ef það er þannig að þessu mennina NATO sem að líta á, og við vorum að tala um varnarsamning Íslands við Úkraínu sem að virðist vera byggður á því að mestu öryggishagsmunir Íslands séu í Úkraínu í dag. Og það sé réttlætanlegt að sveigja af braut og breyta algjörlega áherslum okkar, stöð okkar inn í NATO, hvernig við sem vopnlaus þjóð hegðum okkur í svona átökum. Okkar stjórnvöld hafa tekið bara breytt gersamlega stefnu. Önnur lönd eru að breyta stefnu varðandi útgjöld til hernaðarmála og síðan eru menn að segja út alla Evrópu að það er komið tími til þess að senda það sem að Úkraínumönnum vantar helst, sem er mannafli. Já, fyrst er það sem hefur verið gert. Ég er ekki að beðja ykkur að samþykkja þessi skynsamlega. En að hættan er svo að menn skilgreini öryggishagsmuni sína ólíkt og það leiði til þess að það bara munum magnast upp átökin. En byggir þetta ekki á þeirri hugmynd að Putin sé Hitler og hann hafi áformum að ráðast ekki bara inn í Eystrasaltsríkin heldur líka Pólland og bara alla Evrópu? Utanríkisstefna Íslands byggir á því að Putin sé Hitler. Já, en ég myndi benda á þetta er bara rangt mat af því hvaða heimildir sannanir höfum fyrir því að Putin hafi þessi áform. John Mearsheimer, helsti sérfræðingur í heimi í alþjóðastjórnmálum, hann hefur sagt there is no evidence
Það er engin sönnunargögn fyrir því að Pútín hafi áform að ráðast inn í önnur lönd í Evrópu heldur en Úkraínu. Ekki einu sinni alltaf taka alla Úkraínu. Og ekki einu sinni, hann er vissi ekki að vísa til þess, en já, hann bendir á margir fleiri að hann hafi heldur ekki áform að taka alla Úkraínu, bara rússnesku mælandi hlutan. En það skiptir ekki máli hvort það sé rétt eða skynsamlegt. Það er nóg að fólk skilgreini hagsmuni sína þannig að þetta megi ekki gerast og það sé réttlætanlegt fyrir Frakka eða Þjóðverja eða hverja sem að senda mannskap á áður en að vera það hittir óbærileg tilhugsun að Rússar vinni í Úkraínu. Áður en þú byrjar að senda hermenn þarna inn, það er náttúrulega reynda sennilega komnir hermenn þarna inn, afskon þjálfarar og ráðgjafar og annað. Það sem hefur gerist áður er það, nú er farið að heimila skjóta inn í Rússland. Og þegar að ég hef alltaf haldið að það myndi ekki vera ráðist á NATO, en ef að til dæmis að Eystrasaltsríkin fara að tala mjög mikið fyrir því að skjóta inn í Rússland, langdrægur eldflaugar, þá eru þau í vandræðum. Þau eru með austurlandamærin þar sem Rússar búa. Ég meina, austurhluti Lettlands, Eistlands og Lettlands eru eiginlega bara Rússar. Þannig að það veri auðvelt að taka þessi svæði. Þannig að taka þau hvernig? Já, bara innlima þau. Það væri hægt að taka þessi svæði. Svipað á Donbass bara, kynningur uppreisni eða eitthvað svona. Því að, ef að þú þarf að skjóta inn í Rússland, þá breytist eðli stríðsins og í talnókjum ef þú fyrir að senda hermenn, ekki bara þjálfara og ráðgjafa, heldur líka hermenn til að breyta, þá ertu komin í allsherjar stríð í Rússland og það er náttúrulega, þá getur verið að tala um það sem þú ert að segja verði afleiðing af því, ef þú eru orðið stórveldastríð, þá náttúrulega ég er ekki að segja það, ég er bara enduróma það sem að ráðamenn í þessi stigmögnun er algjörlega ábyrgðarlaus og minnst hún algjörlega stjórnlaus og stjórnlaus og það er engin reynsla því hvernig þetta teflist hvað endar þetta, við höfum engan svona reynslu og að fara að skjóta inn í Rússland náttúrulega er því það var alltaf lengi sagt þið megið ekki skjóta inn í Rússland, markmið er að ná ykkar landið tilbaka og allra síst að vera að skjóta á olíuhreinsunarstöðvar því það hefur bara áhrif á olíu. Það er búið að fella þetta, nú er búið að leyfa. Já, það er stigmögnunin og það er það sem er svo hættulegt og er alltaf að verða meira og meira og þess vegna getum við ekki séð hvað þetta endar. Eldflaug sem að Úkraínumenn frá Evrópuríkjunum og er skotið inn í Rússland og eyðileggur þar olíuhreinsunarstöð. Líta Rússa svo á að þegar þið sjá eldflaugina hérna hún er kostuð af Þýskalandi eða eitthvað. Líta þau Rússa svo á að það gefið þeim heimild til þess að skjóta eldflaugum á Eystrasaltslandi? Þú veist að meina að því Eystrasaltsríkin taka þátt í að kynda undir þetta, að þá náttúrulega líklega Rússland þjarmi að þeim en til að svara þessari spurningu það sækja bara á veikasta staðinn. Þetta er það sem Pútín hefur sagt og Rússar er að þegar Bandaríkin leyfa Úkraínu og nota sínar bandarísku attackums eldflaugar til að skjóta þeim inn í Rússland og þá er bent á að þessar eldflaugar þeir nota upplýsingar frá gervihnattarkerfi Bandaríkjanna. Þeir geta ekki skotið þessum eldflaugum, þeir geta ekki miðað þeim nema þeir myndi fá þessa aðstoð Að bandaríski sérfræðingar og þeirra upplýsinga þjónusta í gegnum þeirra gervihnattarkerfi taki þátt í þessu sem er alveg rétt. Þeir gæti ekki gert þetta án þess og þá segir Pútín að þá er Bandaríkin komið í beina árásir á okkur og þá getur við farið að svara tilbaka og hann segir ekki nákvæmlega hvernig en það er rætt að Rússar getur farið að senda eldflaugar til Húta eða til Íran og þeir getur síðan fara að skjóta á herstöðvar Bandaríkjanna til dæmis í Miðausturlöndunum Þannig að þannig getur til dæmis fara að svara fyrir sig fyrir þessar eldflaugar, vestrænu eldflaugar skotið inn í Rússland. Svona eins og í flókinni skilvindu, ekki endilega bara eitt gert og svo annars. Því auðvitað fara Rússar ekki að skjóta eldflaugum á Bandaríkin, skilurðu? Nei. Þeir myndu byrja á einhverju svona, að senda eldflaugar til Húta, til Íran og svo myndu þeir fara að skjóta þeim á því Bandaríkin með fullt af herstöðum í Miðausturlöndum, skilurðu? Hilmar óttast að þeir myndu jafnvel skjóta á Eystrasaltslöndin. Ég meina veikasti hlekkurinn í NATO eru landamæri sennilega Lettlands og ég meina þegar vorum að segja að Pútín ætla ekki að taka alla Evrópu, þá erum við náttúrulega að ganga út frá því að það sé ekki verið að skjóta inn, ég geng út það sé ekki verið að skjóta inn í Rússland, það breytir eðli stríðsins. Eða ef það verið að senda NATO hermenn þarna inn, þá erum við að koma heimstyrjöld. Og þá náttúrulega, þá aukast líkurnar á að því að Rússar grípi til kjarnavopna, því þeir myndu eiga mjög erfitt með að berjast við öll þessi lönd samtímis og eins og var að benda með flugherina sem þeir eru með, eins og Norrlandi, þeir eru öll búin að kaupa F-35 orrustuþotur með öfluga flugheri og þá er þetta náttúrulega komið út í algjör, ég hef ekkert verið að ganga út frá því að þetta myndi ekki stigmagna svona mikið, en ef þetta verður innrás inn í Rússland
og svo og NATO hermenn komið, þá bara NATO komið í beint stríð. Það er svo furðulegt að það eru sumir þjóðarleiðtogar sem vilja bara fara þessa leið. Þar á meðal forsætisráðherra Eistlands sem var að bjóða sig framkvæmdastjóri NATO, hún vill bara fara í beint stríð við Rússland. Og það er tækifæri til þess að, eins og tala um að eyða Rússland. Ég skil alveg að þess að þjóðir er erfið að sögu. En Rússland verður þarna sko, hvað sem hún gerir. Og þetta er bara órunsa, þetta er allt mjög óskynsamlegt og maður skilur að þetta eiga að vera þokkalega greint fólk sem er að vinna í þessu, en það kemur með alveg... En stríð eru óskynsamleg sko. Já sko, atburðarásin, sko, þetta er tafl og þú stjórnar ekki nema bara hluta af taflsporinu sko. Og hérna þess vegna getur þetta endað í algjöru vitleysu og þetta stefnir í það. En sko hérna, ég vil gera greinarmun sko á því að annars vegar getur sagt sko Putin sé Hitler og hann hefði áformum að ráðast inn í Eystrasaltsríkin og þá er þá eins og það var skilgreint sagt Núrnberg að sko skipuleggja árásarstríð, skilurðu. Það er einn valmöguleiki og þetta er það sem að Mörsemur og fleiri dragi í efa. Svo er annað að ef að Eystrasaltsríkin og NATO senda sko hermenn til Úkraínu og stríði stigmagnast, þá getur stríði skilurðu stigmagnast og breytt úr sér yfir til Eystrasaltsríkjana og þá getur Rússar séð sko að við erum núna í stríði við þessu lönd og þá er það hluta þessu stríði sem hefur breyst út að ráðast inn í Eystrasaltsríkin en það er ekki endilega því sama og Putin er Hitler og hann hafði þessa áætlun um að innlima Eystrasaltsríkin. Það er bara því að stríðið stigmagnast. Það er annað. Þú kallar eiginlega stríðið heim og ég veit ekki hvort þið tóku eftir því að forsetaframbjóðin Ástór Magnússon benti á líkur á því að ef við sendum vopn á vígvöllinn að þá getur Rússar túlkað það sem svo að við getum fengið stríðið heim til okkar, að þeir getur gert ykkur árás hingað. Ég er ekki að segja það sé, en það er bara svona dæmi að stríðið kemur heim. Já, og sko þess vegna segi ég sko að senda hermenn til Úkraínu, að stigmagna átökin, menn eru svo hræddir við að Rússar ráðist inn í Eystrasaltsríkin að þú ert að auka líkurnar á því með þessu, því þú ert að stigmagna átökin, þú ert að auka líkurnar á átökin breiðist út. Ef að þú myndir sko reyna að stilla til friðar og reyna að draga úr stigmagnun átökana, þá myndir þú draga úr líkunum á því að Rússar myndir ráðast inn í Eystrasaltsríkin, skilur hvað ég meina. Af því að það er helsti sko, hvaða scenario er það sem Rússar ráðast inn í Eystrasaltsríkin. Það er að þessi lönd eru komin í beint stríð við Rússland, hafa sendt sína hermenn til Úkraínu og stríðið breiðist út. Og þá getur Rússar séð það, já, þessi lönd eru komin í stríð við okkur og þá bara ráðumst við inn í Litáin og skerum að þarna Suwalki korridor og tökum yfir þessi ríki, skilur. Það er bara svona hernaðaráætlun í stríði við NATO, skilur. Þannig að það er auka líkurnar á því með þessu. Svo eru önnur svæði í heiminum í Evrópu sem eru svona hættusvæði. Það er Hvíta-Rússland, það er Moldóva, það er Eystrasaltið og Eystrasaltsríkin, það er norðurslóðir, það sem við erum á, og svo Svartahafið. Þannig að sko þetta lítur ekkert vel út. Þetta eru allstar svæði sem geta brotist út átök. Þannig að sko... En ég meina, ég hef alltaf verið þeirri skoðunar að Putin myndi ekki fara í stríð við allt NATO, en ég meina, ef þetta verður svona stigmagnum sem við erum að tala um, þá veit maður ekkert hvað gerist. En ég sé enga möguleika á samningum. Maður sér ekki nokkuð einasta... Þá er möguleikin á stigmagnun og svo það verður bara meiri svona hervæðing hugafarsins á báða bóa og það leiðir til stigmagnunar. Hinn kosturinn er sá að nú er til dæmis Zelenski að tala um einhverja friðarleið og Putin hendi fram einhverju friðartillögum. Hvorugur hafði nokkra trú á því að eitthvað yrði úr þessu. En það gæti samt verið svona vilji beggja að hvorugur hefur hag af því að þetta breiðist út. Hvorugur getur sætt sig við þá lausn sem væri í boði og þá verður það sem er kallað svona frosið stríð, það sem allt í einu bara fjarar þetta út. Já, ég held að það geti sko, sumir hafa haldið því fram þar á meðal Gjörn Messamir að þeir vilji ná endanlegum samningum, friðarsamningum við Rússland vilji ná friðarsamningum við Úkraínu með svona frozen konflikt, með friðarsamningum ekki frozen konflikt, heldur formlegum friðarsamningum. Ég held að Putin vilji frekar sennilega frozen konflikt vegna þess að ef að þú ert með frozen konflikt þá ertu ennþá með landamæradeilur og þá eru miklu erfiðari fyrir Úkraínu að fara inn í annarkvort NATO eða ESB. Og það sem að verður að gera núna, finnst mér, og ég vorum að tala um á það, sko, hvað er búið að blekja Úkraínu oft, með Búdapest með kjarnavopna hendi, með Búkarest þegar þeir tala um að væri að fara inn í NATO og þá það væri algjörlega óraunsætt. Nú er verið að tala um að það sé að fara inn í ESB og það er algjörlega óraunsætt, það er búið að rústa landinu og Evrópsvæðið og Evrópusambandið er í miklum fjárhagsvandræðum
Það óraunsætt. Og pólitísk óeining hlutverk Evrópusambandsins mun líklega fara vaxandi. Já, og líka það, ef að þú ert alltaf að tala að Úkraína sé farin í NATO, þá er það hvati fyrir Pútín að taka meira af Úkraínu. Ef það er alltaf verið að segja, það er alltaf verið að staðfesta að Úkraína fer í NATO, við vitum ekki að fara að gerast, við vitum að það er blekking. Og sérstaklega ef þetta verið frozen konflikt. NATO tekur ekkert inn landa sem landamærin óskýr og það er alltaf verið að Vesturlönd er alltaf að hvetja hann til að gera meira því að hann vill hafa sem stærst svæði milli sín og NATO og hann gerir það með því að taka einn stóra biti eins og hann getur fengið og við sjáum sko samkomulag eins og var í samkomulagsstöðinni í Istanbul, þá var hann að taka ákveðin hluta Úkraínu en miklu minna en hann vill núna. Og ég held að bara ef þetta heldur áfram, 1 ári viðbót, eða ég veit ekki hvað Úkraína minn halda þetta lengi út, þá tekur hann bara meira og meira og meira. Þetta verður verra og verra fyrir Úkraínu. Þú segir það veit allir að Úkraína er ekki að fara í NATO. En það er samt raunveruleikin sem okkur er kynntur í fréttum Ríkisútvarpsins og Morgunblaðsins. Þetta er dæmið það þegar varnarbandalag er með ósamstæða hópa innan borðs og hvaða lönd voru þetta sem heimtuðu þetta. Það var Bandaríkin, George W. Bush. Hann lítur á NATO. George W. Bush og Bandaríkin líta á NATO sem eitthvað svona tæki í stórveldasamkeppni. Til að halda Rússum frá? Já, halda Rússum frá Evrópu, út úr Evrópu og halda Þjóðverjóninni niðri og Bandaríkjunum í þarna og svo á að fara að taka NATO til Asíu, bjóða Suður-Kóreu, Japan og Ástralíu inn á NATO-fundi og þeir líta á NATO sem eitthvað svona tæki til þess að berja á Kínverjum og Rússum. Á meðan að Eystrasaltsríkin líta á NATO til að berja á Rússum. Það verið að nota NATO í svo misjafnum tilgangi. Þetta skapar ákveðna árekstra og alls konar. Tilgangi sem NATO fyrir Ísland? Við erum bæði með NATO og svo erum við með tvíhliða varnarsamning. Það sem gerst þegar ég var aðstofamennur utanríkisráðherra, það voru nokkur þúsund hermenn á Keflavíkurflugvelli og ég var í samskipti við aðmíralinn daglega og það voru 4 orðstóttur sem voru að hægja löst alltaf yfirleitt fleiri. Það er ekki lengur sko? Nei, þetta er farið. Til hvers er Ísland í NATO? Tvíhliða samningurinn, hann er einhvern veginn sko búið að vatna hann niður og það er erfitt að sjá sko ef við erum ekki minna loftvarnir til dæmis, enga loftvarnir og það er engin landher þá er spurningin hversu með þennan samning og það er eitthvað sem stjórnvöld hljóta að vera að ræða við Bandaríkin, hvernig skilgreina það að hvað eru lágmarksvarnir fyrir landið. Við skilgreinum það að verið að vera loftvarnir. En nú er það búið að taka það út nema það eru loftrýmisgæsla öðru hverju, en það er ekki fasta loftvarnir. Þannig að þegar NATO er orðið tæki ekki sem varnarbandalag til að verja ákveði svæði sem er Norður-Ameríka og Evrópa, heldur eru tæki til þess að nota í stórveldabaráttu og það eru lönd sem að þvinguðu í gegn Búkarestfundinum í apríl 2008 að þeir þvinguðu það í gegn að Úkraína væri farin í NATO þó að verið vita að það ekki að fara að gerast. Þetta er náttúrulega bara verið að skilja landi eftir í snöru. En ef ég reyni að átta mig á því hvað utanríkisráður og forsætisráður er að segja varðandi Úkraínu og NATO, þá verið skilgreiningin vera svo að við erum í NATO til að halda Rússum niðri. Vegna þess að stæðsta öryggisógn Íslands er Rússland. Já sko, hagsmunir meginlands Evrópu er ekki þessum okkar. Nei, ég bara stenst þetta mat á öryggishagsmunum Íslands frá þínu bæturinn séð að við erum í NATO til þess að halda Rússlandi niðri vegna þess að stæðsta ógn okkar er árásarstríð Rússlands gegn Evrópu. Okkar samband við Rússland er allt annað og miklu betra heldur en samband Eystrasaltslíkjanna og Póllands. Við höfum aldrei verið í neinu sem deilum við Rússland eða Sovétríkin og við höfum að forðast deilur við þetta land eins og við mögulega getum. Því það er heimskulegt á okkur að við getum alveg talað skýrt við Rússa. Við segjum að þessi árás var ólögleg og við segjum að við fordæmum allar svona árásir þegar við erum lítið land og viljum ekki að það sé vera að breyta landamærum en að við séum að taka fleiri skref og tala á augrandi hátt í Rússland. Rússland hefur aldrei ráðist á okkur. Þannig að þetta er heimskuleg stefna að mínum dómi. Þetta er grundvallur í íslenska utanríkisstefnu. Já, og lokum sendir þetta finnst mér vera
algjörlega rangar ákvarðanir. Þess vegna ég að skrifa greinar og við erum að tala um þessi mál til þess að sé ykkur umræði í þjóðfélaginu, auðvitað greinir menn á, þetta ofboðslega viðkvæmt mál, en sko hagsmunir Íslands eru allt aðrir en hagsmunir Bandaríkjanna sem leiðir NATO og hagsmunir Eystrasaltsríkjanna, og svo ef þú tekur Vísegrandlöndin þá eru þau með aðra hagsmuni sem er eins og Pólland, Ungverjaland og Slóvakía eru bara í Úkraínu. Þetta eru mismunandi hagsmunahópar og varnarbandalag við mismunandi hagsmunahópa, sérstaklega þegar að fara að nota það í stórveldabaráttu getur skapað ákveðna hættur. Þú segir þessi stefna sko íslenskra stjórnvalda, utanríkisstefna þeirra, en ég meina þeirra utanríkisstefna er náttúrulega bara mótuð í Washington og Pentagon, er það ekki? Þetta er bara sama stefna á hjá Bandaríkjunum og utanríkisstefna Bandaríkjanna er stórveldasamkeppni við Rússland. Höfum við Íslendingar hag að því að vera bara peð Bandaríkjanna í þeirra stórveldasamkeppni við Rússland? Ég segi nei, en er þetta þeirra mat? En Varðberg sem núna fekk styrk frá ríkinu til þess að hitta börnin í skólunum, nýbúið að henda út Gideon-félaginu með Nýja testamentið, en nú er Varðberg komið inn að kynna NATO. Já, Þeir munu segja það að grundvallaratriði öryggishagsmunum Íslands að við séum í skjóli Bandaríkjanna og í því felst að við rekum sömu utanríkisstefnu þau. Sko, ég er ósammála ykkur að því leyti, ég er hlynntur varnarsamningum með Bandaríkin og ég er hlynntur NATO þrátt fyrir alla gallana. Við erum vestrænt ríki, okkar efnahagskerfi, pólitískt kerfi, stjórnkerfi, þetta er allt saman vestrænt og þetta er okkar hópur, en við eigum ekki að vera í óvinsamlegum samskiptum við Rússa og Kínverja. Þeir eru öðruvísi þjóðfélag og öðru þróunarstigi, þeir eru að gera aðra hluti og við eigum í gegnum NATO og þó, ég hef ekki trú að því að við getum haft einn afgerandi áhrif í NATO, en við getum samt sem á, það er konsensus í NATO, við getum talað öðruvísi og við erum öðruvísi áherslu, til dæmis, við veitum mannúðaraðstoð, við erum ekki að kaupa vopn og við tölum fyrir friði að því það er hagsmunir smáríkis og ég held að skilji það allir og Bandaríkjamenn þeir bera ekki virðingu fyrir aumingjaskap. Ég hef starfað með Bandaríkjum, ég bjó í Bandaríkjum 10 ár og lítið land sem myndi tala með afgerandi hætti og vera aðeins öðruvísin hinnir, ég held að það sé alveg borin virðing fyrir því í Washington. Ég er ekki að segja að við getum haft afgerandi áhrif, en það sem vegna þess að við erum á norðurslóðasvæðinu og vegna þess að Rússar eru langsterkasta landið á þessu svæði og vegna þess að það er ekki búið að skipta auðlindum á norðurslóðum, það er óljóst hvernig Kanada, Bandaríkin og Danir fyrir hand Grænlendinga, hvernig þessu verið skipt auðlindum hana, þá getur verið átök hana og þannig eru Rússar langsterkastir með gríðarlega hernaðaruppbyggingu og þeir Kínverjar eru komnir inn vegna þess að Rússar eru eina landið sem er ekki norðurskautsráðinu, þá fá þeir bandamann þarna með sér inn. Þannig að þá er þetta mjög óskynsamlegt að efna til illinda við Rússameirin eins og þetta er. En það hefur verið stefna stjórnvalda að tala við þá og ég er að segja við þeir tala svolítið, sko, íslenski stjórnmálum tala svolítið ríkisstjórnin, eða þeir sem er að koma fram við hönd hennar, eins og við séum miklu sterkar en við erum. En við erum algjörlega berskjölduð. En talaðu ekki svona vegna þess að þau líta svo á að með því að líta þannig á að þau séu í skjóli Bandaríkjanna þá verður að taka upp utanríkisstefnu Bandaríkjanna. Það sem þú ert að segja er að þó svo við séum í þessum klubbi með varnarsamningin og í NATO að þá sé ekki þar með sagt að við eigum að vera með aðgerðir sem að brjóta gegn öryggishagsmunum okkar sjálfra sem eru til dæmis þeir að vera ekki með derring sem að við getum ekki staðið við stórveldi eins og Rússland. Ég myndi hvetja allar þess að ég veit að í hluta ræðu Bjarnar Benediktssonar 49 les alla ræðuna, hvernig hann talar mikill í hóvarð, sko, mjög miklu lítillæti fyrir hönd Íslands og það er skynsamlega og ég held að það hefði alveg borin virðingu fyrir honum í Washington. Ég held að hann talaði bara hreint út, skilur. Ég held að Bandaríkjunum líki það alveg. Þannig að og hann sagðist efast um það, hann sagði efast um að Ísland ætti nokkuð erindi í NATO, vegna þess að við höfum ekki her, við getum ekki varið okkur sjálfa og ef þú ert í varnarbandalagi sem hefur artikul 5 garanti, þá ertu skuldbundin að verja annar land og við höfum enga forsendur til þess. En Hilmar, með því að stilla sig upp svona með Bjarnar Ben eldri, hvernig hann talaði og það var borin virðing fyrir honum og hann talaði bara hreint út og hann naut virðingar, þrátt fyrir hann væri lítill og væri að tala út frá því að hann væri lítill. Ertu að segja það að íslenskir ráðamenn í dag freistist til þess að upplifa að þeir vilja ekki vera svona litlir og þess vegna séður með svona vilja vera eins og stórukallanir og kaupa vopn eins og þeir, að þetta sé næstu því eins og bara persónulegu veikleiki
manna sem eru á einhverju fundum þar sem eru verið að ræða Úkraínumálið sem að leiði til þess að við gerum svona samning og sveigjum svona rækilega af braut frá því sem að Bjarni Benediktsson eldri lagði. Sko þegar maður að hlusta á framkvæmdastjóra NATO eða varnarmálar á þeirra Bandaríkjanna eða svona alls konar aðila Norðurlöndin tala mjög herskátt, öll Danmörk til dæmis og Noregur. Þau eru eiginlega öll með sömu talpunktana. Það virðist verið að þau séu öll með sama söngin og auðvitað þarf að vera ákveðin samhljómur í NATO. Það þarf að vera og framkvæmdastjóri NATO er að reyna að tryggja að sé einhver samstaða og svona cohesion, sko, löndi standi saman. En það þýðir ekki að við erum með ákveðna sérstöðu og það vita það allir og við gengum, það var alveg gert grein fyrir því og þess vegna getum við leyft okkur alveg að tala öðruvísi og þess vegna, sko, ég skil ekkert í því að land sem er svona algjörlega berskjaldað með einhverja strengi hétt í kringu landi sem er auðvelt að klippa í sundur. Og við erum algjörlega, hver á að verja þetta? Og við erum með ögrandi tal, þetta er mjög þetta getur sett okkur í hættu og það er mikill ábyrgðar hluti að gera það. Já, og þjónar ekki öryggishagsmunum okkar. Nei, ég er bara að segja það líka að það þeir eru 32 ríki. Sko, við líka studdum úr stækkun NATO og við vitum það að Austur- og Mið-Evrópuríkin eru miklu herskári heldur en lendir sem eru lengra í burtu. Og við sjáum það líka eiginlega öll löndin sem er að auka hernaðarúgjöld sín mjög mikið. Þau eru öll annarkvort með landamæri við Rússland eða Úkraínu. Og svo eru lönd sem er fjær sem eru miklu rólegri með þetta mál. Ég held að Þjóðverjar séu tiltölulega rólegri, ég held að Hollendingar séu ekki hræddir árás. En Austur- og Mið-Evrópulöndin eru hrædd og þau breyta eðli NATO og svo er byrjað að tala ógnina af Rússlandi líka til þess að reyna að auka samstöðu og í þessari samstöðu felst líka gríðarlega aukning á hernaðaruppbyggingu. Og bara engar tilraunir til þess að reyna að semja nokkuð skapaðan hlut og sagt að Pútín sé svo ómerkilegur að hann ekki að semja við henni neitt en samt á að semja við henni þegar búið að rústa Úkraínu. Það verður að vera búið að helda Rússlands alveg áður en það hægt að fara að semja. Svo þetta er rétt honum bara uppgjafarsamninga, eða ekki? Já, sko, ég veit ekki hvernig þetta endar. Ég meina, hvað gerist hvað gerist 15. nóvember í Bandaríkjunum? Það skiptir náttúrulega gríðarlega miklu máli. Ég meina, sko, nýr forseti Bandaríkjanna kemur inn eins og Donald Trump segir, ég ætla bara að semja á einu sólarhring. Og ég trúi ekki að hann geti gert það, en þetta er náttúrulega, sko, þetta er leiðandi ríki. Og hann lítur svo á að það sé Bandaríkjamenn geti sami við Rússa að hætta þessu stríði. Hann lítur svo á að þetta sé stríði milli Bandaríkjanna og Rússlands og er ekkert að klæða það í neitt búning. Svo er það líka með sko, þessar viðskiptaþvinganir, það var annað vopn sem átt að beita og við sjáum það að það átt að beita, átt að keyra rússneska hagkerfið í einhvern botn bara að eyðileggja. Við sjáum bara svo er Pútín að fer hann í heimsókn til Norður Kóreu, þeir eru búin að vera að safna eldflögum og vopnum í 70 ár eftir að Kóreustríðið lauk. Hann fer til Víetnam að tala við þá. Þú nú svolítið verið þar. Hvað sjá Víetnamar í heimsókn Pútín? Sko, þeir voru með Biden í heimsókn í september, svo voru þeir með Xi Jinping í desember og svo voru þeir með Pútín núna í júní. Og þeir spila bara á stórveldin. Þeir eru ekki í innvartabandalagi. Lofa öllu og engu. Lofa öllu og engu og fá alltaf viðskipti og peninga í hvers skipti sem að kemur ykkur svona þjóðarleiðtogi frá stórveldi. Þeir fá alltaf peninga, þeir fá alltaf fjárfestingu og svo spila þeir gegn, þetta er kallað bamboo policy. Svona sveigjanlegt kerfi, engin hernaðarbandalög, þeir gera allt öfugt Úkraínu, engin hernaðarbandalög, engin erlendur her í landinu, aldrei að taka afstöðu með einu landi gegn öðru, sem sóttu ekki fundin í Sviss, sjálf ekki sjá sig þar, og aldrei að beita valdi eða hóta að beita valdi. Þetta er allt það rétta sem að landa eins og þeir gera, allt það rétta, en það sem Úkraína hefur gert, hún er búin að láta leiða sig í gildru, hvað eftir annað. Og Vesturlönd hafa átt því miður í Budapest, í Búkarestfundunum með því að lofa NATO-aðild, með því að lofa ESB-aðild, með því að halda hennar fánanlega fund í Sviss, alltaf þetta tóm vitleysa og þeir fá aldrei leiðsögn. Eystrasaltsríkin hins vegar þegar þau voru að fara í gegnum þetta ferli, Evrópusamband, ég var það líka í 4 ár, áður en þessu lönd fóru inn í Evrópusamband og NATO, að þau
fengu leiðsögn Norðurlandana alla leið, það voru alltaf með aðstoð, þú hefði alltaf mentora. Þetta er bara svona nemandi sem fyrir í skóla og á einhverju eldri systkini sem hjálpar. Úkraína hefur alltaf verið svona vulnerable, alltaf verið í erfiðri stöðu, fengið vond ráð og ekki getað greint sundur hvað er rétt og hvað er rangt. Víetnam hefur hins vegar gert það, þeir takið sjálfstæðutarkisefnu og við tökum eftir því að það er alveg gríðarlega spenna núna á Suður Kínahafi, það er nú einn hættilegustu punkturinn í heiminum í dag og þar eru til dæmis Philips eða fattan að berjast, æfa með Bretum og Bandaríkjamönnum og Japan og Ástralíu, en þeir takið til að Víetnam er aldrei með í þessu. Þeir eru aldrei Nei, og þeir eru líka þannig að ólíkt Úkraínu að frá falli Sovétríkjanna hefur þeim fjölgað úr 60 milljónum í 100 milljónir. Hagkerfið þeirra hefur margfaldast í stærð. Á meðan Úkraína er búin að fara úr 52 milljónum í 30 milljónir eða minna. Þeir eru búin að tapa eiginlega öllu sína unga fólki, annarkvæmt þeir það flúið eða búið að drepa það eða rökkumla. Þannig að þetta er mjög sorglegt. Ég veit alveg, ég hef talað við stjórnvöld í Víetnam. Ég vann við það í 3 ár. Að tala við stjórnandi í Víetnam. Hann er svona Forrest Gump, hann er allstaðar. Nei, þeim leið ekkert vel í þessum þrengingum. Ég var unnið fyrir alþjóðabókn, ég talaði við alla daga við stjórnvöld. Þeim leið ekkert vel í þessu, þetta er þröngt, þetta er svona þrengir af þeim, en þeir tefla bara, þeir eru með raunstæðistefnu og þeir sjá eitthvað svona fund eins og þetta, Sviss. Þetta er í hugataka þátt í þessu. Þeir bara segja, þetta eru bara fíbl, þetta eru strategísk fíbl. Þeir skilja þetta ekki. Og þeir líta, ef þú tala bara við Asíuríkin, hvort það er Kína eða ef þú fer til Bangkok eða Hanoi eða reyndar ekki Singapúr, Japan og Suður Kórea eru með Vesturlöndum, en flest þessu lönd þau líta á okkur sem bara strategíska vitlýsinga, þau mæti ekki á svona fundi og þau skilja þetta ekki, en það sér að við séu hárur á hana lista, þá er örfá Asíuríki á þessum lista, nokkur Afríkuríki og nokkur Suður-Ameríkuríki, en flest þessi ríki, lönd sem er í BRICS eða vilja fara inn í BRICS, þau láta ekki sjá sig þarna. Sem er eina afleiðingum eða svona sem að Úkraínustríðið hefur ýtt undir þróun í heimsmálum sem að dregur úr svona vægi Bandaríkjanna og Vesturveldana. Það hefur verið að draga úr vægi þeirra efnahagslega en það hefur dregið úr svona pólitísku vægi þeirra í heimsmálum með þessa mótun tveggja eða margpóla heims eftir í hvað við viljið. Það er Bandaríkin eru með þá stefnu og ég er ekki að segja að Bandaríkin séu vondir eða Kínverjar, það er enginn af þessum aðalum vondur, en þessi eru aðalega sem, ég meina, ef við værum stórveldi, ef við hefðum þetta afl sem að Bandaríkin hafa eða Kínverjar, ég held að við verum ekkert góðið við aðra, en ég er bara að segja það að Bandaríkin með líta á Kína sem ógvið sig, þeir hafa reynt að beita Kínverja svona ákveðnum ekki beinins refsiaðgerðum heldur tollum, að því þeir telja að ef að Kína nær að verða nær þjóðarframleiðslu eða verkefnaðsframleiðslu Singapúr á mann, þá verður Kína starra heldur en Evrópusambandið og Bandaríkin til samans. Þetta er náttúrulega alveg gríðarleg ógn. Og forseta þess að geti gert þetta er að það verði nútímavæðingu hagkerfinu, þeir fari í hátækni iðnaðinn meira og þeir eru að fikra sér þangað og þá er farið að beita á alls konar þvingunum að þeir fá ekki að kaupa hátæknivörur, það er settir tollar á þá allavega, það verður að hægja á þessum hagvexti. Og þessi hugmynd að beita Rússland viðskiptaþvingunum, það átti að lama rússneska hagkerfið. Eina sem það gerði, eða það sem hefur gert, er það að það hefur bara beint Rússlandi í viðskipti við Kína og þá er hagvextur Kína, það er að hægjast á honum, en það er að hægjast minna á honum af því að þeir eru að fá alla þessa hluti frá Rússlandi sem Evrópu fekk áður, ódýr gas, olíu og hráefni. Og sama tíma er að hægjast á hagvextinum í Evrópu vegna þess að Evrópu er að missa akkurat þetta saman. Evrópu hagkerfi bara nánast dautt. Þýska hagkerfi, það er engin hagvextur á þessu ári. Hann er 3,5% eða 3,6% í Rússlandi sem er mjög þokkalegt. En það þetta átt að því að styrkja Bandaríkin í stöðu í sóptórðasakefni, en samband Rússlands og Kína gerir það verkum að
þetta flýtir fyrir því að Kínverjar hugsanlega nái þessum yfirbyrðum. Ég er ekki að segja að þeir nái að vera í verga landsframleiðslumann jafn ekki á Singapúr, en ég meina af hverju ekki? Af hverju geta þeir ekki náð því sem Tævan er með eða Hong Kong eða Singapúr? Þetta er allt Kínverjar. Og af hverju geta þetta ekki? Þeir gæti alveg gert þetta. Það getur verið erfiðar að lyfta upp milljarði manna heldur en einhverjum 20 miljóna. 1,5 milljarður, en segjum bara að þeir nái helmingnum. En þá eru þeir líka áttið jafnstóru úr Evrópusambandið og Bandaríkjunum til samans. Þannig að auðvitað skilur maður þessa ógn, en við vorum að tala um en herna, hversu óraunsær hann er, sko, að geta unnið úr Rússlandi í stríði. Þetta er engum í huga ráðast á Norður-Kóreu, að því hún har nokkuð kjarnorkuvopn. En við erum tilbúin að ráðast á Rússland sem á 6.000 vopn. Þetta er náttúrulega bara alveg ótrúlega heimska. En ég meina, en þessi, það er líka þegar við horfum á viðskiptaþvinganirnar, þar er þetta líka svona að þær hafa bara þveröfug áhrif með það sem var ætlað. Og í staðin fyrir að þetta hægja á Kína, þá bara verður að gera þetta Bandaríkjanna ennþá verri, og þess vegna hefði verið alveg til gríðarlega mikið að vinna ef að það hefði verið hægt að ná upp einhverjum eðlilegum samskiptum við Rússland. En það tókst ekki og afleiðingarnar eru alveg skelfilegar. Piltar, ég ætla að gera hlé á samtal okkar núna að því að við erum að fara yfir í svona heimsmálin og stöðu Kína og Bandaríkjanna og fá að taka upp það samtal næstur að þú að leiði hérna í bæinn, Hilmar. Takk. Og Tjörfi, takk fyrir hjálpina. En ég sitt hérna eftir og held áfram að reyna að skilja hana heim sem við nöfum í. Næsti kafli er eftir augnablik. Fjárhagserfiðleikar eru afgerandi meiri hjá eflingarfólki en öðrum á vinnumarkaðnum. Hvernig getum við réttlætt það? Efling stéttarfélag. Barátta fyrir betra lífi. Ertu á leið heim úr vinnu? Stilltu á FM 89,1. Já, komið í sæl og blessuð og velkomin í síðasta þingið á þessu sumri, þingfrestun helgina. 2 þingmenn komnir hingað til þess að ræða við mig síðustu daga þingsins og kannski framtíðina. Hvað gekk og hvað gekk ekki. Má líta þannig á sem að Bjarni Ben hafi unnið sigur með því að ekki var blásið til kosninga eftir að Katrín Jakobsdóttir fór af sínum stóli sem forsætisráðherra og lagði upp í leiðangur sem að við vitum hvernig fór eða tapaði Bjarni. Má segja það að viðamikil mál sem að ekki urða veruleika að líta megi á þau sem ósigur. Þetta er svona meðal annars þess sem við ætlum að ræða og svo erum við með eitt borgarfulltrúa hér sem kannski verður einhvern tímann þingmaður. Hún kemur úr vinstri áttinni. Þannig að vonandi er bara skemmtilegt spjall hér framöndan hjá okkur í síðasta skiptið til hausts sem við höfum þennan lið við rauðaborðið á samstöðinni sem við köllum þingið og höfum haldið úti síðan í febrúar ef ég mann rétt. En verið þið velkomin þið 3, Sanna, borgarfulltrúi Pírata, Inga Sæland. Sósíalista, borgarfulltrúi sósíalista. Afsakaðu, ætlaði að segja það. Inga Sæland, formaður Flokks fólksins og Björn Leví. Sósíalista. Það var víksla hérna. Er ekki bara sama hvaðan gott kemur? Jú, ég held það bara. Það verður að vera það. En hérna, þið heyrðu kannski inngangnum að ég var svona bara heimspekilega liggur við að velta þið fyrir mér sko hvort þessi miklu undur sem urðu fyrir nokkrum vikum þegar Bjarni Benediktsson verður forsætisráðherra að þá lagði hann áherslu á 3 mál. Það var orkumál, efnahagsmál og útlendingamál. Út frá mínum sjónarhóli þá má segja að útlendingamálin hafi nú verið kannski aðeins meiri svona propaganda bragur yfir þeim heldur en efnisleg innistæða. Sannarlega hafa orðið breytingar í efnahagsmálum dæmis með því að Íslandsbanka frumvarpið sala Íslandsbanka, hún er komin í gegn, hún er í þessu ferli. Orkumálin náðust ekki í gegn. Lagareldis frumvarpið sem átt að fara í gegn, það náðust ekki í gegn. En það var sitt hvað fleira sem að fór í gegn. Bara svona við byrjum á stuttri yfirreið þetta, Björn Leví. Stuttri yfirferð, já. Sko, ef að Íslandsbankamálið hefði ekki farið í gegn, þá var náttúrulega ennþá öruninni gömlu heimildinar fyrir ríkisstjórnina til þess að selja bara samt. En núverandi frumvarp
og núverandi lög eru í rauninni mjög slæm, það skrifa ráðherra dálítið út sko ábyrgðina á þessu ferli. Þannig að við erum í smá svona lausulofti og búumst við því að sjá einhvers svona klúður aftur sem að vera þá enn öðruvísi heldur en hinn fyrri klúðurinn. Já. Það er alveg rétt að útlendingamálin eru svona dálítil hundaflauta. Kostnaðaraukningin sem er oft fjallað hversu erfitt þetta sé og svo framvegis er einfallega vegna ákveðina ákvörðuna stjórnvalda sem að hefðu geta verið miklu betri og þar alveg ekki eins kostnaðarsöm, ekki sleifað mannúðinni eins og hefur verið gert. Já. Og svo hvort að hann Bjarni hafi unnið að tapa, sko, það var vissulega ákveðin sigur að svona koma áfram ríkisstjórn og ekki falla á svona fyrstu sverðin einhvern veginn, en ég held að þetta sé tap í heildina að þessa ríkisstjórn hafi verið komið á koppinn aftur. Þar að segja ríkisstjórn Bjarna Benediktssonar, ég held að það verði slæm niðurstaða fyrir þá flokka sem að í þeirra ríkisstjórn og ég held að verði slæm niðurstaða fyrir pólitíkina í heild sinni. Þannig að sigur á annan vænginn, það völd í 1,5 ári mesta lagi viðbót eða eitthvað svoleiðis, en tap síðan fyrir alla hina. Einmitt. Ég ætla að segja eitt áður en gef þér orðið, Inga, að ein ástæða þess að hér eru engir fulltrúar frá meiri hlutanum í ríkisstjórninni er svo að það virtust bara allir hafa hoppað til útlanda leið og þing var rofið helgina. Þannig að ég náði ekki í neina stjórnarþingmenn til þess að rífast við ykkur það, meðal annars hvort Bjarni hefði unnið eða ekki. Þau hefði ekki þorað að koma hvað sem er. Þau hefði ekki þorað að koma. Þau þykist bara við útlöndum. Nei, djók. En Inga, metur þú það þannig að Bjarni hafi náð varnarsigri með þeim málum sem voru keyrð í gegnum helgina og svona er mismikil sáttum? Veist að ég eiginlega hef enga forsendur til þess að segja af eða á það. Mér finnst hann nú frekar, það sýnir sína bara í skoðanakönnunum og annars slíkt, hversu erfitt er í ári hjá honum sem formanni Sjálfstæðisflokksins. Og jú, að vissu leyti, maður sér að það hefur verið reynt að gera allt til þess að halda þessari stjórn saman. Nú, við vitum það öll sem höfum verið að starfa í þinginu og aldrei upplifað annað eins að það bara loga eldar þarna, stafnan á milli í þessu ríkisstjórnarsamstarfi, þannig að og alltaf kvarnast meir og meir úr vinstrinu. Já, alltaf kvarnast meir og meir úr vinstrinu og sjálfstæðismenn eru náttúrulega líka að lagðir á flótta margir hverjir. En maður sér það að það er mjög mikla málamiðlanir á báða bóa, en það sem að stuðan mig náttúrulega mest, það er til dæmis nefnir hann Björn Leví Íslandsbanka söluna sem að heimild var fyrir áður, en núna kemur þetta inn í því formi að hinn sérstaka hæfisregla ráðherra, hún er felld út úr löggjöfinni. Þannig að það bara vera fyrra ráðherra allri ábyrgð. Já, þannig að ef að kemur svona halleluja upp úr sölunni, úr sölunni eins og var í sölu númer 2, þá er engu til að dreifa þar. Þá þarf engin ráðherra að skiptum ráðuneyti og veluna sjálfa sig og setja sig í forsætisráðuneyti, þó einhver hefði kannski vilja gjarnan gera það. En það sem stuðaði mig rosalega mikið, það er hvernig almannatryggingafrumvarpið var keyrt í gegn til þess að reyna að upphefja Vinstri græna. Við í Flokki fólksins vorum sammála mörgum af þessum breytingum, en eitt grundvallaratriði sem við erum aldrei sammála og verðum ekki fyrir að komið betri útfærsla á það, og það er þetta starfsgetumat sem að í orðsins fyllstu merkingu er að valda gríðarlegum ugg og kvíða hjá öryrkjum, og þetta felst í þessari baráttu í rauninni Bjarna Ben gegn nýgengi örorku, og þá að spara með því að reyna að koma þessu fólki í virkni hvort sem það getur eða ekki, og það er enginn sem veit hvernig á að meta þetta fólk til virkni. Það er ekki búið að koma á laggirnar í rauninni neinu hvað það varðar, hvað þá að sé til eitt einasta starf fyrir þetta fólk. En þessi löggjöf er keyrð í gegn og á að taka síðan gildi 1. september á næsta ári, og það skal tekið fram hér að eftir þessa kjarasamninga, þegar ríkisstjórnin stígur inn í með sinn kjarapakka sem að var góður og hjó á þann hnút sem að í rauninni var í kjarasamninga umræðunum, að þá ákváðu þeir það, eins og kemur fram í fjármála áætlun á blaðsíðu 50 og 4 og 65, bara beinlínis að fresta hækkun grunnframfærslu öryrkjans, fresta því að setja
tæpa 11 milljarða inn í það loforð, fresta því til 1. september og beinlínis taka það fram að það eru öryrkjar sem að greiða fyrir að stórum hluta þessa kjarabót fyrir utan náttúrulega 10 milljarðar sem þeir vildu fá í viðbót frá Landsvirkjun í arðgreiðslur. Þannig að þarna eru þeir búin að ná í þannig við 20 milljarðar króna annars vegar frá öryrkjum og hins vegar með því að taka það út úr Landsvirkjun. Ég hef í rauninni við vorum á gulu þarna eini flokkur enda höfum við stigið fram fyrir skjöldu allan tíman og varið þetta enda við Guðmundur Ingi þeir 2 þingmenn á þingi fyrir utan kannski Steinunni Þóru sem ég finnst nú oft á tíðum ekki hafa vitað á þessu þó svo sé þá í okkar hópi sem öryrki að við þekkjum það eigin raun hvernig að basla inn á þessu kerfi og núna verið að groppast að því að ég að setja grunnframfærsluna 1. september á næsta ári upp í 385.000 krónur en það aldrei talað að þá eftir að skattleggja þetta það aldrei verið að tala það eftir situr einstaklingurinn með ríflega 310.000 krónur í þessu brjálaði sem ríkir hér í samfélaginu bæði hvað lítur að leigumarkað og öðru og enginn af þessum einstaklingum bær til þess að fara í greiðslumat og möguleika á því að eignast eigið húsnæði þannig að ég segi þetta frumvarp sem verið að mæra hér núna út allar koppagrundir hafið þeir skömm fyrir að tróða þessi gegn 1,5 ári áður það á að taka gildi bara til þess að upphefja vinstri græn og reyna að hjálpa þeim upp úr leðjunni sem þeir eru soknir onni sín 3,3% og það á kostnað öryrkja. Og taki ekki gildi fyrir eftir kosningar. Já, taki ekki gildi fyrir eftir kosningar þannig að þetta bara hreint og klárt kosningalofvörð eins og þessi listamannalaun upp á 700 milljónir. Nú á listamannalaun að vera komin eftir þessi ár í tæpa 2 milljarða sem nákvæmlega sama tala og við erum að leggja í allan fíksjúkdóminn. Við þegar ég forgangsröðum fjármuna, kosningalofvörð og bara hvernig gengið að létt út okkar sameiginlegu sjóði. Þetta algjörlega fram að mig gengið og svo það annað sem var þannig þinglokunum sem hefur hleypt svo illu blóði í mig að það næstu orðið þykkt og rennum alla í mig lengur og það í rauninni þessi kvótasetning á grásleppu. Hvernig dettu þeim í hug eins og vinstri grænum sem var nú náttúrulega til þess að Lilja Rafney heilsteypt kona sem hún fyrirverandi formaður atvinnuveganefndar sagði bara bless og gat ekki meir. Þetta var kornið sem fyllti mælinni á henni að VG skildi kvótasetja grásleppu og hvað þýðir það? Að 102 smábátasjómenn sem hafa verið í rauninni með 55 daga til viðbótar við að reyna að drýja sína tekjur því að ekki ennú hlúð að strandveiðisjómunum. Við vitum það öll að það reynt að sauma að þeim sem kostur og stórútgerðin sér offsjónum yfir þeim 5,3% sem að potturinn sem í potti, sameiginlegum potti og útlutað til strandveiða. Þessir 102 bátar sem hafa nýtt 55 daga til hliðar með því að vera á grásleppuveiðum, þeir fá 0. Þeir get ekki veitt eina grásleppu. Þeir fá 0. Og nú Lilja sjálf sem að setti þarna kvóta á þanga og þara hérna árið, þannig ég veit ekki okkur hún sagði sig ekki VG þá bara. Já, ég minna þari, hver að veiða þara björnir? Þetta eitthvað sambærilegt? Það var prinsipið mitt. Hamingja sanna, ég nenni ekki að veiða þara, það nokkuð ljóst. Ég myndi freka að fá mig grásleppu. En af því hún nefnir þetta með hérna kvótasetninguna, að það ber alltaf sama brunni. Útvegsmenn þeir eru alltaf að eignast meira og meira. Þetta liður í því að útrýma smábáta útgerð algjörlega. Þetta hreinn og klár nagli í líkistun á því að stór útgerðin vill söðla undir sig þessi fáu prósent sem að strandveiðisjómenn hafa, þessa litlu lífsbjörg sem að viðkvæm sjávarþorpin okkar þurfa svo á að halda, hringinn í kringu landi. Og við erum að sjá eins og á Tröllaskaga núna þeir búið að selja Þormóðramma Sæberg 70% komið til Vestmannaeyja. Það að leggjast af allur sjávarútvegur á Tröllaskaga sem að lifði á sjávarútvegi. Þetta þessi þróun. Af hverju ganga leiðandi þingmenn í ríkisstjórninni erinda útgerðar mógúlana? Og Samfylkingin og Viðreisn líka. Samfylking, Viðreisn og Miðflokkur. Samfylking, Viðreisn og Miðflokkur. Byrjum á meirihlutanum. Af hverju, við erum með kannanir sem mæla það að Íslendingum svíður þetta sárt. Skoðaðu styrktaraðina hjá þér. Hvaða Íslendingur vill ekki að einyrkjar séu, ég meina maður kaupi frekar kaffibolla
á einhverju veitingahúsi í uppsveitum Árnessýslu þar sem ein fjölskylda rekur kaffihúsið heldur en ef það er hluta af einhverju risastóri keðju. Þannig erum við. Við viljum einyrkja, við viljum grásleppukarla, við viljum fólk sem rær út, við viljum litla bændur og svo framvegis. Og við viljum lifandi sjáaplás. Þetta er að stór útgerðin og stór iðjan og allt þetta. En af hverju er endalaust hlaðið undir meira og meira auðræði og meiri ítök af hálfu útgerða mógulana? Hvert er ykkar svar? Eiga þeir orðið pólitíkus? Já, algjörlega vegna þess að skoðaðu bara reikninga þessara stjórnmálaflokka. Flokkana fyrir ekki heldur en stjórnmálamenn. Sjáðu hverjir er að styðja þá. Flokkana. Já, styrkirnir. Sjáðu hverjir er að styrkja þá 550 skatt sem er hámarkið. Er ekki komið 650 núna? Er ekki alltaf verið að reyna að hækka þetta? Hlýtur samt ekki verið eitthvað annað og meira sem liggur að baki? Eins og hvað mögulega gæti það verið. Er þetta ekki þessi hugmyndafræði bara sem að lifir ennþá því miður sterkt inn á þingi og í stjórnmálum að einhvern veginn með því að þjóna auðvaldinu að þá sé þetta búa til gott samfélag og brauðmálarnir munu trýtla niður? Er það ekki bara ennþá einhver svona hugmyndafræði sem að er viðgangandi, einhvern veginn að trúa með því að gera allt gott fyrir fjármagnseigendur og þá einhvern veginn með styrkja samfélagið og almenningur geti þá bara tekið brauðmálana sem að þau búa til? Er það ekki hugmyndafræðin sem að... Þetta er auðvelda aðgengið að fjármagnunum og þarna koma aðilar sem eru fjársterkir og geta lofað gull og grænum skógum sem að sjaldnast vaksa síðan. Í staðin fyrir það er rauninni efla sem sagt smærri og meðalstór fyrirtæki sem að er rauninni þegar allt kemur til alls, þar er svona blómi atvinnu lífsins og þá bara samfélagsins. En svona í gegnum tíðina við höfum hort á þetta hérna í þinglokasamningum 2009-13 þegar var kísilverið á Bakka, þar seldu VFG sál sína í stóriðjuna til dæmis. Nákvæmlega Káranhúkanir þar áður og sko, já, gott og blessað að sko ná í orku til góðra verkefna og svoleiðis, en til dæmis Kárahnjúkar, þeir dreifast ekki rosalega mikið yfir á Austurlandi, þeir fara hérna bara beinustu leið í eina risastóra verksmiðju og meðan það er orkuskortur í atvinnufyrirtækjum þar í kring, sem er alveg fáránlegt. Ég bara veltaði fyrir mér hvort þetta atvinnurekenda vald sem er orðið svo mikið inn í valdaflokkunum, hvort það er orðið svo mikið að sá sem ætlar að standa upp gegn því það sé bara, það verði alltaf stærri og stærri ákvörðun. Veistu hvað það er orðið mikið? Við erum að sjá það bara núna á síðustu dögum. Við sjáum það að þeir eru að stýra og stjórna og ráðskast með lífeyrissjóðan okkar. Og þeir bara vaða til og kasta einhverju milljörðum í bláa lónið í miðju eldgosi. Já. Hvurslags eiginlega viðskipta kaupa á yfirgengi okkar peningar sem að við fáum náttúrulega aldrei að njóta og nema litlu leyti og ef maður hrekkur upp á og maður er búin að fá að njóta þess að þá fer það bara í hítina. Er ekki einu sinni erfanlegt. Við erum skyldu hérna, ég held að eitt af fáum þjóðríkjum sem ég veit sem eru lögþvingu til að greiða í lífeyrissjóði. Við erum lögþvingu til að gera það, við höfum ekkert val. Þetta er allt öfugsnúið og við Björn Leví þurfum að fara að tukta þetta til og Sanna kemur þá bara með okkur og við þurfum að berga þessu sko, taka á þessum spiltu græðgis pungum. Málefni innflytjenda, útlendingalögin og hvort þetta, þú veist, væri svona PR en það voru náttúrulega breytingar sem að náða þarna í gegn sem að eru mjög skadalegar hvað var það einmitt, fjölskyldusameiningu, þar er verið að fá það í gegn eftir að lögunum er breytt, það er verið að stytta dvalarleyfi, það er verið að fækka það ekki nefnd sem að fjallar þessi málefni og þú veist, nógu mikið er álæði fyrir, þannig að þú veist hvernig verður það fjallaði málin og tryggð þessi svona skilvirkni sem er alltaf verið að tala um, að það þurfa að afgreiða hlutina vel og fljótt og örugglega, þú veist, þannig að ef það verið að fækka nefnd sem að fjallar þessi mál, þá sér maður ekki beint að það uppfylli þessi markmið maður reyna einhvern veginn að halda betur utanum ef skilvirknin er þannig að þessi eini sem að sinnur þessu það núna sé bara þetta með stimpil og stimplar nei, það er rosalega skilvirkt að einn bara sé með nei-stimpil og renni bara umsóknunum í gegn. Ég vissi ekki að væri að fækka hjá Útlendingastofnun, ég held þvert á móti. Þetta er í kærunefndinni og það sem sagt. Ég meina það sem ég var kannski meira vísa til sem svona ákveðinar barbabrellu í þessu, það var að því hafði verið haldið á lofti að það væri rosalega mikilvægt kostnaðarlega
að grípa mjög fast inn í með breytingum á útlendingalögum og þá voru menn að halda því fram að þetta væri bara orðið stjórnlaust skrimsli, það bara færu 20 milljarða. Það gerir það, ég veit ekki alveg hvernig þið ætlið að fara, ég veit ekki alveg þegar við erum komin hérna í 25 milljarða króna og okkur fjölgaðum 15% síðan 2017, hér gríðalegur húsnæðisskortur og hér erum við búin að fá heilt sveitafélagi í fangi sem gengur nú ekki allt of vel að hjálpa. Ég veit ekki hvernig mögulega á að vera hægt að draga úr þessum kostnaði og við skulum líka átt okkur því þegar við erum að tala útlendingamál, við erum að tala kostnað på 25 milljarða króna á ári, þá erum við ekki að tala vinnandi fólk í landinu sem að greiða hér skatta og skyldur. Við erum að tala þá sem að kerfið verður að halda uppi, svo að það sé algjörlega á hreinu. Já, það hérna rosalega nauðsynlegt að svona aðeins greina á milli hópa, að tala hérna þessa 15% aukningu, það langflesturinn bara fólk sem kemur hérna frá EES og að vinna hérna í ferðamannaðinnar byggingarstörfum og ýmsu svoleiðis og að sinna sínu og borga sínu skatt og allt svo framvegis. Þannig að það lang stærsti hluti. Og hann ekki inn í þessum 25 milljörðum. Nei, síðan eru þessi tveir hópar annars vegar frá Úkraínu og hins vegar frá Venezuela sem í rauninni svona lang stærsti hópurinn af þessu sem að snýra að útlendingalöggjöfinni sem verið að breyta. Og við vitum öll af hverju rauninni kostnaðurinn á bakvið það að taka við fólki frá Úkraínu, það var bara eitthvað sem við kvittum upp á og við skulum þá ekki vera að horfa í þann kostnað sem fer í það sem við opnum bara dyrnar fyrir fólki sem að koma frá Úkraínu. En það fengur þú atvinnuleyfi strax eða ekki. Þau eru mjög mörg að vinna, Björn Leví. Þau eru að skila í samfélagi. Þau eru ekkert á kerfinu stór hlutarlegin. Það svona húsnæðis vandamál þar á bakvið og ýmslegt og svoleiðis sem allavega. Þú veist, þetta kostnaður sem við eigum ekki að horfa í. Innviðirnir okkar bara ekki geta tekið við þessu því með. Kostnað algjörlega til hliðar. Nákvæmlega hversu mikill sákostnaður við bara fáum einfallega ekki svör við því svona sundurliða, þannig að við getum ekki sagt að það eru 10 milljarðar eða hvað sem það sem við eigum þá ekki að vera að pæla í, því það er bara styrkur okkar til árásarstríðs eða gegn Rússum það er algjörmyndur alls. Hópurinn sem kom frá Venezuela, það var sérstök viðbótarvernd sem að stjórnvöld hérna ákveðu að veita ólíkt öðrum þjóðum. Og það var vissilega alþjóðasamfélagi Sameinuðu þjóðir sem kölluðu eftir því vegna ástandsins í Venezuela að það yrði tekið sérstaklega móti fólki frá Venezuela. Og íslensk stjórnvöld voru nokkurn veginn bara þau einu í heiminum sem að gerðu það. Þannig að það var sérstök ákvörðun stjórnvalda að taka móti. Þá Þórdís Reykfjörður það ekki? Guðlaugur Þór var þá. Guðlaugur Þór þá, já. Ákvörðun stjórnvalda að taka móti fólki sem var að flýja sósíalismann, svona orða þannig, þennan sem er allavega. Það hefur væntanlega tippað inn í þessu. Það kostaði ekki mikið, því að þessi hópur frá Venezuela kom bara inn á vinnumarkaðin þá og var með hærri atvinnuþátttöku heldur en Íslendingar almennt. Þannig að hafa það algjörlega á hreinu. Það sem að verður síðan kostnaðarsamt og sérstaklega kostnaðarsamt þegar að stjórnvöld ákveða að segja ástandið í Venezuela breyttist og þá allt í einu hafnaðu öllum sem að koma þá frá Venezuela staðinn og allir sem eru komnir með dvalarleyfi, það verður að stytta dvalarleyfistímann í rauninni þannig að þau missa vinnuna. Leið og þau fá höfnun frá Útlendingastofnun, þá missaðu vinnuna og fara á framfæri ríkisins sem er gríðarlega kostnaðarsamt. Þau hefðu geta haft það þannig að þau halda vinnunni þangað til þau fá neitun frá kærunefndinni. Það myndi spara rosalega penning. Þannig að þetta var sérstök ákvörðun stjórnvalda að auka kostnaðinn svona, að taka fólkurinn inn á kerfið sem þau þurftu ekki að gera. Þannig að þetta tilbúin kostnaður. Þetta þurfti ekki þessar lagabreytingar til þess að ná þessu fram. Þannig að þetta gjörsamlega óstjórnlaust apparat þarna í bæði Útlendingastofnun og ríkisstjórninni hvað þetta var. Þau tóku slæmar ákvarðanir sem kostuðu óhemju mikið algjörlega án þess að þau þurftu að gera þetta. Það er nú ekki fyrsta skipti sem þið sína fjármunalega snilli sína í þessari ríkistjórn. En líka bara hver kostnaðurinn við ómannúðlega stefnu eins og til dæmis að vera að fljúga út með mansalsþolendur og færa þær í fangaklefa og þú veist allt þetta kostnaður sem að einmitt bara að vera að búa til út af einhverju kerfi sem alls ekki að virka. Þannig það líka kostnaðurinn sem að þú veist, þetta ekki út af því að fólk með erlendan bakgrunn að koma til Íslands. Þetta náttúrulega líka kostnaðurinn við bara
þessa stefnu ríkisstjórnarinnar og þessi tala einhvern veginn hefur alltaf verið að hækka sko, þú veist, núna talað hvað, 25 milljarða, þetta var 20, þú veist, og við fáum aldrei að heyra beint nákvæmlega. Byrjaði í 18 ef mann rétt. Fáum aldrei sunduliðun í fjárlaganefnd, þetta nefnilega merkilega við og þetta beitt kostnaður, þetta ekki óbeitt kostnaður með inn í þessu. Síðasti kostnaður sem ég sá þar var sko kostnaður við öryggisgæsluna eiginlega herri heldur en húsnæði. Merkilegt nokk. Þetta er stórkostlega skrítið sko, en mér finnst bara jákvætt ef við næðum utanum málaflokkin, þannig að bæði þessi viðkvæmu hópur sem að sækja okkur heim og í rauninni búið í mörgum tilvikum hreinlega að gappa hingað sko, það minnir helst á mansal sko, þar sem að fólki lofa gull og grænum skógum og síðan hneft bara í einhvern þrældóm hérna og láti borga fullt af peningu fyrir að koma í ævintýralandi og hér átt að vera gott að vera og annað slíkt. Að fólk kemur hér undir þeim formerkjum að hér sé gott að búa og auðvitað hafa flesti sagt það sem að hingað hafa komið að þeir vilji vera hérna á þeim forsendum og það sé vel hugsað fólkið eins og kostur er. En það breytir ekki þeirri staðreind að það var ómikill fjöldi, við vorum með lægri þröskuld inn til okkar heldur en löndin í kring sem að í rauninni hafi verið að reyna að stemma stigu við flæði hælisleitenda til sín og það nákvæmlega það sem við erum að reyna að gera og ég algjörlega, þessi löggjöf ekki góð sko að öllu leyti en hún þó minnst kosti skrefi þá átt að reyna koma einhverju skikki á málaflokkin þannig að fólk viti hvort það er alltaf miklu fjöldi? Komið að fara. Hvað það mikið? Hvað það með 15% aukning? Nei, það er fólk sem er að koma frá EES 15% fjölgun síðan 2017 í landinu í pínulitlu hagkerfi. Það ekki fólki sem er að koma en við munum aldrei vera sammála þetta Björn Leifur, alveg sama hversu lengi við munum vera þursa hér. Þess að spyrja, hver er fjöldin sem við erum að hafa ágjörð? Við vorum til dæmis í hittifyrra með yfir 5.000 umsóknir, það við dreigið saman. Það er Úkraína og Venezuela. Dreigið saman, þetta er kostnaður samt sem áður. Hvað er þessi kostnaður? Kostnaðurinn var ekki í Venezuela. Heldur að líki bara í því að Úkraínumenn hafi fengið höfnun og verið látnir hægt að vinna og á meðan þau voru að bíða eftir því að fá alveg brottvísun. Heldur það? Fyrir utan það ég veit ekki til þess að við séum að brottvísa. Erum við að hjálpa fólki sem er að koma frá Úkraínu eða ekki? Já, við erum að því. Ég veit ekki betur. Einmitt, nokkulega. Erum við sáttið það? Ég veit ekki betur. Einmitt, þannig að við skulum ekki telja þann fjölda. Nú þarf þú sem alltaf að tala það. Nei, ég ekki að tala það. Þú sagðir að væri aðalfjöld? Það er aðalfjöldin. Ég að segja að það er fjöldin sem við eigum ekki að taka rauninni telja með. Í þennan fjölda hælisleitina sem er alltaf verið að segja sér rosalega mikil. Hann er minni út af því að við eigum ekki að telja fólk frá Úkraínu með. Hann er rauninni verið minni líka því við ættum ekki verið að telja fólk frá Venezuela með af því að það var sérstök ákvörðun stjórnvalda, alveg nákvæmlega sem Úkraínu að taka á móti þeim. Þannig að afgangurinn sem er rauninni að fara í gegnum útlendingalögin, hann er bara, það er í nokkrum hundruðum. Umsóknum að fækka. Herðu, en hvað það? Já. Þá langar mér nú að tala eitthvað annað heldur en þetta, því þetta einn málaflokkur sem að við hérna bæði vinstri og hægri höndin við erum aldrei sammála og við getum verið að þusa þetta hér í allan dag. Þetta er ekki þúsundir, þetta eru 20 til 100. Það er áhugavert af því að við hófum nú þessa umræðu á því að ræða Bjarna Benediktsson. Það er áhugavert að þetta er eitt af þeim 3 málum sem að hann sagði að skipti mestu máli að eru þau afgreitt núna á þessu þingi og eitt af þessum 3 málum sem að varðaði mestu að færi í gegn og þess vegna með því réttlætti hann að meðal annars ekki væri blásið til kosninga þannig að hann vissi það vel eins og þessir 45.000 og 145.000 aðrir sem ekki nefndu að skrifa undir mótmælaskjalið en voru sömu skoðunar og þessir 45.000 að Bjarni veit alveg hver lítið umboð hann hefur til þess að vera forsætisráðherra þessara þjóðar en af því að þetta var eitt af þeim 3 sem hann nefndi þá svona langaði mig til þess að við myndum ræða það aðeins hér og segjum þá bara þeirri umræðu lokið en sko það er eins og með orkuna að í sjálfu sér steytir á skeri þar svolítið að það var eitt af þessum 3 málum sem að hann taldi brýnast að ná einhverju samkomulagi Það eru peningagræðgi öfni fyrst á fremst að verki Til dæmis þú sem borgarfulltrúi sósíalista í borgarstjórn í Reykjavík er umræða hjá sósíalistum í Reykjavík vindmyllur Nei, við hefum ekki tekið þá umræðu. Nei. Allavega ekki svo ég minn eftir, sko. En kaupir þú þessi, orku skorts rök sem hefur verið hamrað mikið á? Nei, við þurfum alltaf að rýna í, í hvað orkan fer og ekki endilega, þú veist, að búa
skapa meiri orku til hvers, þú veist, af hverju verið að tala að það þurfi eiga sér stað. Já. Nú ert þú þú ert væntanlega í beinu samhengi í beinu sambandi við bara fólkið í borginni. Þegar maður ræðir orku, þá hittir maður stundum fólk núna sem segir þetta gengur ekki bara með sundlaugarnar okkar og heitupottana. Við erum bara að fara að breiða við þá og nú verið að stytta opnatíma sundlauga með því verið að bregðast forvörn fyrir þeim unglinga. Að ég á sjálfur 16 ára strák sem að spurði mig daginn hvort við fullorðnir áttuðum okkur ekki á því að það væri mjög gott að hafa 16 ára krakka í sundlauginni alveg til 10 á kvöldin en ekki bara til 9 og við erum að verða að vitna að alls konar svona breytingum, þetta aðeins utan það sem við ræðum hér í tengslu við þingmálin en mér finnst svolítið sama þróun hjá borginni á því sviði sem að þú starfar hjá eða semst vinnur við mér svipuð þróun á Alþingi og hjá ykkur á Reykjavíkurborg að fríðindi sem áður voru til staðar fyrir svona allan almenning og þar á meðal bara það að við njótum þeirra gæða sem orkan, jarðhiti og annað færir okkur, að það hefur verið að skerða svona rétt almennings. Það þín tilfinning líka? Já, og við sjáum hvort sem það í sveitarstjórn eða umræður þinginu, þá þetta, þú veist, að meðan það verið að tala einhvern veginn svona andlega líðan, að það þurfa að tryggja einhvern veginn að við búum í samfélagi þar sem okkur líður vel og svona vera að huga mitt að líðan ungmenna, að þurfum við svona að efla forvarnir, að þá einmitt verið að skera niður og þetta eru minnum við 24 milljónir á ári sem að þá sparast eins og það kallað með því að loka sundlum fyrr helgar í staðinn fyrir klukkan 10 og þá það klukkan 9 af því það rauninni sett þessi hagræðinga krafa á öll svið borgarinnar að ná fram 1% hagræðingu þannig að sviðunum falið einhvern veginn að koma þá bara mæta þeirri tölu og skerða þjónustu með einhverjum hætti og þetta einhvern veginn varða lendingin og það líka verið að loka bókasöfnum í sumar og lendingin einhvern veginn að það þurfi bara að ná þessari hagræðingu fram það sé ekki að sleppa því, einhvers staðar þurfi að skera niður og þá þetta einhvern veginn lendingin þrátt fyrir það að alls konar svona félög og samtök að benda á að þetta muni bara kosta okkur meira til lengri tíma litið að þá þetta með mjög sérstakt, við erum að fá kynningar á líðan ungmenna þar sem kemur fram að þeim bara líður ekki vel og svo einhvern veginn erum við með allar þessar svona félagslega stofnanir sem við getum nýtt til þess að tryggja þú veist að ungmenni hafi einhvern svona greiðastað til þess að fara á, geti til dæmis verið án símans í sundi en þá einhvern veginn verið að skera niður þar og það aldrei verið að skoða kostnaðinn það allt látið bitna bara svona á almenningi hann á að greiða fyrir hann er bara látið greiða Já, til dæmis fyrir orlofs uppgjöri hjá Degi B. Eggersinni fráfarandi borgarstjóra upp og tapa 10 milljónir króna þannig að já, hagræðing hann upp á 24 einhvers stað verður að sækja peningana til borgarbúa til þess að greiða þessa ofur rausnalegu orlofs uppgjörs summu en hvað lítur á orkunni almennt og skorti þá rekin svona eins og hefur verið rekin hérna í borginni all mörg ár lóða skortastefna þó að sé allt hérna fullt af lóðum sem að hægt væri að rækta og koma hérna upp í Búðabyggð. Það ég var í atvinnuveganefnd og heimsótti nú til dæmis Landsnet og fekk að sjá ýmislegt sem að maður með ágætis útsýni og þar kemur meðal annars í ljós að þá fyrir 4 árum síðan þá var talið að væri 30% af framleiddri orku sem að kæmist ekki á markaðinn vegna þess að það vantar dreifikerfi það laska bæði vestur á Vestfirði og á Suðurnesin það skánaði nú með Blöndulínu þegar hún var styrt Blöndulína 2 og það skánaði líka þegar var styrt við Kröflulínu til Akureyrar þeir voru að kynda og en við erum að horfa upp á það að hafa verið að kaupa hérna einhverja stærstu oljutanka allara tíma til þess að keyra á olju verksmiðjur eins og Hornafirði og vestur og Ísafirði vegna þess að hér rekin þessi ímyndaða orkuskortstefna til að réttlæta hér vindmyllugarða til að einhverjir ævintýramenn moldríkir geti komið sér upp eitthvað öll viljum við hafa ljós öll viljum við geta kveikt á og þá bara reyna að telja okkur trúum það að hér sé einhver skortur á meðan við eigum að eyða í rauninni peningunum í að byggja upp almennilegt dreifikerfi
og nýta þá framleitu orku sem þegar til í kerfinu. Þannig að endalaust að röfla orkuskort, það bara ósatt. En klifja bara á þessu nógu lengi og allir eru farnir að trúa bullinu, sko. Það nú eiginlega þannig sem þetta virkar, en ég held nú samt sem áður að íslenskur almenningur sé ekki að kaupa þessi rök orkuskortin og sé fann átta sig á því að þetta vindmyllu garða ævintýri sem virðist vera hérna í uppsiglingu það sé eingöngu fyrir einhverja fáa útvalda sem eru með fulla vasa peningum og veit ekki hvernig þeir eiga fjárfesta eða hvernig þeir eiga hagnast á þeim og gera miljardana 10 að miljardunum 100 sko, inn á bankabókinni á tortóla. Já. En það var eitt mál sem fór í gegn sem hefur ekki mikið verið rætt og það eru heimildir lögreglu til að þú ert nú örugglega vel inn í þessu, Björn Leví. Dálítið. Já. Hann professional. Að sko, mér skilst að er það rétt skili hjá mér að eftir nokkra vikur eða mánuði þá sé ég bara vafra á internetinu og ég sé að skoða eitthvað dót á internetinu bara heima hjá mér, kvöldlegi og þá kann að vera að einhverjir íslenskir lögreglumenn sé að fylgjast með því hvernig ég að hegða frítíma mínum á internetinu og það hafi engar afleiðingar fyrir þá að vera að gera það sé breytingin sem búið að samþykkja núna með lögum miðað við daginn í dag eða gær eða fyrir helgina. Í hnótskurn, já. Er það? Það heimild fyrir lögreglu til þess að fylgjast með fólki á það sem kalla svona almannafæri í rauninni og þá á netinu líka. Ef að það ef þau hafa, já, það svona orðað man ekki alveg nákvæmlega. Þarf ekki rökstuddan grun? Nei, fólk þarf ekki að vera grunað neitt brotið eitthvað slegis. Það getur verið eins og hvernig hugum. Það megi hafa einhverjar ábendingar að fólk sé tengt skipulagðir glæpastarfsemi á einhvern hátt. Það undirliggjandi svona ástæðan sem að lögreglan þarf að hafa til þess að fara í rauninni eftirlit með bara almennum borgurum án frekari raka. Án þess að það sé endilega búið mögulega fremjabrot eða vita að brot sé í uppsiglingu eða neitt svoleiðis. Þetta varasamt? Rosalega varasamt. Þetta er aðför á þriðhelgi einkalífs. Þetta það? Ekkert flóknara það. Og með þessu átti að fylgja eflingu á nefnd með störfum lögreglu. Átti að fjölga í nefndinni og vera skilgreint þannig að það veri fullt starf og ýmislegt svoleiðis. En þau ákvæði voru einfaldlega felld brott með tillögu meirihluta við afgreiðslu málsins. Þannig að það komið þarna inn heimildinar til eftirlits og ég held að sko orðalagið eins og það var gagnvart í rauninni netumferð. Ég held að fólk og meirihlutin hafi ekki áttað sig á því hversu gríðarlega víðtækt það væri. Því að þegar það kannski verið að reyna að fylgjast með einhverju vefsíðu sem að kannski einhver sem að nota skipulagði glæpastarfsemi fer á. Það eru fullt af öðrum sem fara þangað og það eru fullt af öðrum gögnum sem fylgja því eftirliti. Þannig að mér finnst mikil tilhneiging núna, bara á síðustu mánuðum, meðal annars bara á þessu þingi, til þess að svona lögregluvæða samfélagið, til þess að skerpa skil á milli okkar og hinna, kynda undir ótta, almenningur ekki treystandi, almenningur hættulegur, mótmælendur eru hættulegir. Við sjáum lífvarðastóðið í kringum Bjarnaben eftir eina glimmergusu. Ég hef fengið ráðherra hingað í beina útsendingu að kvöldlegi á samstöðinni með 2 til 3 öryggisverði. Eins og við höfum séð sko, nú hefur við verið á mótmæli. Hvað í gangi? Þessi mótmæli og samstöð þetta viljandi sko. Einmitt fyrir Palestínu. Daldi verið að taka þátt þar og sjá einhvern veginn sko valdbeitinguna gagnvart friðsælum mótmælum bara mjög óveikjandi, þannig að mér finnst mikilvægt líka að ræða þetta í samhengi við ónauðsynlegu valdbeitingu því að það aðstæður eins og þegar það var verið að standa fyrir því að bílarnir getur eitthvað keyrt inn og út að ráðuneytunum að það er alveg aðrar leiðir ráðuneytunum, þau getur bara að fara aðra leið þau þurftu ekki að fara þetta í gegn. Mín spurning einmitt sko, talar þetta tvennt ekki saman? Vantraust, girðingar á milli almennings, almennra borgara og valdhafa
Erum við ekki að sigla inn í... Haldið í alvörunni að þetta sé sprottið upp úr engu? Ég trúi alltaf á hvað ég er að hlusta hérna. Haldið í alvörunni að þetta sé sprottið upp úr engu? Við erum að búa hér í gjörbreyttu samfélagi. Ég var með lögregluna á Húsavík hérna fyrir 3 vikum síðan, yfir lögregluþjónum allstaðar að landinu, þar sem í raun og veru er verið að leggja á borðið það breytta landslag sem við erum að búa við hér. Við erum að heyra hér á hverjum einasta degi, einhverju stungin í hálsin, kviðin, einhverstað. Við erum að sjá svo gjörbreytingu á öllu landslagi og lögreglumenn sem er í stórkostlegri hættu. Við erum að sjá það í þinginu þegar vorum að keyra upp úr bílastæðikellaranum á eldhúsdegi. Það voru bara fleiri lögreglumenn sem standa þar vegna það átti bara hreinlega að grýta í bílana og hefur náttúrulega verið gert í vetur. Við erum að fá Hver ætlaði að grýta í bílana? Það var þegar að Dilja og Mist og það lenda í því að það verið að grýta í bílana þegar voru að keyra upp úr bílastæðikellaranum. Þarna erum við að fá einstakling hangandi upp á svölum og annað slíkt. Við erum að búa við gjörbreyttar aðstæður og eins og lögreglan sagði þar, við, þeir eru að tala jú, það er búið að setja mikið af fjármagni í lögregluna til að reyna að efla lögregluna, en það er rosalega erfitt þegar að í raun og veru stór hluti og mun fleiri einstaklingar sem er að starfa innan lögreglunar eru komnir í rauninni að berjast gegn skipulagðri glæpastarfsemi og takast á við verkefni sem að við höfum ekki mætt áður, eins og til dæmis með þetta, hvað sem hann heitir þarna, Wong Kia, hvað sem hann heitir maðurinn, sem að var með þessa matsölustaði hér út um allt og fullt af fólki í mansali, með skipulagða glæpastarfsemi, með peningaþvætti og ég veit ekki hvað og eins og lögreglan segir, við höfum aldrei horfst í augu við þessa þróun og að halda það að svo þróun eigi sér ekki stað á Íslandi eins og hefur átt sér stað hér á Norðurlöndunum í kringum okkur er náttúrulega bara barnalegt. Við venjulega erum að uppskera það svipa sem gengur á hérna í Evrópu og löndunum í kringum okkur, við erum aðeins seinni á skútunni og 2, 3 og jafnvel 5 árum seinna þá kemur þessi bylgja til okkar sem að þau hafa verið að glíma við, en við virðumst alltaf þurfa að finna upp hjólið upp á nýtt. Ég segi bara fyrir mína parta, ég vil finna fyrir öryggi, ég vil virkilega gefa lögreglunni allt það umboð sem að mögulega hægt er til þess að mér líði vel í samfélaginu hér og með þessa piparúða sína og annað slíkt, þeir hafa náttúrulega lítið að gera gegn byssum og öðru slíku og kalla það friðsamleg mótmæli þegar er verið að koma í veg fyrir það að ríkisstjórnin geti haldið ríkisstjórnarfrið. En þorri almennings á Íslandi tengir mjög vel við forsætisráðherra Danmerkur. Þegar einhver ógæfumaður ræðst á hana á hjólinu og hún segir þrátt fyrir þetta atvik þá vil ég ekki að Danmörk breytist þannig að ég get ekki alltaf haldið áfram að fara bara á hjólinu í vinnuna mína. Sama í Noregi með útei. Akkurat. Og Inga er ekki orðið og seint að grípum á rassinn þegar er búið að skjóta þig? Er ekki betra að hafa einhver til þess að verja þig eins og með ráðherrann okkar hér? Býta aðeins, má ég aðeins svara því sem þú nefndir áðan. Ef við ætlum að fara að kasta frá okkur íslenska frelsinu því öryggi sem að hefur fylgt því að vera Íslendingur og því bara og þeim verðmætum sem felast í því að treysta fólki. Ef við ætlum, við erum þegar búin að því. Við erum þegar búin að því að gjörbreyta þessu samfélagi. Það liggur alfarið á borðinu. Það er eitt að vera með fjölmenningasamfélag og það er annað, get ekki ráði við það. Ef við erum að fá inn skipulagða glæpastarfsemi og annað slíkt, þá í rauninni virðist vera allt hérna bara grútmáttlaust og ég meina þegar lögreglan kom með skýrslu hérna til okkar fyrir 5 árum síðan, sem voru búin að kortleggja 9 hópa sem þeir vissu að voru með skipulagða glæpastarfsemi þau höfðu enga burði til þess að vaða í það og losa okkur við þetta. Það er þetta sem er að gerast, það sé undir heimaþróun sem að lögreglan virðist ekki hafa nokkur einasta burði. Við vorum að tala ráðherra og lífverði. Það er nauðsynlegt að hafa þetta alveg skýrt. Lögreglan er ekki að fara að berjast við skipulagða glæpastarfsemi með piparúðum. Nei. Ekki heldur með rafbyssum. Rafbyssunar og piparúðanir eru ekki gegn skipulagðri glæpastarfsemi. Nei. Þær eru gegn almennum borgurum sem eru í misgóðu eða slæmu ástandi. Þær eru ekki gegn valdafólki sem fer misgáfulega með lög. Þær eru í rauninni vörn fyrir valdafólk þegar allt kemur til alls. Þannig verið að vopnvæða lögregluna upp á í rauninni eigin öryggistilfinningu
valdhafa öryggistilfinningu, ekki öryggistilfinningu almenns fólks. Það sem þarf að gera til þess að efla öryggistilfinningu almennra borgara að lög virki líka á æðstu embættismenn, að lögreglan sé nægilega vel mönnuð til þess að sinna þessum verkefnum. Til þess vegna lögðum við fram breytingartillögu í fjármálaáætlun að auka einmitt rannsóknar getu lögreglunar, bara mönnun þar, almenna löggæslu, mönnun þar, til þess að geta sinnt einmitt bara þessum almenna verkefnum sem við eru ekki geta sinnt núna út af því að þær eru svo fáar. Út af því að þau eru þessu risa verkefnum sem að skipulagðri glæpastarfsemi. Já, en við erum ekki að vopnvæða lögregluna eins og gegn skipulagðri glæpastarfsemi. Við erum ekki að fara að gera það verkum að lögreglan fari einhvern byssuleik við skipulagðri glæpastarfsemi. Þannig virkar heldur ekki skipulagðri glæpastarfsemi. Við eflum það með því að efla rannsóknargetu lögreglunar, með því að efla mönnunina þar. Til þess að þau geti farið í þau mál. Þau eru ekki að fara að brjóta upp hurðir eins og í einhverjum bandarískum lögguþáttum með skambissur og haglabissur og handtaka einhverja skipulega glæpastarfsemishópa. Það virkar ekki þannig. Þannig að við erum á rosalega rangri leið með það hvernig við erum að tækla þessi vandamál. Þetta eru vandamál. Það enginn að afneita því. Hvernig við leysum þau hins vegar hægt að gera með svona valdslegri framkomu sem á einhvern veginn að búa til öryggistilfinningu en ekki býr ekki til öryggistilfinningu fyrir neitt nema þau sem hafa völdin. Og býr þetta ekki til stærri gjá á milli almennings og ráðamanna að vera einhvern veginn með þessa vopnvæðingu, að vera með þessa fjarlæg og einhvern veginn segja, þú veist, með girðingum bara við lítum á hóp sem eitthvað samankomin að kalla og hrópa og berjast fyrir réttlæti fyrir ákveðinn hóp. Að það sé einhvern veginn hættulegt. Þú veist, það óþægilegt þegar þú heyrir fólk kalla kannski í marga klukkutíma og það getur truflað vinnufrið en það engin ófólkin í því. Þú sem stofnaðir stjórnmálaflokk við eldhúsborðið heima hjá þér með að skrifa eina Facebook-færslu, Inga, þú kannski ættir manna best að vita hvað viðbragð almennings til þess að gera eitthvað við ástandi sem að við sættum okkur ekki við. Já, ég veit það. Almenningur almennt þorir ekki lengur í bæ, að hópur almennings geti gert það sama og þú gerðir þegar þú stofnaðir ykkar ágæta flokk. Til Guðsnánsins það nú endi staðar. Að það má ekki verða svo tilfinning almennings að það sé bara best að líta undan og leyfa þeim bara að ráða þessu öllu. Þá erum við bara leiðin inn í einhver svona lögregluríki og allt öðruvísi í Ísland heldur ég minnist. Og ég held að hvort tveggja getur verið rétt. Það sem þú talar sem við sjá tiltekina glæparhengja og við að taka það alvarlega en hitt sé ekki síður mikilvægt að við göngum út frá því frá móti kvölds að fólk sé gott og Ísland sé öruggt. Já, lögreglan hefur náttúrulega og hver og einn hafi rétt til þess að segja sínu tjáðu mér á sínu tíma þarna á Húsavík, þá hefur lögreglan þurft að taka rosalega mikið af sínu mannskap í þetta breytta umhverfi skipulagðra glæpastarfsemi mansals og allu sáróði sem að verður þess valdandi eins og Björn Leví bendir á að lögreglan í rauninni og fámenn til þess að vera sýnileg og meðal okkar. Hún þó svo Ég held að þurfi að bæta við hátt í 400 lögreglumönnum til þess að mæta í rauninni þörfinni með hvað við erum mörg með 2 milljónir ferðamanna og allt það sem að gerast til þess að lögreglan geti verið sýnileg. Ég held að það sé líka stór, það þarf ekki að koma byssu á lögregluna vegna þess að það hefur sinn fælingamátt ef að lögreglan sýnileg fyrir okkur og hefur alltaf haft, sjáu það bara þegar þeir að keyra og hratt eða eitthvað bara þarna þeir að mæla og þá bara dregið úr hraðanum, enginn vill láta taka sig og sekta sig fyrir hraðan akstur ef hann kemst upp með að kortleggja þannig þeir að skjóta á mig Stytting vinnuvikunar drap íslensku löguna. En ég ætla að nefna ég veit ekki hvað það en það vantar stórlega sýnileika myndi ég segja og ég vil að lögreglan hafi allt það umboð og alla þá möguleika sem hún mögulega þarf á að halda til þess að geta varið og verndað okkur og þá alls þeirra reglum sem hefur lagalegar heimildir til að beita fólk líkamlegu ofbeldi. Það þarf að passa upp á að það sé ekki rangt með farið þar. Það þannig í gegnum tíðina þá hafa komið upp mjög alvarleg tilfelli þar sem að þessu
þessari lagalegu heimild til þess að beita líkamlegu ofbeldi hefur verið misfarið með hana. En Inga, ert þú sátt við að sjá lífverði? Ertu sátt við það að Bjarni Benediktsson sem lífverði inn á Alþingi sem bara heilagt í öðrum Norðurlandaríkjum og engin getur verið þannig? Ef að honum líði þannig, þá vildi ég frekar að hann væri á lífi heldur en að hann Hann drefst ekkert inn á þingi. Það er ekki svar við spurningunni. Jú, ég meina við vorum með mann sem hékk hérna utan á svölunum og við erum með fólk sem fer upp á svalir og við vitum ekkert hvað er að gerast þar. En það er þingið sem að hefur íslenska þjóðvegi þóttir taki eitt og eitt mannslíf og þóttir séu eins og þeir eru sko. Og ég segi bara að þú byrgir ekki brunnin þegar þú dóttir en þingið hefur stjórn á öryggi innan þingsins. Lögreglan á ekki að koma þar nálægt. Nei. Það býr til lögregluríki ef að lögreglan allt í einu farin að vera inn á þingi og eitthvað skipta sér af málum þar. Nei, það er utan þings, já. Það er utan þings, þá eru þau bara fyrir utan þingið og passa það. Passa enginn fara inn. Ekki enginn fara inn. Ég meina enginn sem væri kannski vafa samur. Það er bara þannig, en inn á þingi. Er ekki leita á fólki áður maður fyrir inn? Þarf maður ekki, þú mátt ekki fara með tösku upp eða hvernig virkar þetta? Ekkert rosalega mikið samt. Nei, það er ekki leita á neinum. Það er bara alveg ótrúlegasta fólk sem vappar hann inn. En ég vildi aðeins nefna með sýnileikan. Þú sýnileika lögreglunar og einmitt svo ég tala aftur mótmæli og samstöðufundi. Núna helgina það var samstöðufundur fyrir Jassan, 11 ára strák með föllin sem á Vísulandi frá Palestínu og lögreglan þetta mjög sýnileg þarna við kirkjuna og þetta er hópur sem að stendur þarna saman á Austurvelli og sko er það besta ráðstöfun á starfsmönnum lögreglunar að það sé sendir hópur til þess að þá greinilega fylgjast með grátandi mótmælendum sem eru að reyna að gera eitthvað til þess að þessi drengur geti fengið að vera hér áfram á Íslandi. Þú veist, er það einhvern veginn besta ráðstöfunin að lögreglumenn sé einhvern veginn staðsettir fyrir framann bara hóp sem er samankomin til þess að standa með fjölskyldunni. Af því ég sé ekki af hverju, þú veist, lögreglan, hún hlýtur að hafa verið send út af þessum mótmælum. Og mögulega önnur lykilspurning í þessu. Væru allir þessi lögreglumennana ef allir sem væri mótmæla hefðu íslensku sem fyrsta tungumál? Einmitt. Ég man ekki betur heldur að það hefði verið svolítið búsáhaldabyltingunni. Ég man ekki betur, sko. Ég man ekki betur heldur að lögreglan, hvort sem að við vorum í Eyjum eða Galtalæk eða hvar eina annar staða sem er, heldur að lögreglan vildi vera sýnileg og öllum útihátíðum og annars líkt til þess að reyna að grípa inn í ef eitthvað færi úrskeiðis. Ég veit ekki alveg hvaða sýn þið hafið á því og kallið það bara lögregluríki ef á að reyna í rauninni að standa einhvers staðar til þess að bregðast við eitthvað fyrir úrskeiðis. Ég átta mig ekki alveg á því, sko. Hvað er enginn að segja það? Og ég bara þakka fyrir lögreglun og ég þakka fyrir hún er sýnileg, hvar sem er, hvenær sem er, þar sem að fólk hópast saman, þó það sé í friðsæmum tilgangi, þá getur einn einstaklingur í þeim hópi orðið þess valdandi, allt í einu verður það ekki þannig lengur og það er aðeins orðið og seint að grípa rassinn þegar við erum búin að fá allt í buxurnar. Þannig að ég segi nú bara, ég átta mig ekki á samræðinni. Ef ég á að segja ykkur alveg svo er. Ég átta mig ekki á samtalinu að blanda þessu við íslenska ríkisborgara eða hvort þetta vera öðruvísi ef þetta vera erlendubergi brotið. Við höfum haft lögreglu alla tíð og við höfum haft hana til að verja öryggi á útisamkomum og öðru slíku þar sem fjöldi fólks hefur komið saman og ég vil bara gjarnan halda því áfram og mér er alveg sama að hvaða þjóðerni fólk er þegar það koma margir saman. Ég vil að lögreglan sé sýnileg. Til þess er hún að fá kaup. Til þess er hún ráðin. Það er ekki það sem við erum að tala sko. Jú, var enda við að segja það. Ég meina, hefði þetta verið svona, ef þetta hefði bara verið fólk sem hefði verið Íslendingar komið þarna saman, hefði löggan þá verið sýnileg að sjálfsögðu. Það hefði ekkert verið óeðlilegt að það væri kannski einn lögreglumaður þarna sem einhvers staðar til hliðar. Það hefði líklega ekki þurft meira og það er ekkert óeðlilegt í neinum mótmælum að það væri kannski einn eða tveir lögreglumenn á mótorhjóli sem að væri einhvers staðar aðeins til hliðar. Ég held við getum allavega öll verið sammála um það þótt við höfum ólíkar skoðanir á því sem er að gerast og okkur finnst það misskuggalegt þá held ég getum öll verið sammála um það að glimmergusan, þótt glimmerið væri bleikt eða rautt að það hefur verið notað sem réttlæting á alls konar svona íþyngjandi úrræðum sem hafa verið sem hefur verið komið á stað til þess að verja valdafólk og verja það og halda því frá almenningi. Og bílana þeirra, verja dauða hluti eins og ráðherrabíla. Og ég held að það sé gott Inga, þótt þú sért
ósamála einhverjum hér við borðið, þá held ég sé gott að við ræðum þetta vegna þess að ég held að þetta sé ekki eitthvað sem við eigum það er allt í lagi að ræða málin og glimmer gussan sem þú kallar, ef þetta hefði nú verið sýra til dæmis það hefði geta verið þá hefði það bara verið allt annað mál og þá værum við að ræða það sem mjög alvarlegt mál það var komið mjög alvarleg mál það var komið mjög skelfileg og alvarleg mál við verðum að gera greinarmun á glimmeri og sýru við verðum bara að gera okkur grein fyrir því að hér komið bara hefð fyrir því að annarhver maður sem hníf í vasanum og jafnvel börn niður í úlingar eggjanum sem var kastað hérna fyrir einhverjum árum og skýrinu sem var slett það hefði getið verið sýra líka, það var það ekki hvernig breyttust þið eitthvað við það? Nei, það verða og eru alltaf mótmæli misfriðsamleg og mismikil borgaraleg óhlýðni og við verðum að bera ákveðna virðingu fyrir því ég allavega er þannig að ég vil byrja brunnin áður en dettur ofan í við megum ekki hunsa ábyrgð valdhafa í þessu það er ákveðin framkoma valdhafa ákveðið skeytingarleysi gagnvart gagnrýni sem að við erum að upplifa og það gerir fólk eðlilega óþolinmóðara og þau verða að ótta sig á því að með því að hunsa gagnrýni meira og staðfastar og meira að þá mun fólk verða óþolinmóðara og það hefur þau áhrif að fólk talar hærra í mótmælum það skvettir meira glimmeri, þá meira skýri en stigsmunurinn úr því að fara yfir því eins og sýruð eitthvað slegis ekki á borðinu. Nei. Förum aðeins að framtíðinu núna. Þið eruð komin í þing, hvað segir maður? Eru þið í sumafrí? Eru þið í þingfrestun? Það er fundarhlé. Það er ekki nefndarfundur og þingfundir en við erum náttúrulega bara að vinna í okkar málum og undirbúa næstu þingmál sem eru auðvitað hluta af ykkar vinnu. En þið komið aftur saman í hvað, september? 10. september. Og þá hefur sumarið sennilega liðið, við gefum okkur það á þess að þessi ríkisstjórn hafi sprungið en við nefndum á þann að það kvarnast alltaf meira og meira út úr henni Vinstri græni voru að missa einn af stofnendum hreyfingarinnar sem var held ég þingmaður í 12 ár og var að þingmaður núna búin að vera í VG í 25 alveg frá stofnun, einn af stofnfélögum og menn eins og Ólafur Harðarsson þeir hafa sagt að Vinstri grænir þyrftu kannski eina vonin fyrir þá til þess að lifa lengur væri þeir myndi finna eitthvað prinsipmál til þess að sprengja finnst ykkur það líklegt að næsta haust þegar þið farið aftur í þingsal og við gefum okkur að stjórnin að lafa fram að því finnst ykkur þá líklegt að það verði heilt ár í viðbót eða haldið að Vinstri grænir muni sprengja næsta haust? Nei, það verður flókið að búa til fjárlagafrumvarp þessa árs næsta árs í rauninni núna með framsóknarflokkin í fjármálaráðuneytinu það verður mjög áhugavert að sjá hvers konar bitlingar fara fram og tilbaka þú heldur að verði bitlingar góðir kjörtumapotið, hvort það verður í fjárlagafrumvarpinu sjálfu eða afgreiðslu fjárlaga nefndar, það eins og var síðast svo þessi landsfundur Vinstri grænna í október þar sem þá að kjósa formann, nýjan formann eða sama formann sem búin að vera gegna núna eða hvað það verður þau verða væntanlega með einhvers konar uppgjör þar ef þau koma ekki með einhvers konar uppgjör gagnvart þessu stjórnarsamstarfi á þeim fundi af því að þarna eru þau að kjósa forystunarunni fyrir næsta kjörtímabil að þá verður það mjög undarlegt ég held að það verði mjög mikið svona miklar mótsagnir einhvern veginn í því svona þeim útskýringum sem þau ætla að gefa til þess að klára þetta ríkisstjórnarsamstarf sem þau ætla síðan alls ekki að halda áfram með. En Svandís Svavarsdóttir lausnin við vanda Vinstri grænna inn í framtíðina að þínu mati? Nei, alls ekki. Eins klár stjórnmálamaður hún er að þá held ég að það sé bara röng pólitík sem er bara gömul úreld pólitík sem hún er rosalega klár í. Já, ok. Hvert er þitt mat á þessu Inga? Þú lítur að fylgja svona spennt með örlögum Vinstri grænna eða eitthvað? Ég veit nú ekki hversu spennt ég er sjáðu til en það er mjög athyglisvert auðvitað að hvernig í rauninni kjarnin er hreinlega að yfirgefa heimahagana þannig að það eru ræturnar þeirra sem eru að molna niður og þeir þurfa að reyna að sækja í þær aftur og eins og ég segi, ég veit náttúrulega hvað kemur, ég tek undir með Birni Leví, það verður ákveð uppgjör á þessu landsþingi þeirra í október, þau flýttu því náttúrulega út af þeirri krísu sem ríkir þar innan búðar. Mánuð. Þannig að
Já, það var ekki meira. Nú var það, ég held bara hreinlega alltaf verið að tala um flýta og flýta þannig eins og venjulega fjölmiðlum, maður heldur alltaf að sé eitthvað real, eitthvað alvöru. En ég held sko, það er tvennt sem kemur til greina, annars vegar að það verði þá uppgjör þarna í haust, það sem sagt, heyrðu, við verðum að gefa okkur tíma, við verðum að gefa okkur 1 ár til þess að reyna að ná í ræturnar og byggja eitthvað upp og allt það og sína það með nýr formaður segir við höfum ekki verið á réttri leið, við áttum aldrei að fara í þetta langa samstarf með Sjálfstæðisflokknum, þetta er að verða allt og stór biti að kyngja fyrir okkur til þess að bara hreinlega geta lifað af, annarkvæmt verður á svoleiðis eða þau hanga á þessu, þanga til í rauninni að valdatíðinni líkur, ég býst við að verði klift á það þá í næsta vor, ég er ekki vissum að þau ætla að fara alla leið án þess að hafa gert sko upp við Sjálfstæðisflokkinn að einhverju leyti en þetta er búið að vera mjög athyglisvert. Hvernig ætlaðu að ná í ræturnar sínar og nýja rætur í samstarfi við Sjálfstæðisflokkinn? Ég bara veit það. En Inga, er samfylkingin svarið? Er hún það sem þessi þjóð þarf? Mun allt breytast með því að samfylkingin mun, ef hún heldur áfram með himinskautum, tekur 20-50-30% að fylgi næsta ár segjum í kosningum, mun allt breytast til þess betra á Íslandi? Nei, í fyrsta lagi held ég náttúrulega að samfylkingi sé að toppa allt og snemma og formaðurinn þeirra Íslands eina von sé ekki alveg eins frábær lausn eins og kjósendur jafnvel halda. Samfylkingin er einn partur af þessum fjórflokk sem hefur náttúrulega setið við völd oft áður eða ekkert oft áður, hún er ekki það eldgömul en allavega hana, hún var bæði fyrir hrunstjórn og eftir hrunstjórn, það er samfylkingin sem að reisir hér skjaldborgina peningaöflin og setur milljarða í SPKF og sjó og almannatryggingar og meðan að fólk var borið út úr húsum sínum og boðið ofan af því í þúsundavís. Sko, ég trúi því ekki að gullfiskaminni þjóðarinnar sé það öflugt að þau haldi það að einn einstaklingur geti í rauninni gjörbreytt öllu því áliti sem kjósendur hafa á samfylkingunni almennt sem að var það að þau voru að berjast fyrir lífi sínu 2016. Það er Logi Már sem að óvart vaknaði hérna daginn eftir kosningarnar 2016 og þá hafði hann allt í einu verið sá eini sem að var kjördæmakjörn og tók inn með sér 2 uppbótarþingmenn, þeir fengu þá hvað, 5,6 eða 7%. Sko, þeir voru þá við það að þurrkast út, þjóðin og kjósendur voru að mótmæla því hvernig þau hefðu komið fram við samfélagi, það náttúrulega lá á borðinu í eftirhrunstjórninni og voru að mótmæla því. Ég held að þessi sko uppsveifla núna er að eins og Björn Leví líka bendir á, sko kjósendur fólki okkar er búið að fá nóg af ofríki og nóg af sko bara kúun á millistéttina, á fátækt fólk, á unga fólki sem er að reyna að koma sér þak yfir höfuði. Við erum, fólk er búið að fá nóg af því og það verður alltaf að finna sér einhverja vonarstjörnu. Áður var vonarstjarnan Katrín Jakobsdóttir, við skulum ekki gleyma því. Það er ekkert mörg ár síðan að Katrín Jakobsdóttir með sitt bjartabros var í rauninni Íslands eina von og fólk var bara vildi 70-80% þjóðarinnar sagði í könnunum að það vildi sjá hana sem forsætisráðara og hitt og þetta og ég er að segja að það þarf að segja að fylgisaukning samfylkingarinnar sé fyrst og fremst persónudýrkun frekar en byggð á ekki bara persónudýrkun því þau þerkja Kristrún akkurat ekki neitt. Ég er að segja að það þarf að finna einhverja eina vonarstjörnu og ég er að segja að það er verið að veðja á hana. Já. Sanna, það hefur verið mál manna hér við Rauðaborðið síðustu vikur að samfylkingin sé að færast til hægri. Ertu sammála því? Já. Er alltaf færast til hægri? Ekki sósíalistar. Ekki sósíalistar. Einmitt, þessi áhersla í málefnum innflytjenda í útlendingamálum þar sem það er eins og ný forysta bara talið aldrei gegn stefnunni sem er til staðar eins og þessi nýja forysta sé að taka svona öðruvísi ákvarðanir heldur en flokks meðlimir er að kalla eftir og sjáum kostuðu bæjarfulltrúa úrsögn úr flokknum og það er eins og þessi umræða virðist ekki fara fram innan flokksins við sjáum þetta er komið allt í einu fram það minnir svolítið á Sjálfstæðisflokkin ég held sko, ég hef heyrt menn á trúnaðarskeiðinu þar sérstaklega fá sér í glas að þeir segja manni í stundum frá þingflokksfundum þetta er rosa mikið bara svona einn vilji, einn rödd og allir bara láta lítið fara fyrir sér
ég held að þetta sé orðið svolítið keimlík stemning á milli Samfylkingarinnar og Sjálfstæðisflokksins að gagnrýni út ekki vel séð og það er ekki rosalega virt lýðræðið inn í flokknum. Þú veist líka að þú ert að byggja upp hreyfingu þá gengur það ekki upp til lengdar að þú ert að treysta á einhverja svona sín formanns og varaformanns eða svona forystunar að ég myndi halda að þú myndir vilja byggja upp svona öfluga hreyfingu í tengslum við þá annað fólk sem er í flokknum og grasrótina og svona byggja dálítið upp starfið út frá með því að hlusta og taka tillit til þess sem að flokksfélagar að segja og ég man eftir umræðum hvað var það á hvað heit þessir árlegir fundir, aðalfundi Samfylkingarinnar þar sem að það var leitast við að koma hvað tillögu eða ályktun í gegn flokks eða landsfundur, alls þar fulltanöfnum alls konar og mér skilst að það hefur verið sett inn í nefnd á vegum flokksins sem þá í flokksstarfinu þannig að maður spyr sér bara líka þú veist, þetta veit ég ekkert hvernig umræðan fer þarna fram en hún virðist ekki vera mjög djúp þessi mál og það náttúrulega getur ekki verið gott ef það ekki verið að taka dýpri umræðu hlutina og stefnubreytingu og og þeir eru að tala ríkisstjórnina, ég held að hún muni þetta reyna að hanga saman bara eins lengi og hægt eftir allt sem hefur gengið á og þá eru þau ekkert eitthvað að fara þau vilja ekki fara í kosningar nei, þú veist, þeir hljóta vilja bara einhvern veginn klára þetta en það er aldrei að vita hvað gerist. En mér finnst áhugavert að því ég byrjaði nú að fylgjast með Alþingi sem þingfréttaritari það var nú bara einhvern veginn á 9. áratug síðustu aldar. Hvað er hún gammal? Nei, djók. Ég er 60 og ég var ekki nema 19 ára þegar ég byrjaði í blaðamennsku, þannig að ég er eiginlega búin að vera 40 ár í blaðamennsku. Og mér finnst núna mjög áhugavert að Samfylkingin mælist með svona mikið fylgi án þess að vera að hjóla í Sjálfstæðisflokkinn. Því að það er einhvern veginn bara, það virðist vera bara mjög mikil friður þarna á milli og jafnvel daður. Og það eru margir þingmenn sem að telja líklegra að Samfylkingin ætla að halla sér að Sjálfstæðisflokknum frekar en Framsóknarflokknum. Það gerðist 2007. Já. Það var svona einhvern veginn á þeim tíma var það svo kannski svona náttúrulega hjónaband heldur en að núverandi ríkisstjórn kannski að einhverju leyti. Þetta voru svona 2 stærstu flokkanir þá og það var þessi svona valdsmannslega pólitík, svona mjúka valdsmannslega pólitík, það sem átti að vera umræðu stjórnmál og ýmislegt svoleiðis en umræðunar voru raun og veru bara teknar inn í einhverjum litlum hópum og ef það kom einhverjar tillögur úr þessu svona því sem að kallaði kannski víðtæku lýðræðislegu samráði að ef að þær henduðu ekki fyrir litla herbergið þá var það bara stungið í skúffu allt kom fyrir alls. En mér finnst þetta bara áhugavert að maður skildi ætla að Bjarni Benediktsson og Sjálfstæðisflokkurinn lægi bara frekar vel við höggi vegna ýmissa mála. Ég meina þess vegna sækja það þangað. Já, en Samfylkingin segir lítið og heldur sínu miðflokkurinn, hann tútnar svakalega. Hann sækir á Sjálfstæðisflokkinn. Hann sækir á Sjálfstæðisflokkinn, þið töluðu á... Og Framsókn náttúrulega, það eru margir Framsóknarmenn að færa sig aftur heim til Simma, virðist vera. Ykkar flokkar, 2 eru svona, þeim gengur ekkert frábærlega í skoðanakönnunum, en þeir munu halda velli, væntanlega. Við erum á þessu svona róli sem að höfum verið í ansalega tíma, en það er... Og við höfum verið sterkari núna, í skoðanakönnunum heldur við voru fyrir síðustu kosningar. Við höfum aldrei mælst eðlilega miðað við það sem við fáum upp á kjörkossum og kannski er það út af því að við erum með það fullorðið fólk mikið sem styður við okkur sem að tekur ekki þátt í skoðanakönnunum og er líka duglegra að mæta á kjörstað. Þannig að við erum að fá svona venjulega 3-3,5% meira í raunverulegu talningunni úr kjörkassanum heldur en skoðanakannanir gefa til kynna daginn fyrir kosningar. Og viljið þið bæði fara í ríkisstjórn? Er það alveg skýrt? Já, það liggur náttúrulega algjörlega fyrir að ef maður ætlar að ná einhverju gegn þá verður maður að fara í ríkisstjórn. En mér finnst bæði Píratar og Flokkur fólksins svínvirka, ef við getum sagt svo, í stjórnarandstöðu. Við erum með öflugt aðhald á stjórnarandstöðu. En hún er köflóð þessi stjórnarandstöðu. En ég held að Samfylkinguna dreymir það að fara í bara 2 flokkastjórn, sjálfstæði, Samfylking. Þannig þurfum við ekki að taka 3. hjóli með, að vera það powerful, vera það kraftmikil, að þau fái 30% og hinni kannski 25% og þau fái bara hreinlega góðan meirihluta. En hvað varðar stöðu þeirra í dag, þá höfum við líka tekið eftir eins og þú bendir á, það er ekki mikið verið að tjá sig málin. Þau passa sig á því að reyna að sigla svona lignan sjó og styggja engan.
ég tel að þeir búið að draga svona djúpt inn andan eins og þau gerðu leið og þau fóru að sigla upp, þá hljótu að vera köpnuð ef að kosningarnar verði ekki kannski fyrir en annað haust. Það getur ekki verið að nokkuð geti haldið svona lengi niður í sér andanum án þess í rauninni að þurfa að koma upp á dekk og segja hver raunveruleg stefna þeirra eru. Íslenski kjósendur ekki alveg það einfaldir í róðinu. Það hlýtur að vera. Ég þetta pínu hæna og eggvandamál hjá okkur. Eins og í rauninni að þá ekki hægt að gera neina breytingar nema í ríkisstjórn. Þannig að því leyti til að þá teljum við alveg nauðsynlegt að fara í ríkisstjórn. Á Alþingi ræður öllu eða engu, eftir því hvort þú ert í minnihluta. Nákvæmlega. En á sama tíma þá viljum við beita valdinu öðruvísi. Við erum í kjarna okkar valddreifingar flokkur. Hvernig það gengur að fá aðra flokka í lið með okkur í því að breyta þessu, af því að þetta ákveðið bara... Katrín mat ykkur óstjórntæk 2017. Já, ég met hana bara óstjórntæk á móti með hvernig fór. Sagan sem slík sýnir nákvæmlega það að mínu mati, hvernig þessi óstjórnirinn hefur verið hérna á undanfarnum árum. Þau segja að þetta sé svona eiga stjórnardóti. En ég segi nei, þetta er nákvæmlega dæmi það hvernig farin illa með vald. Já. En líkt og blaðamönnum er svona hægt og rólega falin flóknari verkefni. Kannski eins með þingmenn og nýja flokka á Alþingi að það getur verið gott fyrir þá fyrst að vera í minnihlutanum og þurfi 1 eða 2 kjörtímabil til þess að verða góðir stjórnar meirihluta flokkar. En með aðeins bara hvað að vera góður, þú veist bara auðvitað þarf maður að setja sig inn í málinu og kannski að koma nýrinn og allt þetta og svona vill aldrei geta gagnrýnt aðeins utanfrá og sumir flokkar kannski fara ekki beint í ríkisstjórn og gera málamiðlanir sem að kannski bara ganga frá flokknum. En þetta hugtak mér það svo athyglisvert að vera stjórntækur, hver setur það fram á hvaða forsendum, því það bara að þú kunnir að einhvern veginn þegja og ég vil bara ekki vera með þér. Mér það bara athyglisvert og stjórntækur, hvernig það sett fram og í hvað samhengi. Það oft notað sama líka, það ekki breið sátt stjórnarskrárbreytingar, það að því að breiða sáttin inni felur ekki Sjálfstæðisflokkin, þá það þetta svona mótsögn oft í sjálfu sér. Og þetta sjónarhornir mjög ofarlega. Já, og þetta er það sem kallast svona í fræðunum að ramma inn umræðina. Að ég ætla að setja þessar forsendur fyrir því að hvernig á að tala hvernig ríkisstjórn og vald virkar og svo framvegis. Og allt sem utan þess bara ekki til umræðu. En við erum að reyna að vekja athygli á því að það sé hægt að gera hlutina á allt öðru sé hátt. Alveg yfir í miklu beinna lýðræði meðal annars. Hvað er mikill munur strax ef við værum með minnihlutastjórnir eins og í Danmörku? Til dæmis. Það sem við þurfum að labba á milli, það sem er ekki alveg á borðinu, alveg sama hvað ríkisstjórnin kemur með, við erum alltaf í minnihluta. Við töpum alltaf þeim leik á meðan þetta svona, þetta formið eins og það er. Það þingræði. En eins og þá ráðherraræði. Algjört. Og ég vil ekki ganga inn í þannig ríkisstjórn það sem ráðherraræði. Þannig á þeim forsendum vil ég ekki fara inn í ríkisstjórn. Eru ráðherrarnir strengjabrúður atvinnureka? Og fjármagnseigendur? Já. Ekki allir. Flestir, já. Já, margir. Þetta eru hagsmunaaðilar. Við skulum átta okkur á því að það eru fullt af hagsmunahópum út allt sem eru að tana fram sínum hagsmunum með mishárri röddu og þegar allt kemur til alls að þá eru það þingmenn sem eiga einfallega að greiða atkvæði samkvæmt sinni sannfæringu. Það eina hæfnikrafa þingmanna. Ekki að vera sérfræðingar og stjórnmálamenn eða pólitík, ekki vera lögfræðingar eða hagfræðingar eða tölunafræðingar eða neinir fræðingar í neinu, nema bara í eigin sannfæringu. Og við erum alltof lélegirinn í því að komast að því hver raunveruleg sannfæring frambjóðenda. En þetta fyrirgeðu það í gríp fram fyrir þér, en Bjarkey og það sem hún sagði Jón Gunnarsson, að því ég stundi þig, akkur stuður þú mig ekki? Þetta er vandinn í hnotskurn. Þetta eru gömlu lélugu stjórnmálin sem við þurfum að losna við. Þetta langflestir þingmenn á þingi eru þarna af góðum. Sumir sögðu, ég skil alveg hugsa. En langflestir þingmenn eru þarna af góðum hug, vilja vel. Er það? Já, algjörlega. Ég skal bara kvitta undir það gagnvart langflestir. Hver man ekki? Svona 50, alveg upp í, alveg nálgast 60. Já, en það eru nokkur sem ráða. Og það er þeirra sannfæring sem ræður þegar allt kemur til alls.
og bara svona til gamans að tala óstjórntækur af því að Sanna velta þessu fyrir sér sko, þegar verið að segja ef Katrín segir, þú veist, þau eru óstjórntæk eða flokkur fólks eru óstjórntæk og það út af því að þeir sem kalla aðra óstjórntæka þar að þeir óttast að viðkomandi ef hann fer í stjórn og þá mun hann rugga bátnum. Nei, þá mun hann fylgja eigin sannfæringu. Já, þá mun hann rugga bátnum, einræðistaktika bátnum og mundi ekki vera til friðis, þannig að það væri bara alveg hræðilegt að fá svona hugsjónafólk í ríkisstjórn sem í raun og veru selur ekki sál sína fyrir einn einasta sól. Ég var spurður í síðustu kosningabaráttu að það yrði svo rosalega erfitt að vinna með okkur Pírötum af því að við höfum svo mikil prinsip og svona fyrir ekki snúa stjórnmál ekki prinsip. Er það ekki sannfæring fólks sem að þau leggja á borðið fyrir kjósendur og segja ég vil banna sem sagt hvalveiðar af því að þær eru bara brot á lögum dýravelferð sem eru góð lög. Ég vil ekki lögregluríki, ég vil passa upp á tjáningafrelsi og friðhelgi og þetta eru En nafni, snúa stjórnmál ekki blöndu á málamiðlunum og prinsip? Verður ekki alltaf að vera einhvers svona bland? Þegar á hólminn komið ef þetta á að halda ef það á að halda eitthvað sem heitir stjórnarsamstarf, þetta nú bara eins og í hjónabandinu, maður náttúrulega giftist einhverjum töffara og það ekki þar með að við séum algjörlega að deila heila, það náttúrulega liggur algjörlega á borðinu og þegar eru ólíkir flokkar, við erum 8 flokkar á Alþingi Íslendinga og þó að einhverjir eru samnefnararnir, einhver staðir getum við öll verið sammála eitthvað vonandi og jafnvel sum okkar all mikið en svo greinir okkur á og það sem að skipti mestu máli það að vera heiðalegur þegar þú ert að koma fram fyrir kjósendur og segja ef þú setur X við F eða P eða S eða hvað sem þá það þetta sem þú ert að kjósa þá það þetta sem þú færð og þetta er það sem ríkisstjórnarsamstarfi skemmir það eru þessum málamiðlanir sem að snúast það að hluti af ríkisstjórninni þarf að ganga gegn prinsipin sin samstarf ekkert nema rauninni ákveðin virðing gagnvart samstarfsaðilum og þú verður þá að sýna samstarfsaðilum þá lágmarks kurteisi að láta þau ekki ganga gegn sínum prinsipum. Þess vegna hlýtur að ganga best ef eru líkir flokkar sem að í rauninni veljast saman þó þessu ekki sammála allt og þurfi ekki að vera í rauninni að semja alla skapaða hluti. Ég með það geta alveg verið ólíkir en þá nærður rauninni bara færri sameiginlegri sannfæringu að. Eins og þessi hjónabandsamlíking, þú veist, að gera svona málameilanir og komast að sameiginlegu niðurstöðu og tala sér niður á niðurstöðu en þú ferð ekkert og breytir allan persónuleika en þegar þú veist, giftist einhverjum og bara nú ég ný manneskja því það það sem að makinn vill, þú veist, það gengur ekki. Nei, það algjörlega ómögulegt að kenna þessum gömlu hundum að þegar maður búin að búa með þeim álu saman algjör löngu Ég fekk á mig gagnrýni fyrir að kalla þetta svona ákveðið heimilisofbeldi þetta sýndi þetta ríkisstjórnarsamstarf sýndi öll einkenni heimilisofbeldis og þessi stjórn löngu skilin á borð og sæng Það varst að velja óstórt orð þá að mati þeirra sem gaggríndu þig Vissulega, en ég stend alveg fullkomlega við þau það er þetta að fara í tæknilegu skilgreiningar og sjá hótanirnar sjá í rauninni það er verið að hliðra hlutum og snúa út úr og gaslýsa þetta eru allt einkenni einmitt ofbeldis innan sambanda og það var góð skýrsla ekkert fyrir löngu síðan sem var að fara yfir þessi 8 stig eða 7-8 stig sambands erfiðileika og þau uppfylla alveg fyrstu 4-5 auðveldlega En Sanna af því að við erum búin að sitja lengi og ræða hér málin og það búið að vera mjög gaman við höfum aðeins náða að rífast sem fínt og vonandi höldum við því áfram en svo líka bara búið að vera margt lærdómsríkt og gott sem að þið hafa lagt fram á borðið og við á samstöðinu er bara mjög þakklátt ykkur öllum og öðrum sem að hafa komið hér á þessum þingvetri til okkar úr ranni pólitíkurinnar og borgarmáluna en Sanna þú ert að spá í að bjóða þig fram til Alþingis næsta ár, ekki satt? Jú, ég er svona hlusta á félaga mína og mér heyrist þetta að vera viljinn, þannig að ég er alveg kannski þessu ári? Já, opin fyrir því. Kannski þessu ári. Já, kannski bara þessu ári. En svona hvað sæir þú
hverja sæir þú fyrir þér sem þína uppáhalds svona, hvað maður segja samstarfsmenn, já, samstarfsflokka náttúrulega þau sem að eru til vinstri já. Og eru það í alvörunni. Hverjir eru það? Það einmitt síðan stóra spurningina því þú ert með stefnu flokkana og svo ertu með praxís hvernig flokkarnir starfa þannig að það ekkert hægt að segja þú veist þessi flokkur er svona því að maður verður bara að sjá einhvern veginn hvernig talsmenn er að tala og stíga fram já. Hvernig það verður mun eitthvað breytast í aðdraganda kosninga Hvernig skýrir þú það að þið dansið oft nálægt línunni en þið farið ekki upp yfir þetta 4-5% mark samkvæmt skoðanakönnunum og hvað ætlaði að gera til þess að ná inn fólki á þing? Ég held bara að við sjáum þessa meginstraums fjölmiðla þá einhvern veginn eru sósíalistar ekki nefndir þegar að vera að fjalla afstöðu flokkana til ýmissa mála. Við erum ekki inn á þingi en við erum samt sem áður með skoðanir og stefnumál sem við höfum sett fram sem einhvern veginn ekki vitnað í þessu svona heildarsamhengi eins og þegar það verið að segja þú veist afstæða flokkana til ýmissa mála þá kemur okkar afstæða ekkert skýrt fram þannig að þú veist þetta eru þetta bara hvernig tekum maður þátt í umræðinni ef maður ekki með þingmann þannig að við þurfum bara að vera öflugir því að vekja athygli á okkar stefnumálum og hvað það sem við leggjum áherslu á. Inga, 9. flokkurinn á þing, hvernig litst þér á það? Það er bara gaman, það er alltaf gaman saman og ég segi bara lýðræðið er okkar dýrmætasta gjöf. Já. Og í raun og veru þá getum við sagt að það er mikið vald sem kjósendur hafa á kjördag og það eiga allir að nýta sér þá gjöf vegna þess að við búum að því við getum losa okkur við valdhafa á þess að þurfa að hrinda þeim fyrir björg við bara kjósum einhverja aðra við bara gerum það með atkvæðinu okkar stundum eru 4 ára ansi lengi að líða já þau eru nefnilega það og þess vegna sýnir fólk náttúrulega líka og ég ekki að segja það ég sé ekki sammála því að ég hrópa á þetta lið alveg fullum fetum og ég meira sem er mjög hávar og hrópa á það meira segja úr ræðustólum og lesin pistilinn en ég meina og skil það vel en hins vegar eins og ég segi þá hlakka ég bara til á næsta kjördag og ég myndi náttúrulega bara alveg gleðjast mjög mikið yfir að sjá hana Sönnu með okkur þarna inni og hún hefur fullt erindi þangað eins og sósíalista. Það er nú ekkit flóknar en það. Flottir. Ég, Sanna, Inga og Björn, Levi, nafni, langaði að segja eitthvað. Já, bara fagna því að fá fleiri flokka, ólíkt sumum valdaflokkunum sem að vilja einmitt takmarka lýðræði hvað þetta varðar. Einmitt. Okkur vantar meiri fjölbreytni og stærri lýðræðislega rödd. Það dregur frekar úr þeim tennurna nefnilega. Já, þau vilja breyta kosningakerfinu þannig að í rauninni gefa minni flokkum minni líkur á komast á þingi. Þeim finnst svo rosalega erfitt að starfa á þingi með marga flokka. Að fer fyrir hagsmuna rekstrinum þeirra. Við þvælumst fyrir. Ég myndi vilja sjá ríkisstjórn utan stjórnflokka í rauninni. Hinn hlutan fjórflokkin í góðum minnihluta og aðrir flokkar myndu koma og sinna þessu aðeins. Tukta þetta aðeins til. En kæra þakkir fyrir að koma til okkar í þennan síðasta þátt af þinginu og við ykkur áhorfendur góðir vil ég líka bara segja takk fyrir samveruna síðan við hlóðum í þennan lið. Við vonum að ykkur hafi fundist hann skemmtilegur. Hann hefur verið ólíkur frá viku til viku en ég held að allt bendi til þess að við tökum aftur upp þráðinn næsta haust eftir 10. september þegar þing kemur aftur saman. Væntanlega sér svo Gunnar Smári næsta rétt á ykkar borð. Hvernig getur við réttlætt að 60% Eflingarfólks eigi erfitt með að ná endum saman? Efling stéttarfélag. Barátta fyrir betra lífi. Ertu á leið heim úr vinnu? Stilltu á FM 89,1. Já, við ætlum að tala aðeins söguna eða kannski svona hérna týndu sögu. Sigurður Gylfi Magnússon, professor í sagnfræði kom hérna daginn og við vorum að fjalla bókaflokk sem hann er með sem að sumuleyti er svona tilraun til þess að draga fram týnda sögu eða týnt fólk sem við höfum ekki séð áður í sögunni og í samtalinu okkar að þá ákvaði það að reyna að halda áfram á þessari braut svona í sumar á samstöðunni hérna við þetta rauða borð og hingað er komin Sólveig Ólafsdóttir, doktor
Dóttursritgerðin sem hét Vald og vannmáttur 101 saga á jaðri samfélagsins. Hún það sem að væri kallað í dag, fatlað fólk, var ekki kallað kannski þá, í sögunni. Það sem að þú ert raunverulega að horfa á stöðu þessa fólks og þar alveg með samfélagið sem að það bjó í út frá sjónarhóli fatlara. Já, og þetta náttúrulega svolítið snúið verkefni til að byrja með að þetta verður til, þessi ritgerðin og hugmyndin verður til inn í rannsóknarverkefni sem var mjög þverfaglegt og kallað fötlun fyrir tímafötlunar, disability before disability, og það í raun og veru segir bara það sá titill á verkefninu segir töluvert af því að við förum þarna, reynum að fara aftur fyrir hugtaki fötlun. Þannig að við bara byrjar alltaf á þessu, ég er að skrifa fólk sem við myndum kalla fatlað fólk í dag. Sko ef við myndum fara í einhverja orðsíðafræði og reyna að finna hvernig orðið fötlun verður til, að þá þýðir það í upphafi að vera forfallaður eða bilaður. Eitthvað sem að, þú ert ekki, það er ekki eitthvað... Gallaður einstaklingur. Já, en ekki gallaður. Uppfyllir ekki. Aðalega það er bara, þú ert forfallaður. Getur ekki unnið. Já, en þú er bara tímabundið. Og meðan, eins og þetta bilaður, það er hægt að laga þetta. Þannig að fatlaður hlutur og er bilaður hlutur sem hægt er að laga. Fatlaður maður er bara forfallaður af því að hann komst ekki í þetta skipti, hann geti komist seinna. Þannig að þetta hugtak fötlun breytir mjög mikið merkingu bara þegar er farið að nota það fötlun. Og þá í staðinn fyrir orð sem voru verri og meiri fordæming í hugtökunum. Já, og ég meina þetta er náttúrulega, þarna kemur því að fötlun, það sem ég er að reyna að gera er að spyrða saman tvo kema tveggja fræðigreina. Annars er ein sögu sem er kemi innan sakfræðinar og svo gagnrýnin fötlunarfræði sem er ekki kemi en sem hluti af þessari fötlunarfræði. Fötlunarfræðin er risastórt þetta er risastórt risastór fræðigrein með marga undirflokka. Og þessi gagnrýna fötlunarfræði er miklu tengdari hugvísindum heldur en þessi hefðbundna félagsvísindalega nálgun. Má ég byrja að spyrja frá fötlunarfræðinni? Já. Er þá hugmyndin með því að vera að skoða þetta, er það hvernig samfélagið leit á fólki þessari stöðu áður en að nútíma skilgreiningar koma og líka hvernig það leit sjálft á sig? Bæði gætu við kannski fundið eitthvað sem að kannski við höfum mist, en kannski myndum við frekar sjá eitthvað sem er ennþá í hugtakinu, sem á sér raunverulega djúpar rætur sem við ættum kannski að höggva. Já, þarna er þetta einmitt og þetta er að leita rótana. Þetta er náttúrulega bara sifjafræði Foucault og það er náttúrulega það sem ég hef verið að vinna með bara í síðustu áratugi. Að einmitt að skoða þessar rætur og leið að reyna að hafa einhvers konar áhrif á samtíman, að kalla þetta frelsandi rannsóknir. Það er hugtak sem kemur úr þessari gagnrýnu fötlunarfræði. Ég ætla mér að hafa áhrif á samtíman og hugmyndafræði samtímans með því að skoða fortíðina. Og þá dregur þú fram náttúrulega alls konar skugga heima eins og Foucault gerði svo sem. Og þá kemur kannski komið í ljós að ástæðan fyrir því að við viljum halda fötluðum niðri og ekki hleypa að borðinu, að vera ákveða örlög þeirra á þess að hafa þau með, er kannski byggt á einhverju djúpri tilfinningum að þau séu eiginlega röskun á sköpunarverkinu og þessu ógn við okkur Það er alls konar draugar sem að koma þarna upp. En draugarnir eru sem er á lífi í dag. Já, en draugarnir eru líka bara svolítið hluti af fræðigreininni. Og af því að ég er náttúrulega fyrst og fremst sagnfræðingur og í hugvísindum og fötlunarfræðin hefur verið meira svona inn í félagsvísindum og þá rek ég mig svo oft á þennan mun, til dæmis að stæðstu fordómarnir sem ég hef upplifað fordómar fötlunarfræðinar gagnvart fortíðinni.
þessi einfalda hugsunum það að allt hafi verið vond í gamla daga. Þessi asnalega framfara trú sem við erum oft með í nútíma. Allt ómúlegt í gamla daga og við erum svo sannarlega á réttri leið. Nákvæmlega. Og þar lendi hlýtur allt sem við gerum vera á leiðinni til fullkomnunar. Já, og þú veist að það fyrst var ekkert og svo verður allt og þú veist eins og það hafa aldrei orðið lykkjur eða einhvers konar þetta. Og ég til þess í raun og veru að díla við þetta, þá þurfti ég svolítið að finna upp hjólið, að finna mér í raun og veru einhvers konar gangvirki. Og ég mjög verseruð í skjalasöfnum og bara þekki þau, bara skjalasöfn, opinber skjalasöfn mjög vel. Þetta vel við inn í ríkinu? Já, þetta bara, þú veist, eins og ég segi, svona þessi í raun og veru, þetta bókhald sem haldið er heillandi á allan hátt. Og við höfum hér á Íslandi, þrátt fyrir það hafa ekki búið við einhvern infrastruktúr að ráði fyrir en bara upp úr seinni heimsstyrjöld, að það infrastruktúrun okkar þetta bókhald hins opinbera á einstaklingunum. Og þetta náttúrulega, þú veist, þetta hluta til þessi hugmyndum það að hafa taumhald. Hið opinbera að reyna að hafa taumhald og hafa stjórn og það að reyna að hafa skikkan og galskapinu og við bjöggum lengi vel við svolítið svona ströng lög þessa skyldu einstaklingsins innan samfélagsins að vera undirgefin, þetta ofsalega stíft hierarki og bara, þú veist, vistabandið og bara allt þetta og líka hvernig kerfi, hið lútherska kerfi hefur virkar. Við erum með hreppana og svo erum við með sóknir og stundum þetta kerfi reksta hvort á annað og stundum vinnur það saman. Og ég segi alltaf bara, og stundum spilaðu þeir bara, þú veist, Lomber, presturinn og hreppstjórinn eða eitthvað álíka, en sama kannski, og svo voru það á árekstrarnir. Við erum með þá þessa hálf opinberu embættismenn sem eru oddvitar eða hreppstjórar eða hluti af hreppsnefndinni. Hreppurinn þetta elsta fyrirbæri sem við búum við, stórkostlegt kerfi og ég var svo mikið til að þú veist, að því þið meira hampað. Endurist. Já, bara hampað í, til dæmis eins og bara í sagnfræði kennslu og námi og í raun og veru bara niður í gegnum sögu kennslu annar staðar. Af því að, þú veist, þetta er frumstætt, en þetta samt svo skiljanlegt. Frumhlutverk fátækra framfærsla. Að framfæra þeim sem ekki geta framfært sér sjálfur. Og svo erum við með kerfi, þú veist þú ert framfærslu skyldu gagnvart foreldrar þínum, börnum þínum, skyldfólki þínu og svo framvegis. Smátt á smátt minnkar þessi áherslu á fjölskylduna og hreppurinn tekur þá alltaf meira og meira við. En fyrsta verkefnið var að lyfta hinum fátæku, ekki kannski lyfta þeim, en að brauðfæða þau. Þetta minnir mig, þú veist að segja þetta, þá minnir mig á í svona mannúðartímanum í pólitík Vesturlanda í eftirstríðsárunum að þá finnst mér að sumuleyti svona hinum formlegu stjórnmáli vera hápunktur þegar Johnson Bandaríkjaforseti segir í ræðu sem hélt í Ann Arbor ef ég man rétt að eina forsenda fyrir því að við myndum formlegt samfélag á millum okkar er að lyfta upp þeim sem eru veikir og fátækir. Og þetta er eiginlega hreppshugmyndin uppalega. Já, í raun og veru og auðvitað bara þarna hefur hann náð kannski einhvern svona kjarna. Ég myndi ekki skalla þetta að lyfta upp en þetta er í raun og veru bara svolítið að halda fólki á lífi megin við gröfina upp að ákveðnu marki. Og talandi þegar að þú ert, þetta er sem sagt, þannig að það sem ég er að vinna úr eru opinberar samtíma heimildir en ég er að lesa þær á forsendum þeirra einstaklingar sem fjallað sem að var ekki ætlum þeirra sem að skráðu þetta? Nei. Því að þeir voru að halda skikki á mannskapnum? Já, og við viljum að muna eftir því að það eru manneskjur á bakvið
prófastinn, prestinn, biskupinn og svo framvegis. Hið opinbera er líka sem sagt, undir því með sama marki brennt og bara allir einstaklingar að fæðast, lifa og deyja. Og en á einhverjum tíma þá eru þið bara settir yfir aðra og geta í krafti þess einmitt skrifað eða yrt á eins og ég kalla það. Ég kalla sem sagt þessar umsagnir hins opinbera yrðingar. Og þá ég að nota það sem svona orð, þú veist að það er bæði verið að yrða á, til dæmis eins og í hver skipti sem að presturinn kemur og húsvitjar og skrifar smá athugasemdir hvern og einn á heimilinu, þá hann að yrða á hann. Og í gegnum þessar yrðingar ég að reyna að lesa hvernig viðkomandi einstaklingur bara hafði það í lífinu og ekki síst tilfinningalega. Og þegar þú ert kannski komið með svona litla yrðingu á hverju ári og kannski, þú veist, svo koma prestanustu bækurnar með athugasemdir við skírn og fermingu og giftingu og dauða og sko innkomnir og blottuttir og allt þetta og svo koma og þeir sem í raun og veru skila hvað mestum yrðingum eru þeir sem trufla samfélagið mest. Og það er oft fólk sem við myndum kalla fatlað fólk í dag. Sem að fittar ekki inn í svona mótilið. Já, eða þá sko bara þarf sérstaka umönnun. Til dæmis er mjög áhugavert að nota í raun og veru bara framfæsluna, hvað er verið að borga með viðkomandi. Þú veist, til þess að velta því fyrir sig sko, hvað hann var mikill baggi á sínu samfélagi. Og af því að við erum að reka þetta, eða var þetta að rekið í þessum litlu einingum sem er hreppurinn, eða þá sóknin, að þá erum við með, þá erum við með svo nálagt því hvað í raun og veru, hvað það þurfti. Segjum það að meðal ársframfærsla einstaklings var 360 fiskar og ef það þurfti mannin með viðkomandi þá þurfti að borga 360 fiska til viðbútar. Mannin með sem að því þá til gæslu? Já, til gæslu, ég meina, þú veist. Og unga barn þarf mannin með sér í fóstrunni. Og svo eftir því sem að barnið vex og getur farið að vinna sér til matar og þá lækkar þetta. Og svo þegar viðkomandi í raun og veru, sko, þetta er metið á hverju ári. Hvað getur þú í raun og veru gert? Og svo þegar þú ert komið með fólk sem truflar samfélagið, þú veist, hefur bara þau áhrif að eins og ein vinkona mín hér og nafna í bókinni einu af þessum 101 einstaklingum, hún sem sagt var látin ganga milli bæja í hreppnum sínum í 60 ár. Hún mátti ganga aldrei... milli bæja, hvað þýðir það? Það er ekki daglega? Nei, það mátti, hún gat hvergi. Eins og ári? Nei. Oftar? Miklu oftar. Þannig hún hafði ekki fasta búsetu, heldur var bara komingað, fekk að vera í nokkra daga, fekk að borða og var ítt í burtu til þess að halda áfram. Og í raun og veru, og þetta er af því að hún var svo mikið ódresi og Hvernig er maður ódresi? Það er nefnilega málið, mér langar mikið til að vita hvernig maður er ódresi. En hún var andstyggileg og lýsingarorðin, yrðingarnar þessa konu eru öll í efsta stigi. Og þú veist, þeir eiga ekki, þetta er ekki bara einn hreppstjóri eða einn oddviti, þeir eiga ekki nógu sterk lýsingarorð til að lýsa því hvað hún er ógeðsleg. En að því hún er ógeðsleg og ódresi, að þá fær hún öfurlega minni aðbúnað og minna skjól og verður þar að leiðandi erfiðari við það? Já, ég meina þetta er það, hún gengur á milli bæja í hreppnum og getur, það er alveg bara, samkomulag innan hreppsins að enginn þurfi að vera með hana meira en 3-4 nætur. En þú verður hins vegar að taka við henni og brauðfæða hana einhver tíma. Já, og svo er þetta. Þannig að hún er á sameiginlegri framfærslu allra í hreppnum. Já, en samt og bókhaldið er fært. Þannig að það er í raun og veru Hún var 3 daga hjá mér, 4 daga þér. Og það þýðir það að þessi margar fiskar eru þarna, þannig að þú veist og bókaldið ég meina þetta bara færist á mínuskladdan í gagnvart útsvarinu þínu, sko.
þannig að sko, og mér finnst svo stórkostlegt að geta sko, líka lesið þetta út úr bara þessu bókhaldi, þessu frumstæða bókhaldi, það sem í raun og veru það allt fært. Svo þegar þú kemur sko dánabús, ef þú ert svo heppin að það eru til dánabús uppskriftir og svo framvegis, það sem þú bætir við í raun og veru þessum upplýsingum til dæmis eins og bara þennan bæ sem að þessi nafna minn kom á og var í 3-4 nætur ef að þú veist, þú getur séð í raun og veru hvernig þetta heimili var bara statt, þú veist, fjárhagslega. En þú getur séð hvers konar heimilið voru sem að tóku við inni og hvar hún fekk að vera lengur og skemur og borið það saman við efnarslega stöðu heimila. Já, til dæmis. Og hvað kemur út úr því? Sko, þetta til dæmis kannski í raun og veru svona afleiða af þessu. Þetta er kannski svona næsta skref. En á sama tíma þá er þetta bara bætir þetta við. En það sem að, sko, fyrsta spurningin mín, rannsóknarspurningin var svo, get ég þetta? Er þetta hægt? Það ná utan um þetta. Já, og líka, er þetta fólk, get ég í raun og veru nota þessar opinberu samtímaheimildir til þess að varpa ljósi á líf þeirra í alvörunni eða einhvern veginn sanngildi þess og tilfinningalíf til þeim. Hvernig hafði fólki það? Þegar þú varst að segja þetta áðan að þá var ég svona hálf kumsa þegar þú sagðir að þú getur notað þessar yrðingar, prestana og sýslumannana til þess að segja stöðu samfélagsins og þeirra og tilfinninga þeirra. Já. Og það var spurning sem ég átti eftir að bera upp. Sko. Hvernig getur þú fengið það? Ef það er ekki til mig nema það sem að presturinn og sýslumaðurinn eru að punta hjá sér í einhverju í fordæmingu á mér og minni stöðu. Hvernig veistu hverja mína tilfinningar? Já, þarna eru nokkur góð dæmi og þarna þegar maður talar tilfinningalíf og tilfinningar fólks og þá ég að vísa í svona, svona hugtakaskilgreiningar sem tengjast sögu tilfinningana og Barbara Rosenwein, mín góða abbadís í Ameríku, hún kallar þetta tilfinningasamfélög, emotional communities og það þar sem að ég næ þessu, hún hefur notað einmitt svolítið þessa en hún náttúrulega á miðöldum þannig að hún að lesa miklu eldri gögn heldur en ég en þá ertu sem sagt að nota þetta til að skoða svona ákveðin stef segjum það að við séum með náttúrulega bara taka eitt alveg konkrétt dæmi Margrét Arnljótsdóttir fædd 1834 í Reykjavík það í raun og veru fyrst í raun og veru ekkert til þess að gera merkilegt við hennar nema að pappinar deyr og mammenar hún bara stingur af norður í land og skilur eftir sig á framfærslu Reykjavíkur 2 börn og þau eru bara í góðri vist til þess að gera og það ekkert bendir til þess að fátækranemndin í Reykjavík hafi haft einhver meiri áhyggjur af þessu. Drengurinn vex upp og í raun og veru hefur það eina upp á hann að klaga, hann varð homópati og var ekki með leyfi og þú veist, var eitthvað svona, þú veist, eitthvað að káfa í einhverjum lækningum og sem læknum þótti ekki gott. En smátt og smátt þá rinnar það upp fyrir mér að þessi kona, þess að hitt barnið þegar hún að vaksa upp, að það eitthvað meiri háttar mál í gangi. Þegar hún að nálgast þetta sem að náttúrulega það sem að mann oftast mestu upplýsingunum í kringum ferminguna eða í kringum uppfræðsluna og ferminguna. Þá í raun og veru fókuspunktur prestana og þá prófastana oft mjög mikill á einstaklingana. Af því þetta fermingin vegabréf inn í fullorðisárin og þú í raun og veru gerðir afskaplega lítið ef þú varst ekki fermdur. Og ekki bara getu barnanna heldur líka innrættið þeirra. Já. Og þetta náttúrulega bæði hegðun, hlýðni, þú veist það hvernig þú í raun og veru hvernig þú haga þér inn á heimili, þetta allt saman undir vökulu auga þarna á meðan þú ert að læra hverið utan að og í raun og veru það verið að undirbúa þig fyrir ferminguna sem var ekkert, sko, þetta var alvöru mál og fram eftir öllu. Þó að við tökum þetta bara sem einhverju svona bara góðu partíi, þú veist, já. Einhverju manndómsvíkslu, við erum að tala allt aðra hluti þarna. Þá kemur það náttúrulega í ljós að hún dvergvaxin
og presturinn fyrir að hafa og þetta er dómkirkjupresturinn af því hann náttúrulega í annari stöðu heldur en aðrir prestar á landinu en hann hefur mjög miklar áhyggjur af framtíð þessara stúlku og að nota í raun og veru húsvitunarbækurnar og þegar hann að fylgjast með uppfræðslu hennar notar húsvitun til þess að velta fyrir sér framtíðanar og þá koma mjög miklar upplýsingar hana, aðstöðu hennar, hvernig hún skal ég segja þér hvernig henni gengur og hún auksamlega að fylgja fóstursystur sinni eða hún alin upp sem ómagi á heimili þar sem að jafnaldra hennar og það svolítið gaman að spila bæði þetta tvennt saman og hvernig hann talar uppeldissystrurinnar og svo hana og svo hann að nota þetta það það þurfi að koma henni í einhvers konar í þá uppfræðslu hún geti notað þó hendurnar sér til framfærslu og en á sama tíma þá mjög miklar upplýsingar til lífið í Reykjavík sögur af sérkennilegu fólki en það hvergi minnst á þessa dvergvöxnu konu hún virðist ekki hafa truflað samfélagið í Reykjavík nokkuð skapaðan hlut, hún bjó bara mjög miðsvæðis, henni var ekkert haldið frá og ég get alveg séð það fyrir mér og hún hafi bara verið svona bara eins og einn af krökkunum og svo bara og hún vexli, hún með bara hefðbundin dvergvöxt, myndi segja á þess að ég fari út í skilgreiningar á því sem eru miklar en hún í sjálfu sér bara hann hefur áhyggjur af þessu og svo fylgir ég því í gegnum bókhald fátækranefndarinnar í Reykjavík hvernig henni komið til mennta í einhvern ákveðin tíma og hún og þá sér maður að framfærslan meðlæði með henni minnkar af því hún hefur þá getað gert eitthvað sjálf til handana af hverju hún fötluð, af hverju fylgist hún ég meina dverg, það eitthvað að dvergum dvergvaxi fólk myndi bara segja nei, það ekkert okkur við erum bara, það ekkert að hvenær verður hennar dvergvöxtur föllun getur ímyndað getur svara því hvenær Þetta í hug þú veist að segja að það er unnið til handana að það þýði að hún getur unnið svona innivinnu að hún sé talin vera of veikburða eða lítið afl í henni til þess að geta unnið svona út á engjum eða öðru slíku. Já. Hún ráði ekki við hrífu eða eitthvað slíkt og þetta til handana sé ekki þessi eitthvað að fótunum á henni. Nei. Þetta frekar að hún sé þá notu til þess að prjóna og sauma hún fyrir og lærir að sauma sko. Það er nú kannski það sem er svona kannski áhugavert. En beint til huggulegra innivinnu eins og verið sagt í dag, má ekki vera úti. En getur ímyndað þér bara svona af því ég veit að þú hefur ekki lesið ritgerðina, að ég hveti sérstaklega til þess vegna þess að ég bara hveti alla til þess að... Það er örfun í þessu samtali að lesa þetta. Já. Ég var meira svo hugsað með oss að tala, hvort við getum ekki einhvern veginn bara fundið leið til þess að draga þessar sögur fram ein og eina. Þessar 101. Já, því það er þær. En ég ætla bara settu þið bara í spór yfirvalda í Reykjavík. Hvenær í raun verður dvergvöxtur Margrétar að föllun? Getur ímyndað þér? Líklega með skilgreiningunni þarna við ferminguna? Nei. Nú? Það verður þegar hún rófrísk. Þegar hún rétt tæplega 30 og þá sem sagt kemur bréf frá ljósmóðunni í Reykjavík til landlæknis það að hún telji það að Margrét geti ekki átt barnið með eðlilegum hætti sem hún gengur með. Þarna hún ennþá í raun og veru ómagi inn á heimili á í raun og veru á að vera í öruggu skjóli en eitthvað hefur gerst að hún verður þarna ófrísk þannig að það segir mér líka eitt að hún hefur ekki verið alltaf inni. Nei. Og þetta bréf þetta er náttúrulega bréf frá ljósmóður sem embættismaður líka til landlæknis og þá sem sagt bara þá grípur hann til sinna ráða og hún sem sagt að burði kominn og hann
hefur lesið keisaraskurð og hann þess að vilt svo heppilega til að það hérna franskt herskip í höfninni og það herrlæknir borð. En herrlæknir getur nú alltaf verið góður í keisaraskurði? Nei, þann franski herrlæknir hafði heldur ekki gert neitt annað heldur en að hafa lesið þeim á. Og svo er sem sagt lýsing, mjög nákvæm lýsing til af þessum skurði og í raun og veru og lýsing á henni og í raun og lýsing á þessu öllu saman, þannig að ég veit töluvert hennar tilfinningalíf í þessum hræðilegu aðstæðum. En þetta sigursaga gagnvart læknisfræðinni af því að þeim tekst að í raun og veru skera Margrétu upp og ná barninu lifandi og hún lifir skurðin af. En svo fylgir því sagan að hérna, það er ekki sagt á hvaða hurð hún var skorin og við vitum að aðstæður í Reykjavík á þessum tíma það var ekki spítali og það var ekki neitt þannig. En samkvæmt bæði hérna franska herrlækninum og landlækni og í raun og veru þessu þá var þetta hinn fullkomni sigur. En svo náttúrulega fór hún eitthvað að hósta nóttina og það hérna umbúðurna færðust eitthvað úr stað og hún deyr úr hérna bara lífhimnubólgu á öðrum degi. En hún lifði ekki af? En hún lifði af. Nei, hún lifði það nefnilega ekki af. En var það þannig sagt frá læknisfræðinni að hún að lifa vegna þess að hún dó ekki á hurðinni? Já, hún dó ekki á hurðinni. Og þá er sigursagan þannig að við náðum þó að bjarga barninu lifandi. Hún hafiði kennt barnið hérna dönskum manni sem var farinn af landi brott. Og þannig að barnið sem sagt fæðist á hreppin fæðist til fátækranefndarinn í Reykjavíkur og deyr 6 mánaða í fóstri upp í Mosfellsveit. 6 mánaða? Já. Þannig að barnið döði mikill á þessu tíma? Já, en þegar maður hugsar þetta sko eftir áhyggja af því þetta er fyrsti keisaraskurðurinn. Þá hefur verið skrifað nokkur sem þetta út frá læknisfræðilegu sjónarhorni. Sem sigur. Sem algjör sigur. Og þetta með þess að þeir skrifa saman hérna landlæknir og franski herrlæknirinn í franskt læknatímarit. Ég á bara einhvern veginn alltaf eftir að sko, að því ég les ekki frönsku þá hérna, ég hefði mjög mikinn áhuga á að vita hvernig sú útfærsla er. Ég veit hvernig hún er sko til danska áskýrsla landlæknis til Danmerkur. Ég hef hana og ég veit hvernig hann skrifaði þetta sjálfur. En það setur eftir spurningi samt, hvernig veist tilfinningar hennar eða þessa fólks sem að hérna, yfirvöldin er alltaf að skrifa en þau hafa, það er náttúrulega möguleikja einhver af þau sem hafi rödd í bókinni þinni, einhver hafi skrifað eitthvað. Ég í raun og veru hef eina rödd. Eina rödd? Ég hef eina rödd. Sem 101. Já, og það er nefnilega svolítið merkilegt. Nei, það er nú kannski ekki alveg rétt hjá mér en svona, þú veist, ég get allavega, það er eitt svona alveg sko gott dæmi. Og það er kona sem er fædd mállaus og heyrnarlaus fyrir norðan og aðeins eldri heldur en nafna mín og Margrét. Og aftur gerist það, þú veist, maður fær ekkert neitt mikið að vita hana nema hún er bara mállaus og heyrnarlaus og ég er á hreppnum og ég er samt alltaf á, það er nefnilega eitt af því sem maður getur lesið það er hvað fólk fær að vera lengi á sama bæ. Það segir mjög mikið til það og oft er einhvers konar yrðingar sem sagt, hegðun, atferli, mótlæti og eitthvað svona í hérna hreppsbókunum. Þú veist það því þeir þurfa að taka svolítið á þessum málum líka. En þá er ég komin í það, þess viðkomandi hérna kona, mállaus og heyrnarlaus, hún hérna eignast barn. Og hérna kennir sem sagt bónda sinni einum á bænum sem var yngri en hún við barnið og hvernig gerði hún það af því hún var mállaus og heyrnarlaus. Einhvern veginn hefur þó náðst einhver samband við hana, einhver sem hefur skilið hana eða eitthvað og hérna þetta með meint málleysi og heyrnarleysi þessara konu er svolítið svona, þú veist, mótsögn í þessari sögu
og ég geti alveg talað hana í 3 klukkutíma, en ég ætla að segja bara, þegar hérna, þetta í raun og veru, hann viðurkennir ekki, hann gengst ekki við barninu, þannig að það þarf að kalla til yfirheyslu, og það þess að sýslumaðurinn kallar að hann verður að setja dóm heima hjá þessu fólki og það þarf að yfirheyra alla og þar með mála heyrnarleysu kona sem eignaðist barn fyrir 2 dögum og hérna það þarf að yfirheyra hérna bónda og svona, það þarf að yfirheyra bóndan, það þarf að yfirheyra þá sem voru á heimilinu og svo framvegis. Svo þegar maður leggur alla þessana og af því að ég er með hérna þennan vitnisburð mál og heyrnarlausu konunar sem að stendur fast á því að hann hafi haft við sig samræði og hann neitar því og hún segir nákvæmlega hvar það var, hvenær það var og hvernig. Nei, hvernig segir hún það? Já, það er nefnilega málið. Þetta er bara skrifað alveg bara, þú veist, yfirheysla. Og það eina röddin sem þú ert með frá fólkinu er rödd mállausu konar. Já. Hún náttúrulega eins og gerist alltaf að hérna, sagan er, þetta málið fer þannig að þau eru bæði sem sagt dæmd í sekt fyrir þetta og hann í raun og veru gengst við barninu af því hún er með boðið að sverja eið en hann vill ekki sverja eiðin vegna foreldra sinna og sóknarpressins. Hann vill ekki sverja rangan eið. Þannig að í staðinn fyrir það, hann gengst hann ekki við barninu, hann í raun og veru, en hann afneitar ekki. Þannig að hann er í raun og veru dæmdur. Hún er dæmd líka og barnið er tekið af henni og hún er flutt í burtu. Og þegar hún er flutt í burtu þá flytur hún í aðra sókn og þegar hún kemur inn í þá sókn, þá segir hún sóknarprestinum þar og það kemur fram, hún segir hvorki geta heyrt talað og það ekki sé hægt að kenna henni neitt gott. Hún segir þetta sjálf. Já. Málið er miklu áhugaverðara fyrir vikið því að þetta fer til aðra dómstigs og fyrir landsyfirrétti þá er hann sýknaður fyrir það, hann er dæmdur fyrir það að hafa hérna haft samræði við hana en hann er sýknaður fyrir það að það stendur hvergi lögum að ekki megi hafa samræði við fatlað fólk eða heyrnar og mállaust fólk. Hún er hérna... En var ekki í lögum þarna að það mætti ekki hafa samræði við fólk utan hjónabands? Já, við erum að tala þetta er sem raun og veru, argumenti var þetta. Reglurnar sem að voru hér giltu ekki búfénað og fatlað fólk? Nei, þetta er miklu flóknara, já en nei, en þetta er flókið. En aðalmálið er, hann er dæmdur, hann er sýknaður vegna þess að það stendur hvergi lögum og þeim að ég ekki. En hún er dæmd, hún er sýknað á allt öðrum fórstum. Það er vegna þess að hún var ekki fermd. Hún náði ekki fermingu vegna fötlunar sinnar. Og þar sem að hún var ekki fermd, þá gat hún ekki við haft þann siðferðisþroska að hún gæti í raun og veru vita að þetta var vitlaust. En sko, Vilhelmsson kollegi minn, hann hefur líka notað mikið í raun og veru vitnisburði fyrir dómi. En hann kallaði það þvingaðar frásagnir. Og mér finnst það svolítið gott að minna sjálfan sig og aðra á það þegar maður er að vinna með vitnisburði, þá er maður að vinna með þvingaðar frásagnir sem náttúrulega fara í gegnum munnlegan vitnisburð í bækur. En að skráðar af yfirvaldinu er eiginlega það sem yfirvaldi vill skrá af sínum vitnisburði og það sem við vitum aldrei hvaða síja þar er á ferðinni. Já, en þetta er náttúrulega, þú veist, samt að eina sem við höfum og nú er svolítið mikið þegar ég hlustaði á viðtalið þetta í Steinunni Kristjánsdóttur, fornleifafræðing. Það sem að hún í raun og veru er svolítið mikið að gagnrýna hvað áherslun hefur verið mikið á ritaðar heimildir. En ég vil segja bara það sem að sagnfræðin í raun og veru sem fræðigrein hún byggir á rituðum heimildum fyrst og fremst og það er í raun og veru við þurfum bara að muna að
þær rituðu heimildir sem við erum með eru líka mannanna verk. Þetta greint þær og metið. Ég myndi segja að það að hafa, ég get svara fyrstur rannsóknarspurningunni já. Það er hægt að finna lífsþræði fatlaðs fólks sem að í raun og veru liggur undir radarnum. Og ég sýni það fram á það með þessum 101 sögu. En þessi vitnisburður, mannlausu konunnar, trúir því að þetta sé það sem hún hafi einhver liti sagt? Ég set mig bara í... Eða það getur líka verið þannig að þessi liti á hana valda litla, að ég skrifi einfallega það sem að ég tel að hún ætti að segja eða muni segja, þannig ég hafi valdi yfir henni, alveg sem að segja konuna, dvergvaxnu konuna sem að þeir skera upp, að þeir töldu sér bara þótt að þeir hafa aldrei gert þetta, bara lesið sér þetta til, vegna þess hvað hún var valdalítil í samfélaginu, þá töldu þessu bara að hafa rétt á því að rista hana upp og gera á henni þrun. Já og nei, þetta er náttúrulega kannski það sem er. Við getum leitið á sögu Margrétar Arnljóts, bæði sem sögu læknisfræðinar eða þá ýtrustu tilraun læknisfræðinar til að bjarga lífi. Það var bara hugmynd þeirra að hún gæti ekki fætt. Nú veit ég ekki hvort að það séu erfiðleikar við fæðingar hjá dvergvaxnu fólki. Það er bara ljósmóðin en reyndast að... hún hefði aldrei lent í þessu áður og mata sem svo að það eru erfiðleikar. Hún gæti ekki átt barnið í gegnum greindina. Hún metur það sem í raun og veru sérfræðingur í fæðingum. Ég veit ekki þetta. En einhvern veginn bara efast ég það að því að dvergvaxnu fólk hefur búin að vera hérna frá örugalda og það að þau get ekki fætt börn, þú veist. Mér finnst það, ég bara rangt hjá mér, en mér finnst þess að ég bara myndi vita ef það svo væri. Og þetta er með það, þú veist, ég hef, af því ég las hverja einustu kirkjubók, hvert einasta sóknarmannatal, og svo náttúrulega bara skjalasa biskups, sýslumanna, þú veist, bara slavíst, bara kerfisbundið og safnaði þessum yrðingum saman og svo hreppsbækurnar og svo framvegis. Og mitt mengi er miklu stærra heldur en þetta 101. Það eru líka 382 einstaklingar í mínu gagnasafni óbættir hjá Garði. Og ég er alltaf að reyna að sækja einhverja styrki til þess að fá að klára að rannsaka þeirra lífsþræði. Kannski færðu það að þetta endar í 1001. Ég get endað með því. En þetta með tilfinningarlífið var náttúrulega tilgáta, eða tesa. Og ég náttúrulega, ég myndi kannski segja að ég hafi aðeins farið, þú veist, ég segi ekki, þú veist, þetta var meira gerði ég að nota þetta til þess að finna svona ákveðin stef. Svo þegar þú ert farin að vinna með kannski fólk sem að til eru sögur af, eins og bara í þjóðlegum fróðleik, sem að náttúrulega, þú veist, ég passaði mig alveg óskaplega á að lesa helst ekki fólki mitt í þessum þjóðlega fróðleik vegna þess að þetta eru svo mikið eineltisögur. Það svo sem í þjóðlegum fróðleik. Það sem verið að skrifa eða tala merkingu inn í þessar sögur og svo merking oft svona eineltis og það verið að hæðast að þessu fólki. Það er svo merkilegt því að núna er ég bara í þessum töluðu orðum að vinna sem sagt litla sýningu bara tíma Hallgríms Péturssonar og Guðrúnar Símonardóttur á Hvalsnesi. Og það er að gera alveg stórkostlega hluti á Hvalsnesi núna. Það er verið að byggja hús eða endurbyggja fjósið og hlöðuna og þar verður sem sagt sýningar, aðstaða og kaffihús og svo framvegis. Og ég er engin sérstak 17. aldar manneskja. En náttúrulega bara vegna þess að ég er úr hverfinu, Hvalsneskverfi, að ég hef alltaf mjög mikinn áhuga á þessu og ég tala nú ekki þessum tíma sem var alltaf talaði niður. Þau voru fátækt, þau voru ekki hamingjusöm, þau voru ekki þetta og eitthvað neitt. Þá er ég sem sagt að lesa þessar gömlu ævisögur Hallgrím. Sem eru í raun og veru byggðar á frásögnum næstum því samtíma manna. Þú veist, þessi manna eftir honum þarna eða heyrði í honum þarna eða
og svo framvegis. Þetta aldrei, þú veist, þetta aldrei bein frásögn, ég satt í baðstofunni og heyriði Hallgrím kveða, eða eitthvað svona, heldur þetta svona, það er bara alltaf einn svona milliliður á milli. Það sama þennan þjóðlega fróðleik, þessar þætti að sérkennilegu fólki og svo framvegis. Þetta yfirleitt aldrei beint. Það alltaf 1 eða 2 eða 3 afi minn sagði mér frá þessari sérstaklega nöfnum minni. Og segir kannski meira svona túlkun samfélagsins á þessum atburðum heldur en atburðum sjálfum. Og þarna getur maður fengið oft svona andsögur, oft verður verða mínar sögur einhvers konar andsögur, svona counter-narrativ af þjóðlega fróðlegnum. Og ég skrifaði alveg grein í bókina sem var í raun og veru svona lokapróduktið af stóra rannsóknarverkefninu með Evu Þórdísi Ebenesersdóttur sem þjóðfræðingur. Og það bara mjög merkilegt að skrifa, þú veist, fjölhöfundagrein, það bara eitt. Og allt sem heitir svona þverfaglega sem svo mikið í tísku. Þetta hættulegt vegna þess að það svo einfalt að leita alltaf að lægsta samnefnarann. En þegar maður reyna að leyfa 2 og fleiri fræðigreinum einhvern veginn að bæta hver aðra upp, þá í raun og veru, þá flækjast málin. En við notuðum einmitt eina sögu, einn einstakling frá mér, sem á sér mikinn sagnabálk í þjóðlegum fróðleik. Og sem sagt, ég í raun og veru tek hennar lífsþráð alveg í gegnum opinbera samtímaheimildir og þjóðfræðingurinn tekur við letsendinu alveg fram til dagsins í dag. Hver þetta? Hver viðfangið? Hún kölluð Stuttasigga í þjóðlega fróðleiknum. Sigríður... Er það meina Margréti Dvergur? Já. Þau vorum að tala um tilfinningarna. Þú segir að hún hafi kennt barnið Dana sem var ekkert á landinu. Ég held að það sé, sem í minni ættarsögu, það sem að barn var kennt dönskum kokki eða hvað hétu þá, sem var bara ekki fræðilegur möguleiki, hann var ekki svona landinu. Þannig að það var ýmsar aðferð sem að danski herinn hafði og danska ríkið hafði til þess að koma svona barnsfeðramálum bara burtu og yfirleitt þá frá einhverjum öðrum. Þannig að við veitum í sjálfum sér ekkert hver barnsfæðurinn. Við veitum ekki hvort að henni var nauðgað eða hvað þetta er. Nei, en þetta kannski vegna þess að... Við veitum ekki hvernig henni leið þegar það var sagt að það að skera hana upp fyrir þess að ná barninu. Nei, þá... Við veitum ekki hvernig hún mat sitt líf á móti lífi barnsins, því að það verið að tala um þessu sigur að bjarninu var bjargað, þótt að hún hafi... Við veitum, hvað veitum við? Hvernig henni leið þarna á hurðinni með þessa forsögu. Já, við veitum ekki mikið það. Og maður getur bara í raun og veru það sem ég veit úr bréfaskiptum af því að eins og ég sagði ráðan að mamman stakk af. Það í raun og veru líka svolítið mögnu saga með að við svona hvernig framfærsluskildinu var háttað, að hún stingur af norður í land og það náttúrulega fátækranefndin í Reykjavík stöðugt að reyna að hafa samband við hana í gegnum. Þá var hún að skrifa hreppstjóranum í hennar hreppi þar sem hún settist að og giftist og eignaðist börn. Það alltaf verið að höfða til í raun og veru móður eðlis hennar að koma og gera eitthvað fyrir þessa stelpu þegar henn yngri. Og í þessum bréfum mjög mikið talað hana sem mannesku, dvergvaxna mannesku. Og hún komi ekki til með að geta unnið fyrir sér og orðið í raunum. Hún verður alltaf baggi á samfélaginu og mamman eigin og aldeilis að í raunum vera að sinni framfærslu skildu gagvart dótturinni. Þannig að þar veit ég ýmislegt, en það samt alltaf yfirvaldið að tala. Og þarna mitt að vera að höfða til einhvers konar móður eðlis og svörin að norðan í raun og veru þannig að þessu heimili sé haldið því sé haldið í raun og veru á floti af hreppnum til þess að þau fá ekki alla strolluna
á hreppinn. Þannig að það var því fjölskyldan list upp og það er meiri kostnaður og þess vegna er stuðningur við fólk til þess að halda heimilinu saman. Já. Þetta held ég eitthvað þetta finnst mér vera rannsóknarefni. Það er þetta í raun og veru þegar er verið að halda fólki réttum megin á kilinum til þess að því sé ekki leystu. Þetta er nú bara þráður í félagslegri aðstoð alveg fram á okkar tímum. Það sem að vangaveltan er getum við stutt fólki við að vera þeirri með aðstæðum sem það er eða eigum við að grípa inn í og leysa þetta upp. Þetta er eiginlega bara, ég held að við getum fundið þræðin á þessu til okkar tíma. Sem er kannski það sem að því að þú kemur úr nútímanum og nappar aftur í söguna og kemur með okkar hugmyndir og ert að skoða hvernig samfélagi bregst við og ég var nú svolítið að aðast með því að bera þetta saman við svona einhver hugmyndur mannúð, en þetta er náttúrulega einhver hugmyndum samt mannúð. Það er mannúð að halda fólki á lífi og brauðfæða það. Ég fekk í vörninni minni... Að okkur beri skylda til þess að við getum ekki bara ítt fólkin út á ísjakan og látið það farast eða borið það út eins og var sannarlega gert. Já, þetta með mannúðina er svo óbúslega, þú veist, að það er svo tilfinningalegt. Já. Og þarna er þannig að þessna vil ég nú ekki alveg sleppa tökunum, ég vil ekki gera þetta að þessu hlutlæga, ég vil halda þessu huglæga inni. Já. Og talandi mannúð og ég með eina sögu hér sem er styrsta sagan og það var einmitt spurt, ég fekk svolítið erfiða fyrirspurn í vörninni, þetta var þið haldið kannski að þetta sé einhvers konar ferming að fara í gegnum doktorsvörn, nei það ekki þannig. Og það var einmitt þennan einstakling sem er drengur sem fæðist án endaþarms. Og hann fæðist á þeim tíma þegar það eru fleiri læknar heldur en bara einn á Íslandi og það er stutt í þann héraðslækni, þannig hann er kallaður til og barnið sem sagt, það hafði í raun og veru, það var ekkert að því þangað til að það bara kom í ljós að hann gæti ekki skila hennu frá sér. Og þetta er og þarna byggi ég í raun og veru á skýrslu héraðslæknis til landlæknis. Að það er alveg augljóst að þessi læknir, héraðslæknir, sem ég ætla að hafa alla mína opinberu embættismenn nafnlausa, þetta tekur alveg brjálæðislega á hann. Hann gerir í alvörunni það sem hann getur til þess að bjarga barninu. Og hann er ekki að nota þá afsökun að eins og var landlæknin gerir með Margréti að hún hafi nú sjálfur sér kannski átt svolítið hluti í þessu andláti sínu með því að fara að hósta þarna. Skiljið við, það er þar. Heldur í raun og veru þarna er hann að gera, hann sker upp eins langt eins og að þorir og setur stubb af fjöðurstaf inn og það vætlar út og hann fer heim og og barnið verður í raun og veru það grætur ekki eins mikið og svo gefur fjöðurstafur en hann gengur út úr sárinu og hann er kallaði til aftur og í raun og veru bara kemur að þegar barnið er að deyja. Öll þessi saga í þessari frásögn hins opinbera er uppfull af tilfinningum og þessari löngun viðkomandi að gera það sem hann getur gert. Til að bjarga mannslífi sem þá hugmyndum að hvert líf sé á einhvern hátt heilagt. Nákvæmlega. Eigi sér stað í veröldinni. Sem er eiginlega grunnur mannúðar. Já. Að geta séð hvernig einstakling sem sjálfstæða veru sem er sér sjálfstæða rétt. Og þarna kemur fæ ég fyrirspurn í vörninni hvort að ég með því að birta þetta og mjög nákvæma lýsingu á þessu, hvort að ég sé ekki að ítundir að það sé verið að stara á fatlað fólk. Og að það að stara, þetta er sem sagt eitt af því sem er verið að vekja athygli á
að fatlaðir einstaklingar verði miklu meira fyrir að samfélagið stari á það. Vegna þess að það fittar ekki inn í einhver ákveðin box. Eins og þú sagðir reyndar í upphafi, þú sagðir að vera eiginlega til meira þetta fólk heldur en aðra, vegna þess að þau væru hérna í bókum prestana og sýslumannana meira viðfang samfélagsins. Það og líka þessi skilgreining, það er ekki af því við erum ekki inn í skilgreininga kerfi samtíðarinnar, þar sem að hvert einasti sjúkdómur á sér bara svona 3-4 kóða tölustafi, eða þú getur verið hátt uppistandandi eða lágt uppistandandi, eða þú getur verið með CP eða þú veist, eða þetta, eða þú veist, andstöðu, mjótstöðu, þrjóskuröskunar, greiningakerfið okkar. Þetta er ekki til, þannig að hver og einn sem er að díla við þetta bara í milli sín og bókarinnar er að reyna að finna einhvers konar orð eða lýsingar, yrðingar á ástandinu. Og þetta er náttúrulega bara, þetta er náttúrulega alveg stórkostlegt að hafa þá þetta. Á sama tíma þá getur ekki farið þú veist, þegar er farið að spyrja til dæmis eftir ákveðnum kvillum, skulum við segja. Kvillar eru líka annað sem er svona það sameiginlega orð yfir það sem er sem er eins lítið gildislaðið eins og ég gat fundið. Ég meina, ég hef mjög mikinn áhuga á íslensku, ég reyni þannig bæði yrðingarnir og kvillarnir eru svona orð sem að ég geri að mínum í þessu. Já, það til dæmis, þá er þetta með, þegar það farið að spyrja fyrst eitthvað, til dæmis í manntölum, að þá er spurt þá átt að spyrja hvort að viðkomandi sé geðveikur, heyrnarlaus, blindur, daufdumbur og og þetta er í raun og veru þeir kvillar sem að er verið að fjallum. Þú veist, það er blindan, það er mál- og heyrnarleysi og svo geðveiki. Þannig að ef maður myndi fara kannski 250 ára áttur í tíman, að þá er þetta líka þeir kvillar sem að samfélög til þess út í Evrópu og sem að bjuggu til hæli til þess að geyma fólkið á. Og það var, þú gast farið á geðveikrahæli, þú gast farið á blindrahæli eða þú gast farið í fangelsi náttúrulega, það var kannski annar hópurinn og svo gastu stundum til fátakrahæli þar sem að vera einangra fólk út úr samfélaginu, þannig að myndi ekki menga samfélagið. Þannig að þarna kannski eru þessar spurningar sem eru þarna eru bara skilgreiningar samfélagsins á því. Já, ég til að kemur að utan, ég meina forsendur manntalana eru ekki héðan, ekki fyrir bara, þú veist, seinna. Við fylgjum danska kerfinu hvenær er verið að taka manntöl og svo framvegis. Og náttúrulega manntöl eru stórkostlegt fyrirbæri en á sama tíma alveg stórhættulegt. Þú veist, hvernig þú átt að vinna úr þeim. Og þú veist, þú færð ekki spurningar við svörum, þú færð ekki svör við þeim spurningum sem ekki eru spurðar. Þú þarft alveg að gera þig grein fyrir því hvað er verið að spurja alveg eins og með prestinn sem kemur einu sinni ári, þá á hann, ég veit hvað hann á að spyrja Það er forskrift fyrir því og þú þarft að vita alltaf þessar forskriftir þegar þú ert að vinna með þessar heimildir. Hvað í raun og veru er skylda viðkomandi. Þannig að, og oft eru þetta með mannúðina, það er einsagi viðbútt í sambandi við þegar í raun og veru hið opinbera í þeim tilfelli hreppstjóri og prófastur bjarga lífi mann sem er verið að drepa hægum dauðdaga inn á heimili. Þannig að halda honum undir hungumörkum. Að viðbrögð þeirra ráðist af mannúð, að það sem megi ekki koma svona fram við mannskja. Já, og það er ekki skyldubóðorð. Að því auðvitað hefðu bara getað en þeir ákveða þykistinn að fara að bólusetja af því þá er komið skylda bólusetningar, þeir ákveða að fara að bólusetja á þessu heimili bara að því bjarga viðkomandi. En mannúð er náttúrulega, ég veit ekki, þetta er náttúrulega flókið hugtak kannski til mannúð í bara smáum skömmtum. Það stundum er mannúð algild að er það mannúð að halda lífi í fólki?
sviftaða öllu valdi yfir eigin lífi. Þetta óbúslega flókið, en það sem að mér langar kannski frekar svona að því við erum komið kannski aðeins Ég ætla að draga þetta að þannig að það var valdinu, að því þú ert að koma á nútímanum og inn í söguna. Og það náttúrulega áberandi í sögum af, ég nefndi hælinn og eitthvað fleira, þar sem að fólk eiginlega bara svift öllum rétti af því að það fittar ekki inn, öðruvísi, gallað, blind eða haldið með geðraskanir eða annað slíkt og það missir bara allt vald. Það hefur fyllt okkur alveg inn í nútíman að þeir sem ekki uppfylla það að vera bara eitthvað sem á að vera venjulegt að þau hafa ekki vald og við hlustum ekki á það og við þekkjum þetta í bara slagorði sem að Öryrkjabandalagið hefur gert það sínu ekkert okkur án okkar sem náttúrulega svar við því að það sífellt verið að taka ákvarðanir líf og farsæld þessa fólks á þess að svona spyrja það og þá hugmyndin svo að því að ég heilbrigður og ég valdamikill að þá get ég eiginlega bara ráðskast með þitt líf að því að þú ert fötluð og valdalítil eins og ég vil. En svo bara getur þú snúið þessu alveg á hvolf og það til dæmis það sem sagt vald einstaklingsins á samfélaginu ef að viðkomandi truflar það svo mikið að það bara að og þarna ég aftur að vitna í söguna af nöfnum minni sem að hélt, þú getur snúið þeirri sögu á þann hátt að hún hafi haldið hreppnum í heljar greipinni í meira en hálf öld. Og það var alls ekki röng niðurstaða hjá fólkinni í hreppnum að það væri ekki hægt að leggja það á neitt heimilin nema 3 sólarhringa hafana. Nei, og svo með vannmáttinn að því að ef þú skoðar þetta, þú veist, að því að ég hef svo gaman að gera hlutina flókna og átta mig á því að já, þetta flókið, að vannmátturinn ekki síður vannmáttur samfélagsins, úrræðaleysi samfélagsins, gagnvart skjólstæðingum sínum. Og þetta úrræðaleysi er einn af þessum þráðum, þessum stefjum í gegnum, því að þarna er ég að stríða einsögufræðingum. Sem að þú þó ert að einhver leyti. Já, sko, ég fætt og alin upp í einsögufræðunum og í raun og fann ekki fjöluna mína í sagfræði í hinnum gömlu félagssögunni. Það var líka vegna þess að hún var svo karllæg og það bara, og ég af þeirri kynslóð að það var bara svolítið skelfilegt að við reyna að vera í mastersnámi sagfræði, þú veist, einhvern hinnum megin við aldamótin. Og því bara, þú veist, ef þú varst ekki að telja fiska eða já, bara allur þessi all þessi talning þú veist, og að telja eitthvað baunatelja eitthvað, eins og ég kallaði það bara átti ekki við mig, þannig að þú veist, ég var bara aðeins að leggja þetta hliðina og var í 10 ára búið til Íslendingabók eitt af því skemmtilegasta sem ég hef gert en þegar ég fattaði einsöguna, þá í raun og veru þetta með skalan, að geta skalað þess að svona niður á móti stórsögunni sem stóri skalinn, þegar þú ert farin að vinna með fínustu vatnslitapenslunum þínum. Og sjónarhóllin sem svona einstaklingur í staðin fyrir að horfa á sögunni eins og guðs. Já, og ákveða eins og ég ger í þessu að af því ég get ekki, þú veist, ég get ekki stunda samvinnurannsóknir eins og er eitt af þessum dæmum í fötlunarfræði núna, frelsandi rannsóknir á fötluðu fólki verða ekki almennilegar nema að falla fólk verði með í rannsóknum og ég teki þátt í svoleiðis rannsóknum og það er stórkostlegt en þetta er það sem að er með þessi stríðni mín er að það er til eitthvað sem heitir einvæðing söguna sem Sigurður Gylfi Magnússon í raun og veru er hugtak sem hann gerir að sínu og er í raun og veru þannig að þú ályktar ekki, þú veist, þú ályktar ekki mikið einhverja heild út frá sögu af einum atburði, einum einstaklingi svo framvegis. En til þess að í raun og veru stækka þetta og fá í raun og veru einhvers konar ekki yfirlit en tilfinningu fyrir samfélaginu á þessum tíma sem er langur, 1770 til 1936, þá hef ég sögurnar, þú veist, 101. Þannig að þetta er hver og Ég vonum að mósaikið verði að heildarmynd. Já, og þetta er í raun og veru þannig og til þess að geta svo þreytt, þá vinn ég með þessi stef
stefin úr sögunum. Og þá ég að nota aðferðafræði sögu tilfinningana á kannski annað heldur kannski tilfinningarna sjálfar. En af því ég get ekki haft það, verið verið með fólki mitt í rannsóknunum, bara við hliðin á mér, þá ákveði ég það að ég stend með þeim sko að lífi, hjarta og sál. Þannig að ég er búin að fara á trúnó með öllu þessu fólki. Og tímabili, sko, þá var þetta bara, þá bankaði fólk hreinlega bara upp á og ástæðan fyrir því að það eru ekki 100, heldur 101, að það var bara ákall einstaklings að fá að vera með. Hvernig þá? Birtist þér í draumi eða? Nei, það bara, þegar þú varst að lesa svona heimildir og þegar þú rekst alltaf á sama nafnið aftur, nei, þú ítir hennu frá þér og þá bara tekur þú næstu heimild og þá bara með ennþá meira viðkomandi og endan þú segir, ok, þú færð að vera með. En þetta sem hún að lýsa með því að horfa á söguna út frá sko, stöðu eins einstaklings sem svona einsagan og gallinn hennar náttúrulega sá að það hlæðst ekki upp og eiginlega ekki hægt að draga ályktanir af einhverju heild, einhverju búa til einhver stærra samhengi og við gætum endað í, var ekki Margaret Thatcher sem sagði, það ekki tilneitt sem heitir samfélag, bara safnað einstaklingum og þá ertu ekki með, þá hafnaru því að það sé til einhvers sko samfélag á millum okkar sem að við getum búið til sögu Þannig að þetta eru allir uppbyttur þá lendi ykkur í svona einstaklisíkju nýfrjálsíkjunar með þessa einsugu. Það svo einfalt að dætta ofan í það og það kannski í raun og veru það sem að því að mér finnst að vera það ákveðið svona einhvern veginn vantar svolítið lojalitet í sagnfræðina eða sagnfræðingana sem að vinna inn í akademíunni, þá ég að taka akademíuna sem stórt fyrir bara ekki litli Reykjavíkur akademíuna mína frá því gamla daga. Það svona, það er svona vantar því að þú veist, ef þú ert í einni típu, einum kimanum, þá lestu þann kima og fylgir honum og ert þá ekkert að kynna þér einhverja aðra kima. Og þá geta þessi kimar orðið svona svolítið þinn eigin bergmálshellir og getur lítið vísað út fyrir þann og það ég líka að reyna að gera hér með því að ég raun og veru vera í þessum síkvensum og því það voru að stíga upp úr einhvern veginn en að halda samt tryggð við skalan hennar aðferðir og hennar svona trúnað við einstaklingana til þess að þú sjáir samfélagið í þessari svona augnæð þeirra sem eru forsmáðir og bara, þú veist, þetta ég að gera þetta á þeirra forsendum þó að þetta sé fólk þannig að og líka er raun og ganga svolítið á hólm við þessar góðsagnir sem að við erum alltaf að sko pródúsera góðsagnir út úr einhverju fortíð sem að við þekkjum í gegnum einhvers konar túlkun og þessi túlkun hún þarf að taka breytingum, við þurfum að endurskoða hana, taka túlkununa á fortíðinni sem að getur verið Jón Aðils eða Jónsson Hriflu eða Sigurður Magnússon. Þetta er náttúrulega kannski eitt af vandamálum samfélags- og sagnfræði og sögu í dag er að það hefur stóra sagan eða sko stóra samhengið í sögunni að það við erum ekki með það einhvern veginn, þannig að þá situr eftir gamlar stórsögur sem að bara lifa og við erum alltaf að sjá aftur og aftur að nýbúin 17. júní og þá fáum við þetta alveg bara í gusu yfir okkur, bara svona sögu samhengi sem að sárlega þarf endurning. Og þá ætla ég að koma einu, af því að ég hef alltaf búin að íta þennan mannúð sem að þú ert alveg að íta tilbaka. Sko, það eitt sem að, það var ekki fornleifafræðingur, kona sem að það var eitthvað að vera að tala svona upphaf, mennskunar. Jú, þetta er Margaret Mead og mannfræðingur. Sem að segja að tala bein sem að hafi verið grætt. Já. Og þetta er náttúrulega svo fallegt og afhjúpandi þegar hún segir þetta. Og þá er þetta það sem að við ættum að finna eitthvað samhengi í sögunni, að þá ættum við að finna samhengi mennskunar. Því það ætti sagan okkar að snúast og mennskan er ekki orðvarótarnir og mennskan er ekki það sem við notum til þess að drepa hvort annað eða sigra lönd eða hefja okkur upp yfir annað í einhverju hierarkí og svona, heldur ættum við að finna þráð í sögunni sem að næði utanum hvernig okkur hefur tekist að vera mennsk og sína mannúð. Og þá er náttúrulega bókið þín
náttúrulega svolítið hrópandi það sem að vantar eiginlega í sko þessar stóru sögur sem við erum alltaf að burðast með sem eiginlega aldrei mennsku. Nei, þetta bara símaskrá brjálæðra stjórnmálamanna og konunga. Ég held að þetta sé stólið frá Pétri Gunnarsinni held ég. Já, símaskrá brjálæðra stjórnmála. En það nefnilega með skjólið. Eitt af stóru stefjunum í minni ritgerð og eitt af því sem að mig langar svo mikið að einhvern veginn koma á framfæri, vonandi geti gert það einhvern veginn í einhver staðar, það hvaða skiptir máli að vera í góðu skjóli. Ef þú ert vannmátta á einhvern hátt, viðkvæmur, ég nota orðið viðkvæmur svolítið mikið líka, viðkvæmt fólk. Og í viðkvæmri stöð. Í viðkvæmri stöð, og þetta skjól ekki konsekvent. Og það ekki, þú veist, og það oft ekki þetta framfærslu skjól sem að sko, lögbundin og bara lögbundið frá upphafi. Það allt annað og þetta góða skjól getur verið ýmiskonar. Það getur verið bara góður húsbóndi, mörg dæmi það að fólk einhvern veginn í raun og veru svona kemst í betri aðstöðu bara við það að komast sem ómagi í skári, sem ómagi. Já, í skári vist. Já, ekki vist. Já, og allt þetta, þú veist, að reyna að þýða. Þetta er bara til í sko tungutaki okkar að segja að komast í skári eða betri vist. Og ég þekki þetta úr minni ættarsögu þar sem að var stór systkinahópur leystur upp og drift út að það var ótrúlegt hvað það hafði mikil áhrif á líf barnanna í hvers konar vist og lendur. Það eru margar einmitt svona sögur, en það kemur líka fram af því að ég rek lífsþráðinn frá upphæðu til enda hjá þeim öllum. Að þegar þú missir, hvað það sem það skelfilegasta sem gerist? Það að missa skjólið. Og ef þú ert í viðkvæmri stöðu, eða, viðkvæmur í viðkvæmri stöðu, við skulum hafa það þannig, þá ekkert sem getur bjargað þér frá glötun ef þú missir þetta góða skjól. Og það það sem við ættum að vera með athygli á og skoða. Já. Því að ef við ætlum að halda áfram og nota söguna til þess að byggja upp gott samfélag þá verður náttúrulega bæði þekkja söguna og við erum að þekkja þá sögu sem að nýtist okkur. Kannski nýtist okkur ekki endalaust að vera að hugsa Hannes Hafstein sko. Með allri virðingu fyrir honum. Já, með fullri virðingu fyrir honum, já, það mitt og það einmitt þetta með það sko mónumentin sem við erum að búa til. Og við ættum svolítið að halda okkur bara í því að ekkert að byggja upp varanleg mónument. Nei. Annars þurfum við að fara að brjóta þau niður og þá ekki betra að bara hafa þau ekki. Já, eins og við gætum alveg veltið fyrir okkur hvað ættum að brjóta niður styttuna af Ingólfi Arnarsinni sem náttúrulega maður sem að bældi niður fyrstu alþýðu uppreisnina þegar þrælarnir réðust á kúara sína og drápuð á Hjörleif og hann kom Ingólfur og barði það niður sem eiginlega fyrsta frelsisbarátta Íslands fyrir sjálfstæði mannskepnunar. Það þessi frelsisbarátta og svo frelsisbarátta Suður Þingeyinga næst, var það ekki? Já, eitthvað svoleiðis. Herðu, Sólveig, kæra þakki fyrir að koma hérna á Rauðaborðinu og tala söguna og fólki í sögunni sem að við ættum endilega að hugsa mér Takk fyrir. Já, þetta eru lokin á Rauðaborðinu í kvöld. Ég þakka Sólveigu og öllum gestunum kærlega fyrir sem hingað hafa komið og Birni Þorláks fyrir að hafa tekið hérna viðtal við þingfólkið og Pétri og Laufi fyrir að taka upp og senda út og ykkur sem hafi hlustað og breytt þessu samtalum okkar í fjölmiðla. Ég hef oft bent ykkur á að þið getið hjálpa okkur að byggja upp dreifikerfið. Dreifikerfið samstjórnar byggðist upp á góðri afspurn og það gerist þannig að þið segið vinum og vandamönnum frá efni sem ykkur líkar og þau finna það. Og þar með stækkar dreifikerfið. Þið getið bent á að það má finna efni okkar á Facebook undir nafni Samstöðurinnar, á YouTube undir nafni Samstöðurinnar, á öllum hlaðarsveitum undir nafni Samstöðurinnar og einstakra þátta sem eru á dagskrá hér. Við erum í útvarpinu á Stórhöfuðborgarsvæðinu 89,1 á FM og það má sækja þær útasendinga líka á spilarann. Spilarinn bæði á netinu og svo spilari líka app sem má hlaða niður í síma og hlusta á Samstöðuna og allar íslenskar útastöðar hvað sem í heiminum þar sem net á annað borð. Við erum komin í sjónvarpið til þeirra sem svo heppin að fá
sjónvarpið sitt frá símanum. Það eru númer 5 á fjarstýringunni. Kannski munu önnur fjarskiptafyrirtæki bjóða sínum viðskiptavinum upp á efni frá samstöðinni 24 tíma sólarhring, 7 daga vikunar, allan ársins, samfélagsumræði við þetta rauða borð og í öðrum þáttum samstöðurinnar. Samstöðin hefur byggst upp á framlagi áhorfenda og áhorfenda sem hafa gerst áskrifundur. Það eru 40.000 mann sem að horfa á þætti samstöðurinnar í hverju viku. Það eru 1350 sem hafa gerst áskrifundur og það eru þeir sem að tryggja og búa til þessa dagskrá sem við sjáum hér. Allt sem við sjáum og heyrið er í boði áskrifenda. Ef að þú hefur hugsað þér að gera þetta áskrifandi þá hvetjum við til þess að gera það sem allra fyrst með því að margir leggi eitthvað til að þá verður hægt að byggja upp samstöðun og gera hann enn öflugri en hún er í dag. Til þess að gera þetta áskrifandi þá farið inn á samstöðun.is, það er hnappur sem ástendur áskrift, þið getur skráð okkur 2.500 krónum sem er grunnáskriftin, þið megi borga meira þið viljið og því sem kjósið getur láta áskriftina renna sem félagsgjöldin í Alþýðufélagið og það er Alþýðufélagið sem á og rekur samstöðuna. Fyrir 2.500 krónur getið þess að fengið allt efni hérna og 8 fjölmiðil í þokkabót, pælið því. En ég ætla að láta þetta gott heita í kvöld, ég verð hérna aftur á morgun við rauðaborðið klukkan 8 en ég segi góða nótt. Gerist áskrifendur á samstöðinni og taki þátt í að byggja upp öfluga og róttæka